Við erum byrjaðar. Já. Velkomin aftur. Já, takk fyrir það. Það tók ár Já, sko, fyrir okkur að hittast aftur. Þetta er svo fljótt að líða. Án gríns. Ég held við höfum hist fyrr. Já. Ég heldur svo mikið sem að hittast í bíó en eitt í heilt ár. Nei, það er þér að kenna. Það er bara alveg þér að kenna. Já, það er mér að kenna. Ég sá þið reyndar á einni sýningu. Og svo hefur ekki það. Já, ég var svo langt frá. Já. Ég satt, þú varst átti að garga. Ég hefur til Ásgeir! Já, ég hefur til það. Þú er, ég skal gera það næst. En það var þessari hérna. Já, einmitt. Deadpool og Wolverine, mér minnir að það hafi verið þar. Ég sá svona í bakjaður. Þú varst að labba niður stegan eða Já, upp í Egilsvöldu það ekki. upp í Egilsvöldu. Já, akkurat. En ég nefndi ekki að garga en allavega. Stór salur. Það var einskilt sem ég sá þig. Við ætlum, ég ætla að byrja um þessu. Við ætlum að gefa út þátt í maí. Síðastliðin maí. Já. Það er nú svolítið langt síðan. Já. Furiosa. Við ætlum bara að taka eitt topic, Eina Furiosa. bíómynd, Furiosa, við Já. tölum um þetta í síðasta árum þetta þætti hjá okkur. Ég var svo til í þetta. Og ég var búin að bara stilla þessu upp. Ok, strákurinn minn, nýji strákurinn minn, yngri strákurinn er að koma hérna í júní. Herði ég næ að taka upp með Ásgeiri og svo kemur hann. Já. Svo ákveður hann bara að koma mánuði fyrr. Og ég er náttúrulega þakklátur fyrir að gekk allt vel, honum líður vel og allt það. En það var náttúrulega skemmtist svolítið. Hann hata bíómyndir. Ég gat ekki sagt við kæristuna, hei, ég er að taka mína 3 tíma þátt með Ásgeiri Kolbeins. Nei. Þú veist, það er örugglega endað í 20 tíma þú ert einmitt. Já, pottjætt sko. Og ég man eftir þessu, það var einhver forsýning eða eitthvað sko. Og ég bara, ertu ekki að koma? Nei. Þá var heldur nýbúin eignast það. Já, ég hugsaði bara, þetta er búið ákveð þetta fyrir 6 mánuðin síðan. Já, átti ég að segja það við strákið minn. Sko, ég veit ekki hvað ég er að gera á morgun, sko. Ég gerir það lítil plön fram í tíma, sko. Þetta voru 6 mánuður. Ég veit það. Nei, þú gast ekkert gert. En ég vil biðja bara fólk afsökunar að því ég fekk fyrirspurn um þetta. Já, það? Já. Og þetta er svolítið mér að kenna. Já. Að því ég eignaðist barnið. Ég get ekki kent stráknum um þetta. Nei, sjálfsögðu ekki. Svona er þetta bara, en í tilefni þess, þá vil ég byrja á Furiosa. Já. Út af því við ætlum að gera Furiosa þátt. Já. Við erum kannski ekki að tala um hann í 2 tíma. Nei. Að við ætlum að fara um marga myndir. Þetta var stórt ár í sjónvarpi og bíómyndum. Við erum aðra að fara um bíómyndir, fyrir síðan líka yfir eitthvað sjónvarpsögur. En áður fyrir við Furiosa. Nú erum við hérna á skjánum. Þetta er svaka grafík fyrir því sérstaklega. Já, þetta er mjög skemmtilegt. 2004, nokkra myndir hérna. Já. Joker, Beetlejuice, Furiosa, Substance, Horizon, Gladiator 2, Dune, Smile 2 og Alien Romulus. Nokkra svona myndir. Þegar þú hugsaður um árið og lítur bara við lista sem ég sendi þér fyrir þennan þátt, svo svona við mig. Var það gott bjór? Nei. Þú ert alltaf svo neikvæð. Já, þetta er bara hræðilegt bjór. Nei, hræðilegt. Hræðilegt. Þið varst þetta hræðilegt. Já, og það hræðilegt að ég þurfti bara að setjast nefn með sjálfum mér að hugsa, er ég að vera eitthvað gamall eða eitthvað að gera. Bitur. Já, bitur, þú veist. Hvar eru sleggjurnar, skilur? Og bara svona 1 orð yfir bara hvar eru sleggjurnar. Hvar er Christopher Nolan gæðin í bíómyndum? Svaraðu nú. Ég vil ekki segja þetta strax. Nei, en sko, til varnar og það er náttúrulega sem að líklega þeir sem hlusta á hana þátt og horfa á hana þátt vita, sko, er að þetta var þetta verkfall hjá handritshöfundum í Hollywood, setti náttúrulega gríðarlega strikkireikningin og þar á undan var verkfall hjá aukaleikurum, skiluru, COVID, já, og allt þetta. Þannig að, sko, síðasta ár var ekki gott. Þetta ár segja að verði mér sér ekkert spes fram í kannski svona júni-júli. Já, 25. Já, 25. Þá fyrir þetta rétt úr sér og sem verður 26 orðið mjög gott aftur. Já, það taki bara þessi ár að rétt úr kútnum. Já, það bara, menn voru að fara í tökur og það var ekki hægt og senkun bara. Já, það er enda rétt. Þannig að, þú veist, þetta byrjaði, það var bara eins og með John Wick átt að koma miklu fyrir og henni var senkað, þú veist. Já, Top Gun, Maverick, fullt af myndum. Já, algjörlega. Þannig að það er svona því til varnar og að því að fólk er búin að tala um það på síðkasti, bara býtu, er bara bíó, er þetta að fara að deyja? Það er búin svo lítið í bíó. Það kemur bara 1 mynd í mánuði. Já, við þurfum að ræða aðeins það. Já. Þannig að og þá segi ég bara held upp í fána bíóhúsana. Ég líka, við höfum alltaf gert það. Já, og segi bara nei, því þetta er sama tuðið og var í kringum COVID, bara nú er allir heima, byrja akkurat ég að fara í bíó. Þannig hætti COVID, kom fullt af myndum, losnaðum og bara, wow, svo gaman að fara í bíó. Já. Og bara, er ekki eitthvað nýtt í bíó, ekki nýtt í bíó, þannig að leið og framboðið
og bíóhúsin hafa ekki alltaf sína, þá kemur fólk. Já. Og það hverfur ekkert og það hættir ekkert. Þannig að núna á þessu miðju árið 2025 þá bara held ég að partíi byrja aftur, sko. Og við skulum líka ekki taka það fram, að ég fengi alveg stundum komment og svona skilabóð frá fólki. Að því ég rosa mikill Hollywood-gæi. Þannig að það kannski einhver sem að hlusta á þátt núna og bara stráka, hvað er að röfla Ég meina, það er fullt að geðveikum myndum í Evrópu og eitthvað svona. Já. Við erum náttúrulega meiri svona Hollywood, banderska myndir, típur af gaurum, sko. Þannig að þetta fókusi verður kannski meira á þessar stóru myndir. Auðvitað er alltaf ein og ein sem að er geggjuð sem er frá Fraklandi eða einhverju öðru landi. Auðvitað. Já. En við erum samt líka bara miðað við bransan versus fyrir einhverjum árum. Akkurat. Og það ég sammálaður, það er rosa munur og þetta er löglega rétt hjá þér, við erum svona súpa segið af þessu verkvælstóti og allir því kjaftaði, sko. En það var svona nokkur gullmála hann inn á milli, fannst mér, kemur áskort sem sammála. Ég ætla að koma með eina spá núna strax inn í byrjun þáttarins. Ég held að við verðum svona ósammála. Ég vona það. Já, sko, eins mikið og ég vona ekki, vil ekkert vera ósammála fólk. Viltu sem að rífast bara? Nei. Rökræða? Já, rökræða, sko. Ég meiri sé að sko, mér var bent eftir að ég las yfir byrju hvaða mynd var aftur sem að ég fannst alls ekki góð og það var einhver annað þáttur, þá varstu með einhverja gesti og það var að lesa yfir mér í þeim þætti, sko. Varstu að hlusta okkur þátti með? Nei, mér var bent á það, sko. Heyrðu, það var bara verið að lesa yfir í bíóblaði þættir. Hvað var verið að segja? Það var byrju, hvaða mynd var það? Það er alltaf væntanlega stór mynd sem að ég var bara, við vorum ekki sammála Var ég ekki að bakkað upp? Þú tókst eitthvað neutral gear í þessu, sko. En ekkit út af það að setja, sko. Hendi undir rúðuna? Já, svona þannig. Já, djöfull. Þetta var svona minibus. Og varst ekki komið? Jú, þetta þarf að koma, því að þetta var þetta var eina af þessum stóru sem að ég var bara... Killers of the Flower Moon, eða eitthvað svo leiðis? Já, akkurat. Ætlaði að vera hún? Já, það var hún. Þegar ég var að tala bara DiCaprio, þú setur ekki sætagæjan í það að vera þessi típa, skilur. Og voru mínir gestir að skjóta á þig? Já, ég voru ekki að skjóta á mig, sko. Voru ekki sammála. Það var ekki... Já, svo mynd. En ég elska einhverja bent þér á það. Já, það var mjög gaman. Þannig að því þú vart að segja, ætlum við að fara að rífast og tuða eitthvað, nei, en við ætlum að bara, þú veist, fara yfir þetta. Þú voru að hafa þína skoðanir, mína skoðanir og þú veist, síðan bara misjæmt, það er eins og segir, ég meina, fullt af einhverjum geggjuðum, frönskum, þú veist, eitthvað þýskum, og þetta, sem man bara sér ekki, eða einhvern veginn, þú veist, setur sig ekki inn í, því það er líka hitt í þessu, veist, maður hittir fólk og það segir bara, ertu búin að sjá þennan þátt og maður bara, veist, ég hef ekki svona mikinn tíma. Það er sér alltaf að segja. Bara slakið á, þá verður maður að fara að pikka út. Þá voru alltaf að velja, kannski þess að þú hefur meiri áhuga. Og þú hefur meiri áhuga á einhverju John Wick mynd, bara eins og ég, frekar einhverju dramamynd frá Danmörk. Á þess að sé að drullu yfir eitthvað það. Algjörlega. En okkar áhuga séu kannski nær. Mér langar bara í pop og bara fá mér sódavatn og sitja og horfa á John Wick, skiluru, og gaman, staðinn fyrir eitthvað svona, eitthvað, veist, þessi kona sem misti barnið og það var eitthvað drama úr því og systirna kom inn í lífið þeirra og eitthvað, það var bara svona, flott, en mér langaði hitt. En ég er kannski mitt á milli. Ég get alveg dotti inn í eitthvað heavy duty drama og allt það, en já, eins með tíman, því ég lít bara yfir dagana mína, það er líka ástæðan fyrir ég gefið færið þætti meðal annars á podcastinu. Töp, lítil börn, ég er að vinna 100% vinna annars það, ég á kærustu, ég á líka vini, mér er líka gaman að gera eitthvað annað, en þú veist, mér er gaman að lesa bækur eða spila tölvuleiki eða eitthvað, þannig ég get ekki bara að horta á eitthvað, og bíómyndir pluss sjónvarpsþættir, þetta er svolítið mikið. Förum að kýla á þetta. Furiosa. Þú byrjar, þú ert gestur, við erum aðeins búin að ræða þetta í síma, spjöllum með það saman þegar hún kom hana, stöttur hún kom út, myndin. Komdu með þitt svona teika á þessari mynd. Furiosa, er hún góð? Hún er góð. Hún er góð. Hún stóðst væntingar hjá mig, nei. Fannst mér gallar á henni, já. Þú veist, þetta er alltaf fyrsta lagi, ef við bara hugsa konseptið mynd 1 eða 2 eða 3 eða hvernig sem er. Þú veist, það er alltaf búið að taka ákveðina svona effekta út sem þú sérð bara fyrst og þú verður aldrei séð það áður. Já, þú verður ekki jafn svona, ég skilji. Þú verður ekki jafn blown away. Nei. Og þar fannst mér til dæmis ekki takast nógu vel til
í þessari mynd að fá þig aftur til að verða svona blown away og það sem var ógeðslega cool í fyrir myndinni, það var ekki verið að nota það sem sagt nógu vel inn í þessa fannst mér og þar til dæmis nefni ég bara gæjan og gítarnum sem hékk sem var svona geðveikt moment í fyrir og maður bara, vá, þetta er svo öðruvísi og töff og geggja skiluru og það var lítið af svona ógeðslega cool einhverjum atriðum í þessari mynd. Kannski eitthvað svona 9. Já, það var svolítið mikið einhverjum svona, þetta er heimurinn og nú höldum við bara áfram í þessum heimi og svona, þú veist, og síðan er verið að blanda þarna saman, þú veist, svona aðeins nútíð og framtíð, þú veist, og sína frá öðrum sjónarhornum atriði sem voru í fyrir myndin og eitthvað sem er svona svolítið cool, sko. En, sko... Hvað er að tala um, ef þú þurftir svona að gefa þessu einhvern, ég reyna bara áttum á því, ég veit að þú elskar Fury Road. Já, Fury Road var alltaf bara svo... Er þetta 7 af 10 eða eitthvað? Hvað ertu? Er þetta neðar? Þetta hljóma svo 6 eða eitthvað? Já, nei, en sko, máli er, sko, maður stundu getur mælt þetta í hversu oft viltu horfa aftur á myndina og, þú veist, Furiosa, ég get alveg sett hana bara í gang, nei, Fury Road, ég get sett hana bara í gang og, þú veist, hún er bara alltaf einhvern veginn ógeðslega flott. Geðveik. Þessi, þú veist, hún bara hefur það ekki. Langar ekkert að sjá hana? Nei, ekkert eitthvað, ég er ekkert að, þú veist. Nei, ekkert að pissa á það? Nei, og sko, og mér langar það og ég ætla, maður fór með hana bara mjög opnu hugafæri á myndina en hún náði ekki þú veist þessum hæðum sem Fury Road náði nei, náði ekki og það var engin sko í fyrri myndinni til dæmis þarna þegar hann er bundinn framan á bílinn Tom Hardy og það sá eldingaleikur og það svo geðveiki sem var þar það var ekkert svoleiðis atriði þessari mynd þeir reyndu að ná því hérna með þegar hún er að keyra hérna trukkin einhvern veginn og það eru einhverjir sem að þú veist, hérna hendi einhverjum sprengjum og dóti, en það náði ekki þessu elementu fyrir myndinni það bara, það voru öll atriði sem áttu einhvern veginn svona nú kemur atriðið og þá svona þú veist, það var bara svona næstu því það vantaði svona herslumunni já, ég er í það og þú nefndir það og ég hef nú ekkert kynnt með það meira en þú nefndir það að sko í fyrirmyndinni voru þau náttúrulega að taka upp í eyðimörkinni já, og ekki Ástralíu, ég held að þessi eina Mad Max myndi sem verið ekki verið tekið upp í Ástralíu já, og þar voru menn að sturlast skilur í hitanum og það var bara erfitt ógeðslega já, og bara, menn voru að tala um það ekki eftir á Tom Hardy og veist, Charlize Theron voru bara stál í stál það var bara vesen já, drama og svona í COVID, einhverjum leifum og annað og ert meir í stúdíói og svona og ég held að það bara svona á þess að maður sjáu það svona endilega mikið mér finnst ég sjá þá kemur það allavega svona í gegn með þetta það er svona já, skál ég skal koma aðeins með mitt svona input inn í þessu umræði mér fannst hún geggjus, mér fannst hún ekki bara fín mér fannst hún ekki bara góð, hún er alveg að slæja átt af mér ég þarf að sjá hún aftur, ég er ekki búin að því horfa hún aftur, ég mun taka hann aftur mér fannst hún góð inni, Anya Taylor-Joy mér fannst Hemsworth mjög skemmtilegur mér fannst alveg svo töff atrið hér og þar, mér fannst líka cool hérna þessi Mad Max B-karakter hana, svona gæin hann sem var með henni, mér fannst hann alveg cool, mér fannst alveg skemmtileg saga, flottur heimur, en það trublaði mér rosa mikið, sérstaklega eftir ég horfði aftur á Fury Road, ég horfði á hana, Fury Road, 2 eftir ég talaði við því í síma, ég horfði á hana 1, svo sagði við kærastuna, ég bara, varstu búin að sjá þessa? Nei, ég held ekki, eitthvað, rendin í gegn aftur, bara held í daginn eftir eða eitthvað, mér finnst hún alltaf bara 10 af 10, mynd, Fury Road en þá sérðu rosalega mun þó þessu auðvitað einhver tölvina í Fury Road þá var miklu meira áþreifanleiki á myndinni sjálfri heldur en Furiosa það skemmdi rosa mikið fyrir mér með Furiosa því miður, þó ég að fíla mjög margt í henni og síðan fannst mér sko væntanlega allir búin að sjá hann en mér fannst þessi endi líka hérna einhvern veginn þegar þetta var svona einhvern veginn can't you just die elementi skilur þú veist, bara eitthvað endalust eitthvað ekki að drepast og mér finnst það leiðilegt einhvern veginn svona segmenti í kringum það hérna í lokin já, eitthvað, þú veist, og síðan fannst mér svona þú veist, fannst svona gallar á þú veist, heiminum svona svolítið, þú veist, það var fengum hann að kynnast þarna Gasworld og þú veist, einhverjum fleiri stöðum, sko það var svona svolítið hrátt oft, sko
hvernig svona hini heimanni voru kynntir og hvernig hann náði einhvern veginn þessum tökum á öllu, þú veist, Hemsworth karakterinn skilur, þú veist, það var svona ofu auðvelt. Já, og við fengum ekki svona sjá það. Nei. Þegar Hemsworth tekur yfir hann Gastown eða eitthvað. Nei, fengum ekki sjá allt innu, bara komaðu inn í Gastown og hann bara búin að taka hann yfir, sko. En það líka, hann spilar að freka sem leikstjórinn, hann spilar það freka sem óvænt. Hann kom okkur óvænt í staði fyrir þessi spenna, skilur. Að við vissum það ekki. Nei. Skilur, við vissum ekki að þeir eru búin að taka yfir þetta og eitthvað svona. En það er kannski þetta deilum hvort það átt að sína það. Já, en þá hefði kannski verið að gera eitthvað cool með það, að sína, taka það atrið og sína aftur, eða sérst fara aftur í tíman, what happened here eða eitthvað, þá kæmi eitthvað svona. Kannski. Ég veit það ekki, en að því að síðan það sem tekur við þar svona bara, svolítið svona, það atrið ekkit eitthvað insane. Nei. Þannig að, ef það hefði verið atriði síðan í myndinni, en það er einhvern veginn, það er allir döður og allir farnir, þannig að það er svo fáir leikendur í því atriði, skilur. Og það er snýst bara það að þau einhvern veginn komur sér í burtu og, það er svona, enn og aftur, þú svona, ert að bíða og bara fínt og flott og allt það, en það nægir ekki svo píki, skilur. Mér finnst líka kannski, ég get alveg tekið til það að þú tala svona, þetta er kannski svolítið, handritið virðist það losalegt á köflum. Mér varst hún ekki eins, Fury Road er svo svakalega, hún er svo einbeitt, hún er svo hnitmiðuð og hún er svo þétt. Fury Road er ekki eins þétt. Mér finnst þú á köflum svolítið svona stefnulegs, hvert er hann að fara með þetta og ef maður rétt, hann nú nokkru manni sem sá hana, hverfur ekki Hemsworth svolítið langan tíma á myndinni? Jú, líka þegar hún fyrir og felur sig til dæmis líka hann í byrjun myndar en hún lítil hann. Já, þú talar um það var svolítið skrítið. Bara, hvað hélt hún til hann, að því gæinn dýrkaði hana, skilur, hann valdi hana sérstaklega og, keypti hana í rauninni dýrum dómum, skilur, þegar hann fekk hana, og hvað var hann ekkert eitthvað svona, hvað er Furiosa, skilur? Nei, hún bara eitthvað. Ég þyrfti að horfa aftur á hana. Hún var bara týnd í, sko ekki einhverja dagar, sko. Bara hvernig mánuð eða hvað það var, skilur, og bara svona, Svona er þetta er svona þessi að tala um, það losalega. Þú hugsaði þetta ekkert í Fury Road? Nei, það bara, og sko, því ég horfði aftur á Fury Roadið mitt, sko, ég man, þá hugsaði ég svona, ég man ekki alveg hvað, sér bara, nei, næsta aðri, svo rosalega þétt. En þá ætla ég að spyrja þig, að þetta er náttúrulega sami leikstjóri, George Miller, hann gerir þessa mynd núna 2024. Fury Road kemur úr 2015. Þetta eru 9 ár á milli. Og hann kemur ekki einu sem er framhaldsmynd. Nei. Þetta er prequel saga. Allt gott að blessa það, en hún floppaði svakalega þessi mynd. Koma með hann of seint. Heldur að henni hefði gengið betur en hún kom út 3 ára setna. Henni gengið betur að þetta hefði verið framhaldsmynd með Tom Hardy og þetta hefði verið Mad Max mynd. Já. Sko, ég veit, sko, tíminn þarf ekkert endilega, ég meina 2015, þú farið alla 2024 til að fara á hana, sko. Við hefum farið á hana hvort sem hefur komið 3 árum eða 9 árum setna. Já, og þá er spurning, getur ekki bætt við þá óna það, ég held að það við bara hreinlega eins segi, hún var ekkert sama. Nei, nördunum var ekki sama. Nei. En það er ekkert allir eins og þú sem búin að sjá Fury Road 6-unum eða. Nei, og kannski sá sem fer beint á þess og hefur ekki séð Fury Road, þá, ferð inn í heim sem að þú kannski skilur ekkert alveg og þá finnst þú ekki nóg góð. Þú veist að því að það er stundum þetta með framhaldið, þú þarft að vera búin að sjá hvað sem er framhaldið eða fortíð eða hvað, svona sem standalone mynd, ef þessi hefði komið bara fyrst og undan Fury Road, ég meina, hvernig hefði fundist hún þá? Þessi? Já. Mér hefði þótt góð. Já, og þú tengir ekkert við gamla heimið, þú ert ekki með neitt og síðan hefði Fury Road komið. Þá alltaf ég bara mist. Já, einmitt. Mér finnst það bara betri kvikmynd. Þannig að 9 ár, það er eina sem ég hugsa bara, þú ert með 9 ár, þetta er svona svolítið eins og með áramálskaupi sem ég skil aldrei hérna á Íslandi, þú ert með heilt ár til að móður, sem sérðu þegar skaupið kemur, að það er bara að vera að vinna þetta úr efni frá október, nóvember og inn í desember. Já, einmitt, alls svona. Það er bara eitthvað ríkisstjórnin og eitthvað, það er ekkert verið að tala hluti sem gerðist í janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní. En þá ætla ég að koma með móti, en eins og með áramálskaupi, nú þekki ég ekki alveg, en það er ekki alltaf sama fólkið. Nei. En þegar þú fær vinnuna, sem nú á þú að gera skaupi, er það ekki bara í október?
Jú, en sko, til dæmis... Þyrft að ráða kannski fyrr. Þyrft að segja núna, bara í janúar. Segja bara við næsta krú sem er að fara að gera ármótskaup 25. Þú ert að gera skaupið, nú skaltu bara punta niður. Eða eitthvað. Nei, ég meina... Ég sko, auðvitað það hægt, en síðan, veistu hvernig það er líka hægt að sko googla og fara mest lesið og hvað stóð upp úr í janúar og hvað stóð upp í februar. En það er ekki að sama, ég ætla að koma með dæmi. Ég skrifa niður allt sem ég horfa á árinu. Þannig sem þegar þú segir mig, þegar við erum að plana þannig þá, þú segir, herðu þið endilega henda á mig nokkru myndu, bara svona review upp. Mér finnst öðruvísi að fara ekki að lista minn versus að googla. Top movies, eitthvað. Það er aðeins öðruvísi. Já, ég er alveg sammálað því. En það sem ég kannski bara, moral of the story með þetta, því að, þú veist, áramótsköpið virðist alltaf farið þetta sama far, sko. Þannig að staðan fyrir að hafa 12 mánuð til að móða úr, þá hefur þetta lítið. Þú veist, Hollywood gerir þetta stundum, það er einhvern veginn, þú veist, þú hefur rosa tíma og það er einhvern veginn 9 ár, come on samt er gloppur og það er, þú veist, og þessi leikstjóri, ég ætla ekki að tala niður því þetta er náttúrulega bara geðveikur leikstjóri, en bara einhvern veginn, þú veist Þú vildi fá meira, sérstaklega það er svo liðið svona langt á milli. Já, og síðan finnst mér, sko, þú veist, eitthvað, ég veit ekki, sko, kemur aftur aðeins eins og ég var að segja með eins og Leonardo DiCaprio, þú veist, þú kastar hérna, ég meina þegar kona mín sá að Chris Hemsworth var að fara að leika í Furiosa, hann ætla bara, sko, hún elskar hann, sko, hann ætla bara, finnst hann fallegasti maður í heimi og elskar hann, og sem sagði, nei, hann er ógeðslegur, sko, þú veist. Já, sérst í myndinni. Kom eitthvað gerfi nef og... Já, eitthvað skrítinn, sko, og eins og ég segi, sko, mér fannst hann skemmtilegur, en ef við til dæmis myndum miða við til dæmis þegar sko Tom Hardy til dæmis Bane sem er bara, þú veist, hann nær einhvern veginn að verða bara insane karakter, Bane og Tom Hardy, þú veist, þú getur ekki, ef þú pælir í því, því að þú veist, þú leikur hann einhvern óþokka, þú veist, hann bara passa svo rosalega, röddin á honum einhvern veginn og bara verður svo mikið þessi karakter, þannig er bara einhver karakter sem er einhvern veginn svona veist, hann er líka bara heppinn, það er svona fáiði, skilur, hann bara, wow, hitti mig ekki, hvað, varst það að skjóta mig, bara, þú veist, eftir svona einhvern veginn, þú veist, og er alveg góður, en hann er ekki Tom Hardy, Bane, 10-10 góður, skilur, karakter. Síðan ertu með hana, sem er ekki, hún er ekki Charlize Theron, skilur, hún er búin að vera growing rosalega sem leikona og allt það, en hún fær heldur ekki, finnst mér, að njóta sín í rauninni sem sko, ég veit ekki hvað að segja, hún fær ekki að verða einhvern veginn algjört badass, skilur bara djöfull þarf ég að hefna mín típa. Hún líka kemur, ef ég maður rétt, hún kemur svo seint inn í myndina, þessi leikur, ég held að þessi klukkutími liða. Já, algjörlega. Ef ég maður rétt. Og þannig að þú veist, og svona, já. Hefðirðu viljað Charlize aftur og þeir nota tækni bara til þess að engjana. Veit það ekki. Nei, það verður hræðið. Sko málið er það bara, það þarf ekkit að, þú veist, Ingja Charlize, hún er bara cool sem svo típa. Já, en þetta er prín. Já, þú meinar upp á að búti prín. Ég er að segja það, hún er leikið þessari. Það er ekki gengið, sko. Það er hræðið. Það er bara, það hefur verið eitthvað skrítið, en ég veit það ekki, það er bara, sko, við þurfum að loka þessari mynd, við þurfum að tala alltaf mikið hana. Ok, þannig að vonbrigði hjá þér, mér fannst hún geggjur. Já, mér fannst bara vonbrigði upp á þetta, það voru bara, væntingarna voru gígati, sko, það voru það mikið, við tölum það, ekki horfa á seinni trailerinn, við fengum að horfa á fyrri trailerinn. Já, ég held ég ekki að horfa, hún er ekki búin að gera eitthvað svona... Jú, samkomlega, einmitt. Og ég horfði ekki á seinni að ég vildi ekki spoila ennþá meiru, sko. Nei, einmitt. En bara, sko, mér finnst það ekki, hún hefði átt að vera floppur sem mynd, bara alls ekki. Nei, hún átti ekki skila alveg þessu útreið. Nei. Af því hún floppaði svakalega. Já, hún gerði það nefnilega. En ég held bara að hinn almenni borgari sem fer í bíó og hefur bara gaman, ég held að hún hafa bara verið drullu saman með eitthvað Mad Max, eitthvað mynd og hann er hugsað mest með hann er ekki svona í henni. Nei. Að því líka Fury Road, þó að við dýrkum hana, hún var ekki það vinsæl á sínum tíma, hann gekk alveg vel, en hún var ekki mega hitt. Nei. Þannig að fyrir hvernig var þessi mynd, hann er að taka svo mikið séns og fer, eins og þú sagðir, halda áfram hennan heim, í raunin ekki, hann er að bakka. Þetta er eiginlega ekki framast. Og út af þessu fá væntanlega aldrei þriðju myndina, sérst í þessum leik. Það er alltaf að gera það, með Hardy. Já, ég vona það. Ég vona að komi
Hann fær aldrei peningin til Heldur ekki? Nei. Jú. Nei. Og hvað, við tveir förum á hann og búið? Nei, þú veist, ef hann, þú veist, bara, þú veist, tekur þetta aðmeðlega og bara býr til, ég menn, hann hlýtur að vera með þetta í hausnum nú þegar, hver pælingin er. Já, ég held hann að hafi viljað kalla hann The Wasteland og ég held að það áttu að vera hann framhald. En ég vil fá 3. Þú vilt fá 3, ég líka, en ég held að koma aldrei. Nei. Höldum okkur aðeins við eyðimörkina. Já, ok. Dune 2. Já. Þú ert væntanlega búin að sjá hana? Já. Ok. Hún var góð. Þið varst hún góð? Já. Ok. Ég man að þú varst ekkert svakar hérna fyrstu. Já. Sko, ég heyrði bara ekkert gott af fyrstu. Ég heyrði eitthvað svona bla 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 bla, þannig að ég horfði á hana, sá hana heima og ég bara svona, ok, hún er bara góð. Eina sem ég þótti kannski svona við 2, ég munna núna, ég sagði bara góð. Nei, mér fannst hann ekkert eitthvað sjúklega góð, mér fannst hún góð. Hún var hæg, rosalega mikið, þú veist, þú ert náttúrulega rosalega mikið hérna í sandinum í 2. Miklu meira í sandinum heldur en í 1. Þetta er eyðimörkamynd. Já, og mér fannst hérna vondigæinn, þú veist, hann, þú veist... Það var Stellan Skarsgård, er þetta að tala um hann? Nei. Nei, Austin Butler. Já. Varst það ekki að fíla hann? Nei, mér fannst, hann var ekki nógu geðveikur. Mér fannst hann virka... Já, hann virkaði, en hann var ekki nógu... Sko, hann var ekki nógu insane og enda náttúrulega síðan þegar hver voru myndinni, skilur þá var það bara rosalega einfalt atrið og bara klárað á einhverjum östunum tíma, sko. Fannst þið það ekki gott atrið? Nei, það bara, það afgreitur svo fljótt, þú ert ykkur og líka, sko, saman eins og með það, að þú veist að tala um sem Furiosa, þau kom inn í hérna Gastown. Það er bara, hann bara, það var hérna atrið, hann bara mætir eitthvað hana, þú veist, eitthvað hann að fá upplýsingar hana upp úr einhverju manni hvernig það var og hann bara eitthvað svona, þú veist, ekki rosalega vondur, eitthvað, dreipur einhvern og sem kveikir hann í bænum og lappar í burstu. Þú veist, það svona, þú veist, að vantaði svona að sína hvað hann væri rugglegaður og geðveikur. Svo hann kom hann að sést, mann ekki hvernig það var. Já, hann kom inn í þetta stakk mig sérstaklega. Það er lokin bara. Nei, því að þetta er svona, þú veist, þú þarft alvöru senur, hann settur hann inn í hringin fyrst eða, til þess að berjast einhverja menn og það var bara, svona, sko, það sýndi ekkit nógu mikið, sko, þú veist, það var svona reynd að sína, hann gerði einhvern anskotan þar. Ok, nú er ég að pæla, ertu að plata mig núna? Nei, ég er ekki að plata það. Hann bara var ekki, sko... Þú plataði mig í fyrra? Já, en hann... Lofaru? Ég lofa. Ég er að horfa í auðvitað. Já. Því nú er ég að veið upp allt sem búin að segja. Nei, maður ekki, hann fór inn í, sko... Þetta var allt í trailinum. Þetta er allt, nei, þetta er ekki trailinum. Hvernig, þá ætlum ég bara að spyrja þig núna, það er þess að rukka, áskæð, því mér finnst þess að plata mig. Nei. Og glöggir hlustundum munið því að þú plataði mig fyrra. Já, fóru vel með það. Hvernig, hvað var að gerast í lokaðatrinu þar sem að þú segir að hann hafi verið afgreitur bara snögt? Just, ég bara manna það ekki. Þú ert svo mikið leið núna! Nei, ég er bara... Þetta er að segja... Var þetta bardagatri? Var þetta... Hvað, mannstu ekki neitt? Jú, þetta var hérna... þetta var hérna... Það var, veist, mammans var hérna eitthvað, veist, og hann var hérna vondi sem var síðan til dæmis ekkert mjög vondur. Sko alveg... Keisari? Já, keisari, sko, bara, veist, hann var bara eitthvað afgreitur hérna á... Nú leitni einhvern veginn og var ekkert vesen, skilur. Allir undir honum voru sterkugæðinir en hann sjálfur var ekkert, tvist. Það var bara svona einhvern veginn og það maður sá hann fyrst þá bara svona, þú, já, byrju, hver lék hann aftur? Christopher Walken? Já, einmitt. En hver drap þá vonda hann það sem þið fannst ekki nóg? Nú, hann. Hver er hann? Hann. Aðal. Já, aðal, ok. Þú veist, ég heldur sérst búin að sjá hann. En sko það bara, þetta atriðið þegar hann gekk hann inn í, mannst ekki eftir þessu, hann þurfti að fá, þetta var einhver konur sem byggu hann, hann kemur einhvern veginn inn, þetta vondi, og hann einhvern veginn bara svona lappar upp á manneskjunni eða skilur einhvern að drepa hann og sem bara kveiktuður í draslinu eða eitthvað, þetta var eitthvað svona, þú veist, þetta var ekkert einhvern veginn svona, nei, ég veit, hvað mannst ekki eftir þessu, þetta var ekki nógu gott. Þetta voru mín vonbrigði á árinu. Já, ég er að segja að mér fannst hérna, þú veist, hann var ekki nógu, þú veist, geðu ykkur þessi vondi, þú veist, með vondan gæja sem er svona, þetta er bara illmenni sem að, þú veist, ég meina, bróðinast þarf að lúta fyrir honum að því að hann er ekki nógu vondur, skilur, og hann er, þú veist, og hann er bara svona klikkaður, hann er ekki,
þú veist, þegar ég segi þessi típa af ruglugum gæja, skilur, þá þetta svona gæji sem hefur bara gaman að því að pínta og drepa fólk, sko. Þú vildi fá einhvern algjörn sadista. Já, ég vildi bara fá einhvern gæja og það þarf ekkert endilega að vera, þú veist, og bara ekkert að sína það í atriðum, en þú sást aldrei, hann var aldrei eitthvað svona bara geðvikur í augunum og bara eitthvað, þú veist, sturlaður og þú sást bara, shit, hvað þetta sturlaður gæji. Af hverju þurfti hann að vera svona sturlaður? Af því hann var svo vondur. Já, hann ekki nóg að sé bara, hann sýndi það alveg í verki. Já, en bara, þú veist, þau voru svo einföld, þú veist, hann gekk og draf fólk, skilur, og það bara gerist í myndum með vond fólk. Bara öllum þessum myndum. Já, bara öllum þessum myndum með bara einhver vondur, skilur, þú veist. Já, ég skil. Þú veist. Þú vildi meira kannski svona einkennandi karakter fyrir hann. Já, bara, hann var ekki, sko, þegar maður sá hann í trailernum og þegar maður sér hann fyrst í myndinu, þá hugsa maður, vá, þetta er eitthvað ultimate illmenni. Þú getur ekki sett hann að gæja sem eitt af illmennum sögunar í kvikmyndabransanum, sko. Bara skoðar hérna hverju verstu illmennin, bein og svona einhverju sem eru bara alvöru illmenni. Hann er bara lektir og... Já, hann er bara lektir, hann er bara, nei. Það var bara, já, hann var bara vondur og eitthvað vildi sanna sig, en hann var ekkert, þú veist... Var Heath Ledger sem Joker í Dark Knight, var hann meira svona... Ég hendi svona fram. Sem dæmi. Bara alveg, bara helvangir. Hangir og hvolfi, hérna Heath Ledger, bara eitthvað skelli hlæjandi að því út svo ruggla. Bara, já, dreftu, mér skiptir ekki máli, þú aumingi og eitthvað og þú ert svo deranged. Og hann náði aldrei þessum hæðum. Nei. Þannig að ég hef verið eitthvað hlátus atrið með honum. Nei, bara, þú veist, þú þarft að vera... Klikkaður, og þú sýnir það í einhverju, þú veist, það er verið að testa þig þegar var verið að reyna að fá hann hvort það var í geðveikur, skilur, það er bara, þú testar, það er eitthvað, hérna, þú veist, það er einhver köttur og tekur og stingur hann bara eitthvað, þú bara, vá, hvað hann er vangifinn, sko, það er bara kött, er hann rugglaður. Já, skilur, það bara var ekki, ég segi, hún var alltaf flöt. Myndi sjálf. Já. Og rosa mikið þetta eyðimörku döð og rölt í eyðimörkunni og bara það verið bara dæmi eitthvað hérna, þú veist, eitthvað you are proving yourself, eitthvað og síðan með þessa blessuðu, sko, orma. Já. Sko, ég hef ekki séð stopptakkan á þeim, hérna, eins og þú tekur strætó og þú ítir að stoppa og ætlar að stoppa á einhverju stöð, þú veist, þessir virðast hafa, sko, þeir bara gunna í gegnum eyðimörkina, en síðan stoppaði bara réttum stað, sko. Þeir bara stoppuðu hérna rétt fyrir þetta borgin og þeir voru bara komni nokkri bara einhverjir ormar samt varstu bara onaði með eitthvað hérna í ruglinu, sko, bara eitthvað bara, veist, ekkert hvað þetta að gera ekkert, þú veist, en samt einhvern veginn, og mér finnst það allir svanta í myndina því að greinilega á að vera einhver tenging þannig á milli og af hverju var ekki gefin þá skýring á því, veist, ef þú getur teimaðan, þetta er bara svona svo þú teimar dragoni í hérna, Game of Thrones, þá verður hann þinn. Já. Þá náðu þið að bánda. Já. Þið verðið eitt. Og sama með bara, hérna Avatar, skilur. Þið bándið og þess vegna gerið þið það. Þarna er engin skýring á því. Þú ferður på einhverja, hérna, sandtrúu, gerir hérna, búm, sem kemur hann, og ef þú teppin og hann er að stökkva á baki á honum og hendi einhverju akkeri hérna, þá ertu bara eitthvað riding him og hvað? Ég skal lofa þér í. Sem voru þau að fylgjast með honum og hvað akkur stoppa? Akkur fór hann ekki bara eitthvað... En ég skal lofa því að það er einhverju Dune-nördar. Ég vona. Sem búin að lesa allar þessar bækur. Sem að hlusta núna og þeir eru bara Ásgeir, þú ert ekki að fatta þetta. Þetta er sko þetta og þetta. Já, en sko, þá vantar þetta í myndina. Ég er sammála, ég er ekki búin að lesa bækur. Nei, en þá bara vantar þetta að bara, já, að því hún er það teiman og síðan maður, sko, þú veist, þið voru að fara í gegnum þessar sandtrúur og drastl eins og, veist, ormurinn var ekkert að pæla, heyrðu, það er einhver aftan á mér, ég þarf að fara yfir hólinn, þeir fóru bara, búm, keyrðu bara í gegnum hann. Sammála. Þú veist, það voru bara svona hólar. Já, ég er bara að hlusta. Ég er hann að rifja upp mynd. Og þeir bara keyrðu, ormurinn bara, þetta er ormur, hann bara keyri í gegnum, sko, sandtrúuna. En var hann að fara svona fimmlega yfir? Nei, nefnilega ekki. Já, hann var gæmið til að detta af. Já, sko, ekki bara detta af. Það er þegar þið er að fara hann, þegar hann er að fara með mömmur sína, þá er búið að tjalda svona aftan á, hún situr inn í einhverju hérna, það er búið að setja upp einhvern svona skýli, þannig að sé ekki svona mikið af hérna sandi og drasli að fjúka í andliti á henni
sko döðlinn, hún situr þar inn og þar eitthvað stöf, skilur, eitthvað bara hittabrúsi með tei eða eitthvað, skilur, og sér þau bara í gegnum sandtrúðan og þetta bara haggast ekki og þannig bara búið að hrúa fullt af fólki á orminn, þetta er bara weird. Já. Ég vil fá, að því að ég ætla að vona að þetta skýrt betur í bókinni, því þarna finnst mér bara að þetta er svona bara glimps í myndinni og bara ekki nógu gott, skýrðu þetta út og ég vona að þetta sé bara já, þú ert með tengingu við orminn og þess vegna getur látið hann stoppa eða taka á staði eða whatever it is, en það kemur bara ekki fram. Nei, eins og segi, ég er bara búin að sjá hana einu sinni, ég man ekki alveg, ég held að þetta sé rétt hjá, ég man ekki hvort það verið eitthvað útskýrt, hvernig, ekki bara með eitthvað svona, þetta er sandfólki og það er með eitthvað tengingu. Jú, en það er ekki einu sinni það. Ég er bara krass í bakka núna. Það er bara þegar hann meiri segir að fara hérna og Hafri Bardem segir eitthvað, bara, he's gonna die, he's never gonna make it eitthvað og þau eru endalust að setja einhverja þrautir á hann og síðan einhvern veginn næra hann að temja orminn og Hafri Bardem bara, hún tókst það, hann er bara, he's the one, eða skilur eitthvað. Var að fara hratt yfir sögu þannig? Nei, og þá er ég að tala um að þetta er ekki... er hæg, nóg að tækifærum til þess að koma alls konar þegar vera undirbúa fyrir orminn segja bara þú verður að eitthvað tengjast og þú verður að tala við hann, þú verður eitthvað ef þið text þetta þá mun nei, það er bara þú ert í suicide mission, segja allir og hann að kærast annars og eitthvað og þetta er bara kemur líka ekki aftur og það er bara að vera kveðjan og þetta er bara búið það er ekki neins staðar þetta er bara ekki gott. Já, ok, þú kost alveg með rant. Já, ég bara... elska þetta rant. Og viltu heyra hvernig mér varst? Já. Vonbrið? Já. Og ég fíla eitt mjög vel, fannst hún æðisleg. Eitt var gagnrýnd fyrir það að við erum rosa hæg. Og ég hugsaði með mér, ég er alveg tilbúin að fyrirgefa það, þeir eru að byggja upp hennan heim, ok, þeir eru að planta einhverjum fræjum, skilurðu, fyrir einhverju, setna. Svo kemur 2 og maður sé trailerin fyrir 2 og það er bara svaka stríð og maður bara, shit, núna er það að vera dætt í gang. Svo sem bara ekkert gerast í klukkutíma í myndinni, en mér fannst hún, ég skil hvort á hún svolítið flött, mér fannst hún aðeins lifna við þegar Austin Butler kemur. Þá fannst mér fannst gaman að horfa á hann, þá var sér ekki eins kannski klikkað þú vilja hafa hann. Lifna aðeins við myndin. Svo bara gerist svolítið svona, fannst mér frekar lítið, svo koma þessari orustu, og maður er bara, ok, það er búið að lofa okkur svona í 2 myndum. En þessi stóru orðasta var, það kom ykkur 3 ormar, eða eitthvað, maður sér þá drepa 2 eða eitthvað. Kærastan hans kemur og stingur 2 kalla, svo bara klippti yfir í hnífabarda milli hans og Wanda Gans, Austin Butler, sem alveg flott atriði, en svo er það bara búið, og hann fyrir eitthvað gameskip, það flýgur í burt og myndi búin. Einmitt. Og mér fannst, ég sagði þetta félagið minn, mér fannst það svipað eins og, ég myndi að Two Towers, Lord of the Rings, ef að Helm's Deep atrið hefði bara ekkert verið. Og ég er ekkert að segja að það hún standa og falli með þessu, en mér fannst ég var smá svikin hann. Já, ég sammálaði, maður beið eftir svaka hasavendri, einhverjum stórum bardaga. Og það var bara eins og peningun hefur verið búinn, mér fannst það rosa sérstætt. Að ég er frekar að skera af þessum klukkutíma eða 1,5 tíma sem gerist lítið sem ekki neitt. Það gerist ekkert, þau eru bara hérna í eðimörkinu eitthvað og inn í einhverjum hellum og drasli og sérna er mamman eitthvað að færa ykkur allt í visionary eitthvað og líka svolítið skrítið með aðal karakterinn þannig að hann er að fá þessar visionary að hann sé sá rétti og allt þetta dæmi. The Chosen One eitthvað. Já, einhvern veginn og hann tekur þessu aldrei og hann segir ekkert frá þessu og hann er aldrei að tala hann bara einhvern veginn með dreymdi þetta og þetta einhvern veginn og það er svona samt er hann búin að lenda í öllu hann tekið hann í byrjun myndarinnar og eitraður eða hvað það var til þess að tjekka á honum og annað, bara það eitt og sér hefði þetta verið nóg til þess bara, ef þú væri ekki Chosen One þá bara hefur ekki getað þetta, ég er hérna norðn hérna og ég veit þetta allt saman og við erum hérna norðnir og erum í þessu, það var svona Hvað varst þið betri, Furiosa eða Dune 2? Já, bara Furiosa allan daginn, sko. Já, ég er sammála. Það var mín eðumörkuminn. Já. Áranu. Já, og ég held það líka kannski, horfðu á Dune, bara með ormana, bara það sem ég er að tala með ormana. Bara horfðu á þetta út frá ormónum. Með ormareglunar. Það vantaði skýra reglur. Engar ormareglur. Það er bara einhvern veginn, þú veist, og það er komaðinn segið, þú bara svona, sem situr ekki eins og bara stendur honum bara hérna. Var það ekki töff?
sko, töff að sjá það, en það bara ekki töff þegar það ekki skýring á þessu. Ja, þegar þú hugsar út í það. Nei, ég fer hérna út og ég renn á hálku, sko. Þú veist, ég bara í 5 myndstugum, sko. 5 metrum á sekundu, sko. Þannig að bara stendur hann einhverjum ormi sem keyrir í gegnum, sko, fjöll. Þeir héldu ykkur að keðjur. Já, alveg. Ef þú voru á brottum hérna fyrir utan, þá myndir ekki renna. Ég var í hálsbrotin og bara hausinn á mér aftur og baka haldi þessa keðju og farið í gegnum þessi fjöll og fyrnindi, sko. Þetta er... Ok. Að því að segja, auðvitað eru bíómyndir, en þetta... Ég skil gott við. Þetta er bara ekki... Já, ég skil gott. Ég skil við. Og ég er alveg sammála þessu. Þetta er... Að ég hef oft sagt líka, í þessu podcasti, ef þú horfur okkur á mynd og hún rennur í gegn og þú ert ekkert að pæla í svona, svo myndir bara búin og þú segir, hún geggju. Svo horfur aftur á myndina og þá fyrir eitthvað sér spotta eitthvað, þá finnst mér ég lefum því að slæta. En ef ég er að horfa á mynd í fyrsta skipti og ég finn sjálf á mig bara svona býtu, en hvernig er þetta? Hvað er þetta svona? Hvað er í gangi? Þetta meikar ekki sens. Mér finnst það vera galli. Höldum áfram. Gladiator 2, búin að sjá hana? Já. Ok, höldum okkur aðeins við sandinn. Já, ég veit alltaf, sko, ég var að vona og færi þangað, því að það er enn eitt sandurinn þar, sko. Það er sandur í Gladiator 2. Hana sá ég bara fyrir svona frekastuttu síðan. Já. Ég misti hann í bíó. Já. Ég ætla ekki að kenna stráknum mínum það, en ég ætla að kenna samt það. Það er ástæðan ég sá hann ekki í bíó. Já. Ég hef ekki tíma. Búin að sjá hana. Já. Hvað er á að tala um? Þú ert búin að sjá hana? Ég er búin að sjá hana. Fórst henni í bíó? Nei, ég hef mitt sama, sko, ég hafði heyrt alls konar og ég misti einhvern veginn af henni, langaði á hann í bíó, sérstaklega þegar ég vildi ræða hana, sko. Og, sko, mér fannst hún bara fín sem bara raunni standalone mynd. Sko, að það er svo mikið verið að bera hann þetta sama við, og þú talar sko 9 ára milli Furiosa og hérna... Fjörurót. Já, Fjörurót, skilur við. Hvað er langt á milli Gladiator? 24 ár. Já, 24 ár, sko. Þannig að, og það er verið að bera saman þannig að, einhverja 2 myndir. Þetta er bara sikkvart elementið. Er fyrsta miklu betri? Sko, fyrsta er, sko, ég er ekki með að sjá hann aftur í langa tíma, en hún er miklu betri vegna þess að það sem að tekst ekki að gera í þessari mynd er að þú nærið ekki þessum tilfinningarúsípana sem hún gerir í fyrirmyndi. Það er svo rosalega, sko, þú veist, ég meina, konan sé drepinn og hann fer í þetta og þú veist, og hann er svo reiður á sama tíma, hann er svo meir og þetta er svo, þetta er, veist, hann er svo... Þú ert miklu meira með hann. Já, þú ert svo miklu meira með hann. Já, í sammála. Þú veist, þessi karakter, sko, þú ert í rauninni ekki, sko, þú tiltölulega fljótt svona áttarið á því hver hann er, eða þess ekki hver hann er, en það er einhver tenging þarna inn, þú líka sko heldur rosalega með hérna stríðsarna herranum, hershöfðingjanum sem að rústaði hérna öllu hjá honum, heldur rosalega mikið með honum, þannig að þú svona einhvern veginn, hann er að þurfa að drepa hann eða það verður eitthvað svona vesen, þá er einhvern veginn komið með svona heldur með honum, skilur við, og sen heldur þetta með mömmunni líka og þú fann að svona dreifa því hvað þú heldur með mörgum og allt einhvern veginn á mismunandi vegu þannig að það er rótt að skrítið og leysa svona allt í lagi með því að þú veist hvernig þeir afgreiða sitt skilur við, þannig að hérna en maður hefði alveg vilja einhvern veginn að það hefði ekki þurft að fara þá leið hann er með skrítið atriði þegar hún kemur og hittir hann og rauninni segir honum hver hann er og hann bregst rosalega illa við þú veist, er einhverju fílu og bara eitthvað og síðan einhvern veginn er bara örstutt í það að hann er búin að jafna sig og eitthvað en þú veist, hann er rauninni að hitta mömmu sinni eftir allan tíma þú veist. Já, hún sendi hann alltaf í burtu. Já, en hún gerði það for a reason, skilur við. Og staðin fyrir að hún, eina sem hún gerir, hún bara grænjar og segir I love you eða eitthvað svona, I did it for you eða eitthvað og þú veist, það var, eitthvað fór hann ekki bara í einhverja skýringar þar og svona eitthvað, þú veist, meira. Þannig að, ég skilur. Þannig að, þú veist, mér fannst bara, þess að mér fannst hún bara fín sem, sko, mynd, með Denzel Washington, passaði hann í þessa mynd? Fannst hann svolítið erfiður. Er hann, sko, ég er nefnilega elskað Denzel Washington. Já, ég er nefnilega elskað hann. En er réttmætt gagnrýni að segja að hann leiki oft sama karti? Nei, sko, það er kannski aðalega það að hann er náttúrulega með þess að hann er mjög svona afgerandi takta. Þú veist, því að hann hlægir þegar hann brosir, hann er svolítið afgerandi í svona hver hann er. Og það er Training Day eða Gladiator 2 já. Þannig en þetta er alveg sniður sko karakter sem slíkur þetta er
svona slísi gæin sem að, þú veist, einhvern veginn er að vinna sig á toppin, sem kemur þó aftur að þessum bræðurum sem mér fannst óþólandi. Ég fílaði það. Já, mér fannst þú svo leiðilegir maður. Þú veist, ég elskaði að hata þá. Já. En fannst þér bara leiðinleg? Nei, mér fannst þér sko... Langar ekki að sjá það drepna? Jú, en samt, þú veist, einhvern veginn, þú veist, þeir flöktuðu líka, sko, í byrjun þá einhvern veginn við báðir einhvern veginn svona svolítið sömu fávitarnir, síðan einhvern veginn tekur hann fram úr hann annar bróðirinn og einhvern veginn virtist vera, þú veist, nei, þetta nú ómikið, við ætlum ekki að fara þessa leið og þeir eru farnir að rífast þarna, skilur hluti. Þetta eru sko bræður sem eru búin að alast upp alla ævi saman og hann fyrir eitthvað vantraust eitthvað á hann, skilur allt í einu. Allt í einu, byrjuð af hverju, bara ég bróðin, ég var alltaf verndað og þá eitthvað, nei, þú hefur bara, þú veist, jú, en samt skrítið og svona tiltölulega auðvelt leið, það hefði alveg verið hægt að hafa þá meira samrýnda einhvern veginn. Ég má skjóta einu inn í, nefnilega, mér fannst hún fín líka, en mér fannst hún alls ekki léleg. Hún var aðeins betur en ég hélt, ég var ekki beint spenntur fyrir henni. Nei, samanlega því. Þannig þegar ég horfa á hana, og mér fannst hún líka bara rúli í gegn, en það kemur inn á þetta sem að þú ert að tala hugsaði, mér leið pínu, ég er ekki búin að kynna mér þetta, mér leið pínu eins og var svona snöggklift. Mér fannst eins og, ég get alveg trúið að handrið sér lengra. Að það voru svona kablar, þar sem það hefði kannski gert meira, eða eitt meiri tíma, en það var bara svona hlaupið yfir það. Og mér leið pínu eins og Ridley Scott hafi gert sína mynd, og ég hugmyndum það, og segjum að hún hafi verið 3 tímar og 20 mínútur. En einhver framleiðandi, nei, hún þarf að fara meira. Þetta þarf að rúlla hraðar í gegn. Og hafið síðan kliftana, endur kliftana og það er útgáð sem fengum, því samt er alveg 2 og 20 myndin á köflum. Leið með pínu þannig. En þar á móti kemur því hún rúlar hratt í gegn. Já, hún gerir það. Sérstaklega alveg svona fyrstu 100 mínútur. Já, algjörlega. Sko, síðan var náttúrulega einn hlutur sem að, þú veist, það pirraði mig ekki. Ég var búin að heyra það, þannig ég er svona beðið spenntur eftir því og ég ekki að segja að pirri mig, en náttúrulega rosalega stjúpid, skilur þú veist, út með eyðimörkina sem bara fyllir allt í svæði bara vatni og setur skipin. Hákarla. En var það ekki skemmtilegt? Jú, já, ég meina, það var alveg skemmtilegt, en náttúrulega bara, veist, rosalega alls ekki make neitt sense og tengingu eina tíma, skilur, og sem var bara búin að taka vatnið daginn eftir og allt árið þurft og... En Ridley Scott, einmitt, lendi í smá svona vesinni fyrir þetta í viðtölum þegar hann var að kynna mynda, ég veit ekki hvort þú sást það. Hann var að spura svo mikið út í þetta og svona. Og hann vill meina þá, ég held að sagfræðingar séu sammála að þeir hafi haft tök á því að fylla hringleika húsið eða Colosseum af vatni, en það var verið að rökra hvort þeir hefði notað hákarla. Já. Og Ridley Scott segir bara, auðvitað myndu nota hákarla. Og ég sem áhörðu samt, mér varst gaman að voru hákarlarna, hvort það trúlið eða ekki. Já, ég ætla að segja það. Ég var búin að heyra þessu atriði og ég svona einhvern veginn, þannig ég horfði á það, en mér fannst atriði bara svona skemmtilegt. Mér varst gaman að þessu, þannig að ég var ekki að pirra með þessu, bara alls ekki. En svona skrítið. Já, bara svona, þú veist, já, bara svona svolítið... Bara kjánlegt. Svona, þú veist, veit það ekki, en svolítið svona eins og að taka, sko, ég menna, þetta er eins og að væri með, ef þetta væri sannsöguleg mynd og þú einhvern veginn, veist, og þetta atriði væri, þá myndir þú svona bara, wow, hvað, út með sannsögulega mynd og hvað var þetta? Með eitthvað sem gerist á þessum tíma og síðan er þetta allt inn og komið með eitthvað svona, vatn, eitthvað, bla bla bla, eitthvað. En það pirraði mig ekki. Það pirraði mig, en sérst, að því varst að tala á það með hvað maður hröð og klippingar og dótana, þá veit ég það fyrir víst að þú veist, að þegar einn Íslendingur sem er mjög mikið í því að hjálpa til í bardagatriðum í bíómyndum og ef þú ætlar að gera flott bardagatrið í bíómyndum þá tekur það tíma. Það er ástæðan fyrir að John Wick myndirnar eru svona sturlaðar, vegna þess að það er ekki hendi hittust á mánudaginn, búin til eitthvað og sem tökum við upp á þriðjudaginn. Nei. Þetta eru mánuðir. Æfingar. Sturla og það sér svo vel í John Wick og þess vegna eru John Wick myndirnar svona góðar. Já. Og ég heyrði það af þessu að þetta var svolítið, sko, eitthvað bardagatrið já, það var flott, ok, og þá var kannski, sagði einhver bara þetta, við þurfum 3 mánuði, nei, þið fáið 3 vikur. En mál ég sá það. Já. Mér finnst ég sjá það. Og maður sér það, leið og að ég heyrði þetta, og þá, atriðin eru rosalega einföld. Það er ekki þessi dýft í þeim, skilur við. Það er rosalega mikið bara kemur eitthvað sparka, eitthvað. Það er ekki... Það
Það vantar svona koreografið í þetta almennilega. Sérstaklega, ég verði að koma einmitt inn á það, þegar hann að berjast við hersöngjan. Þetta hann að spoiler við Gladiator 2. Þegar þeir að berjast. Mér fannst á köflum líka bara svo myndansins staðsettur á einhverjum stað, mér finnst þetta sjá eitthvað, hann ekki hitt hann. Það var svona svolítið amatörslegt, fannst mér á köflum, og það er pottið út af tíma. Já, bara út af tíma. Og það er alltaf leiðilegt, sko. Það er svona... Er það kalt? Já, mér er pínu kalt. Ég ætla að loka klukkan. Hann er opinn, ég ætla að loka klukkanum. Er það? Hvað er það að tala? Ég ætla ekki að klippa þetta. Nei. En sko ég en eins og ég hafði gaman að henni. Og hún bara, þú veist, þetta var ekki svona einhvern veginn bara, ég hefði þetta að horfa bara á eitthvað annað. Nei, hún kom mér óvart. Já, og eins og ég með að við að vera þetta löng, þá keyrði hún einhvern veginn bara nokkuð vel í gegn. Já, mér fannst það mér. Þannig, og ég held að fara, eins og ég, fólk á ekki að vera að bera saman, eitthvað 1 og 2, en Ridley Scott bara, þú veist, af hverju gerður ekki, eins og þetta, bara ná þessu emotional, þú til þess nærður henni aldrei, sko, einhverju gríðalegri, sko, hann er að hugsa til konar, það einhvern veginn, sko, þú veist, þið byrja alltaf myndina og sína þau eitthvað og happy og eitthvað svona skilur við, þú bara valla byrjar á poppinu, sko, þegar það er síðan búið, þannig að, og þú veist, það vantaði svo mikið svona einhvern veginn, þú veist, þú bara einhvern veginn, þú hélst aldrei, sko, þú hélst aldrei með henni, skilur, hún einhvern veginn bara, þú veist... Mömmunni. Nei, konan, sko. Já, það er til dæmis, það fyrir engin tími að búa til eitthvað karætti fyrir hann. Nei, það er bara engin tími og það er ekkert eitthvað svona bara að sína þau hvað þau eru ofboðslega hamingjusöm og alls konar pælingar þannig að, sko, hún er dáin einhvern veginn... Sagði hún eitthvað? Mér finnst þetta svona ekki eins og sagt neitt. Nei, gott er ekki. Já, þannig að og ég man ekki hvernig það var í fyrirmyndinu, það pottið var miklu meiri, sko, það var bara miklu meiri emotional tenging við karakterinn og sérna er hann pyrrar út í mömmu sín og þú eitthvað svona, hvað ekki vera pyrrar út í mömmu, hún vildi vel eitthvað neginn og þannig að þú ert úrslega lengi einhvern veginn að ná einhverju svona góðri tengingu og þú svona, hann er eitthvað hana, en þú heldur meira með því einhvern veginn að frelsa fólkið, einhvern veginn líka heldur en að halda með honum sem slíkum, sko. Ég vil líka koma inn á það sem eitt áherslu við þessa mynd. Þú ert með, að þetta er þetta sami leikstur, Ridley Scott gerir þetta fyrri Gladiator. En hver var að biðja Gladiator 2? Af hverju að gera þessa mynd? Ég bara yfir höfuð skilja það ekki, mér finnst hann ekki þurfa á framhaldsmynd að halda, en ok, hann ákveður að gera það. Mér ákveður að koma inn á eitt, og það er, í fyrri myndinni, þá ertu með Russell Crowe, hann leikur aðaltrykki. Og Russell Crowe er góður leikari, en hann er líka kvikmyndastjarna. Þannig að mér langar aðeins að koma inn á það, þetta hefur breyst svo mikið, að í dag mér finnst vera rosalega fáar kvikmyndastjörnur. Já, ég samanlega. Hvað er nýr Tom Cruise? Já. Eða bara Russell Crowe, Robert De Niro, eitthvað. Þú ert með Paul Mescal sem er alveg góður leikari, en mér finnst það að vera engin kvikmyndastjörnur. Og mér finnst það svo mikill munur bara á, ég er að finna íslenskt orð, en screen presence á Russell Crowe og Paul Mescal. Já. Mér finnst Gladiator 1 betri mynd bara alltaf staði, en ég hugsa líka, ef hún myndi svissa þá myndi Crowe, segjum líka hann væri þá ungur, hann myndi rífa þessu. Já. Ég er alveg vissu það. En hvað finnst þér? Ég meina, finnst þetta kvikmyndastjörnur? Nei, bara er eitthvað kvikmyndastjörnur að koma upp? Já, sko, já. Það er að koma góði leikara, en er að koma kvikmyndastjörnur. Þá er ég að tala undir kannski 30. Já, sko... Sem er að bera, nýr Denzel Washington, skilurðu. Hver? Já, þetta er mjög góður punktur, þú veist, við náttúrulega erum bara svo kalt inn að hausin á mér er frosin, þannig ég get ekki hugsað. Herðu, það fyrir að hlýna, treystu mér. Þannig sko, það eru hann einhverjir, ég minna það er þú veist, náttúrulega. Hvað með eitthvað? Sko, getum við þetta að klippa þetta eitthvað, sko. Hvað með eitthvað myndið eitthvað, þetta eftir hug, einhver ungur leikari? Já, sko, ef þú tala ungan, sko, þetta er maður svolítið fastur inn í sig, það er alveg, þú veist, mér finnst, þú veist, það er alveg... Tom Hardy er örgulega sko 50. Já, ég segi það, þannig að það er ekki að marka á saman þetta með Chris Hemsworth og svona, skilu, þetta er allt svona... Hemsworth í jafnkvæmt mér held ég, 41, ég er að tala um svona að vera að koma upp. Já, og líka, með Hemsworth, er hann kvikmyndastjarna eða er hann Thor? Já. Eins og Tarantino hefur sagt, hann segir með þessar overtjumyndir, stjarnan er Captain America, stjarnan er Iron Man, stjarnan er Thor. Og ég er sammála því. Þannig eins og með Hemsworth, ég meina, er hann Russell Crowe? Já. Er ég neikvæður?
Nei, þú ert ekki neikvæður sko. Ég held að gallinn við þetta sé, þú veist, að náttúrulega það eru svo mikið í dag af efni, mikið af þáttum og mikið af alls konar B-stöfi og hitt og þetta einhvern veginn og þetta meira heldur en það var og það erfiðar að ná í gegn og ég meina, hvað gerir kvikmyndastjörnu? Kvikmyndastjarna einhver sem að þið finnst, skilur þú ert bara eins og þetta stjarna, ég meina þessi Tom Cruise kvikmyndarstjarna, kemur rauða dreigilin og annað, hann bara, þú veist, þetta bara kvikmyndarstjarna, sko. Þú veist, að ná þess í dag ekki að blétt eins og var hérna áður fyrr. Þannig að ég held að, sko, þú þarft eiginlega að fá þeim betra hlutverk í dag og þá kemur aftur að því að gæðin hafa bara ekki verið nógu góð. Ég meina, Ridley Scott, ég meina, kemur aftur að því kannski bara með leikstjórana. Ridley Scott líka gamall, sko. Já, hann ekki 80. Já. Ég meina, og hann að, þú veist, hvað eru ungu leikstjórarnir? Hvað eru nýju leikstjórar? Hvað eru nýju leikstjórar sem eru með passion og ég mjög spenntur að ræða eitt passion einmitt á eftir í því sem ég finnst skemmtilegt. En ég held að þetta hangir svolítið líka saman, sko. Þú veist, það er góða mynd, það sem hún sýnir, þú veist, sko, það sem karakterin verður einhver stjarnar, sko. Ég held líka, ég kom með smá innlegg í þessu umræð, því ég er mikið pælt í þessu, og eitt gest þessu benti mér á þetta, svo ég haf aldrei hugsað þetta svoleiðis. Í dag þá ertu með samfélagsmiðla og þú ert með, tökum bara Anthony Hopkins. Já. Hann á Instagram. Já, akkurat. Og þú sér hann spila á píanó, syngja hann að leika við köttin sinn, eitthvað svona. Þetta var ekki gamla dag. Nei. Þannig að þú ert að taka burt svolítið svona mystery, svona í kringum. Já. Það er miklu meiri nálægð í dag. Miklu meiri nálægð. Þannig að þér finnst bara Anthony Hopkins bara, hei, þetta getur verið frændi minn. Já. Í staðan fyrir þetta gæðisleikur Hannibal Lecter. Þú ert búin að taka niður svolítið glamúrin eða leyndardóman á bakvið fræðina. Ég er alveg vissum að það spilar stórt hlutverk í þetta, sko. Það gerir það. Sem er áhugavert. Það gerir það. Ég meina sjá svo þannig hérna, Timothy Chalamet, sem leikur Dune. Mér finnst hann góður leikari. Já. En finnst þér að vera Schwarzenegger in his prime? Finnst þér að vera Tom Cruise? En erum við bara gamli bitrir eða eitthvað til í þessu? Nei, það er bara alveg 100% til í þessu. Þetta er bara breyting sem að verða og kemur aftur að þessu að þetta er saman með tónlist. Ég meina hérna áður fyrir voru bara þessi stóru bönd, skiptir ekki máli hvort það bara eitthvað Duran eða Rolling Stones eða bara AHA eða Beatles eða whatever, skilur við. Minn í dag, hvað margir tónlistamenn í dag? Og þú heyrir eitthvað nýtt lag í útvarpinu og bara, hei, gott lag, hver þetta? Bara Jason Rosen, bara Dresden Who og þá það bara að þetta er gott lag, þá einhvern veginn einhver Dresden Rosen orðin eitthvað, skilur við, en verður hann stjarna fyrir þér? Verður hann eitthvað bara svona, þú veist, einu stjörnunar í dag, kannski tónlistastjörnur eru actually þeir sem eru, ég meina, Chris Martin, skilur, spilar á allt, semur allt, gæinn, skilur, hann þú veist, verður stjarnan, skilur, þú veist, bjóst til þessar stjörnur en áður fyrir auðvitað eins og bara eitthvað Christina Aguilera og Britney Spears og eitthvað sem urðu bara svona stjörnur, skilur. Alveg risa. Í dag er svo auðvelt að verða eitthvað að það verða svo fáir risa. En gæti líka verið, því mér finnst það líka mjög áhugaverður punktur, það samt við frægð, eins og Hollywood, elite og svona, ekki líka fólk komum bara smá ógeð? Já, ég veit það ekki, minnst eins og nýjasta, því að ef við tölum tónlist, við erum ekki tónlist að þetta. Nei, ég veit lítið tónlist. En mér finnst mjög gaman að fylgjast með því til dæmis eins og núna einn svona stærsta stjarnan í dag Dua Lipa í tónlistinni. Já. Og ég svona, einmitt út frá þessa, því mér finnst þetta mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Já. Þú veist, og af hverju Dua Lipa skilur einhvern veginn verður þessi stjarnarskilur, þú veist, hún bara með lög sem höfða til fólks og annað. En síðan hún svona svolítið mystisk í útliti og annað, hún svona sexy, samt ekki, þú veist, heyrir í viðtölum, þá hún svona, virðist vera nice, skilur, þannig að svona jarðbundin, þannig að svona nær tengingu við hann, en samt hún einhvern veginn, þú veist, og nær þessu elementi í rauninni, þannig að svo Dua Lipa að verða einn svona starsta stjarna í heiminum í tónlist, og það sem gerist einhvern veginn svona nokkri hlutir. Já. Og þá eins og þú segir, það ekki nóg einhvern veginn að leika hlutverki vel, veist, hver ertu, þú veist, Chris Hemsworth, hvað sýnir hann? Ég meina,
hann ógeðslega hress gæi, hann ógeðslega skemmtilegur þegar hann á Instagram, þú veist, hann skemmtilegur þú bara einhvern veginn svona, ef þú myndir hitta Chris Hemsworth, hann var leiðilegur það var maður bara svona, leiðilegur þannig að hann skemmtilegur og hann svona, þú veist, svona heill gæi á hérna, þú veist, hann sambandar þessu konan, svo börnin, allt svona heilbrigt og svona einhvern veginn, þú veist og það lyftur honum upp hann verður flottar í augum fólks fyrir vikið síðan ef hann getur leikið eitthvað þá kemur hann meira, þetta eru margir punktar en áður fyrr það hafður ekki þessa punkta það hafður bara vák hann leik vel, hann bara lektor og ég veit ekki til minna gæja ég meina þannig var það ég meina sömuleika svo De Niro var frægur fyrir það á sínum tíma þegar hann var stór hann þoldi ekki að fara í svona viðtöl og svona þannig að hann varð svolítið bara við kynnist honum bara ekki bíómyndina sem var að leiki, þess að þess að leiki en í dag, þetta orðið svo mikið, ég meina svona Hemsworth ég búin að sjá á Instagram, hann eitthvað að veiða með strákónu sínum og þá þetta bara fólk en það mitt held ég sem tekur svolítið úr nákvæmlega eins og segir, því að þetta eins og með Heru, konuna mína hún til dæmis, hún er rættaður og við erum rættað, hún þolir ekki ef við varum bara að horfa á einhverja mynd og það einhver leikari og hann ömulugur, segjum það bara, leikur eitthvað svona, ekki ömulega lélugur, heldur bara leikur eitthvað óþokkað eitthvað. Og ég myndi segja hann, þetta gæin sem leik hann góða gæjan í rómatísku myndinni Blea, hún bara, hættu, bara, ertu eitthvað ruggraður, bara ekki eyðileggja það fyrir mér. Bara, ég elska það á mynd, hann bara geggjaður í henni, og þetta allt í nálum vond? Nei, nú ertu bara eyðileggja fyrir mér. Hún bara vill ekki... Finnst henni að lita þá hérna Já, myndina? hún vill ekki tenginguna við og þegar ég segi eitthvað djöfull leikur hann það, vel, bara hann svo ömurlegur, bara, ég vil ekki vita hver þetta Fyrir mér þetta bara, ég að horfa hérna á eitthvað. En má þá bara aldrei leikar eitt öðru í þessu hluta? Jú, það nú ástæðan fyrir að margir leikar að festast í einhvern hlutarkum og ég bara góði gæja, slæmi gæja, eitthvað skilju. En það bara þetta, og ég held að þetta spilið mig þann inn í að, þú ert búin að, þetta orðin, hann mannlegur, eða mannleg þessi leikari fyrir þér. Stæðan fyrir ég vil ekki vita, ég bara að horfa á einhvern hérna sem leikur þetta, hann góðu kona sín í daglegu lífi, mér langar bara ekki að vita. Já, ég skil. En ég tala í gamla dag, það vissur það ekki. Nei. Eða svona mestu leyti. Nei. En í dag veist það svo mikið. Þannig að ég held að það sé galli að vita á mikið, en á sama tíma getur það líka hjálpa þér. Þetta svona... Ég meina, auðvitað veit maður og ég vissi það líka því að ég var yngri. Þetta auðvitað bara venjulegt fólk. Það þarf að kaupa í matinn eða... Já, þú samt veist það ekki. Þú veist það, en þú veist það samt ekki, Þú veist, hvað kaupir það í matinn? Í dag bara líka við veistu það, Það er bara hverju... Ég að segja, þetta er alltaf ekki geimverur. Nei. Það þarf að fara á klósetti eins og við skilur. Ég er að tala það. En þetta mystík svona í kringum stjörnu elementi er svo mikið horfið. Og eins og segir líka, það er rétt, þetta er meira efni. Það er erfið að byggja upp stjörn í dag og þetta er líka orðið svo hratt. Það ekki bara ný mynd, ný sería, komur svo margar streymisveitur og allt þetta var ekki til í gangi. Nei. Þannig að það er rétt sér. Gladiator 2, förum að klára það bara. Fínasta mynd. Já, fínasta mynd. Já. Mér langar að spyrja út í eina hérna mynd, ef við heldum okkur næstu sandinn, ef við erum búin að sjá þessa. Já. Sástu myndan með Kevin Costner sem hann gerði, Horizon? Nei. Ok. Ég sleppti því. Það var þetta stutt umræða. Það er mjög stutt umræða. Af hverju slepptur því? Er það ekki Costner maður? Jú, algjörlega. Það var reyndar, það var einhver sem fór á hana og ég spurði hvernig var hún sagði, það er að koma 3 árið ekki? Já, ég er svona að milla. Og hann sagði svona að þetta er svona svolítið verið að byggja upp grunlega, þannig að ég er svona allir 2 sem verði ekki miklu betri, sagði sá aðili. Já. Þannig að, og ég er svona, ég bara, aftur eins og með þetta, langar mig að fara í bíó, og hún er löngið ekki, hún er bara 3 tímar eða eitthvað, og að ég siti í 3 tíma í bíó og horfa á einhverja mynd sem er að byggja upp fyrir númer 2 í þessari kategóri eða á ég bara að horfa á eitthvað. Já, ég get sagt stutt að því ég er búin að sjá hana og ég keypti hana. Ég vildi styðja Costner, hann fjármagnaði hana miklu lítið sjálfur, fór bara út í bæ að biðja pening og eitthvað þess að gera þetta. Og eins og frækt þá þeir sem þekkja, hann hættir í Yellowstone. Klárar hann, ég veit ekki hvort, hefur eitthvað séð það? Nei, ég nefnilega ekki. Þeir eru mjög góður, Já, það er svo þessi mjög góður. En þeir voru að klára Yellowstone, síðasta serían hann að splitta hann skipti í 2, gæðin sem gerir þetta, ósætti,
handleiðringin tilbúin, Costner var búin að bíða lengi, hann vildi bara gera sitt, hann svolítið fer og hann verður svona drama og hann klárar ekki síðustu 9 þættinir, ég var reyndar eftir að klára, hann klárast núna í þessu ári, í 24, það var eitthvað svona drama. Hann gerir þessa mynd, Horizon, draumaverkefni og hann bara, þetta fyrir alveg pottet í bíó, ég bíókallinn, ég basically kvikmyndastjarna, ég vil bara, þetta á að vera á stóra tjaldinu, þetta vestri, þú búið að vera stór geir í Hollywood öll þessi ár, bla bla, ég vil ekkert að fara á streymisveitur og ég ætla að gera 3 myndir, svaka saga og hann gefur fyrstu myndina og það fer enginn á hana. Og bara floppaði. Og ég vildi fara hann í bíó, en aftur, ég hafði ekki alveg tíma, en ég vildi svona stiga. Hann ég keypti hann iTunes, alveg bara, ég var peppar að horfa á hana. Hann hefði að gera seríu, að þetta er byggt upp eins og sjónvarpsdóttur. Það er engin endir. Já, mitt. Og hvað? Ég meina, fæ ég eitthvað tíma 2, þeir frestuðu henni síðan því að fyrstu gekk svo illa, kemur eitthvað tíma 3, þetta er svo, fyrir hvern þetta er bara, það er ekki lengur 1995. Nei, mitt. Það var breytti tímar og mér leið pínu eins og ég var að horfa á gamlan mann, þó ég elski Costner, gamlan mann sem var ekki með puttan á púlsunum og ég bara ekki búin að fatta það að heiminum, þetta landslag er búin að breytast gigantísk. Þetta er sem vil koma frá mér. Sko, ok, við erum ekki búin að vera neitt mjög ósamála, þannig að þetta er búin að bara byrja mjög vel. Förum að sín núna eitthvað sem er ósamála. Okay. Förum í Joker 2. Í? Joker 2. Er það? Já, ég er alveg vissum ósamála þar. Er hægt að vera ósamála þar? Já. Er það? Já. Ok, þið fannst hún sérst góð? Já, mér fannst hún góð. Já, vissi það fyrir frá. Einhver mynd sem að Ásgeir þolir ekki, þá var það Joker 2 eða Fully Deuce eitthvað. Nei, sko. Mér fannst hún góð. Hvernig getur þið fundist hún góð? Nú í alvörunni, sko. Sko, ég ger heilan Joker þátt með félagaminnum. Nei, sko, hvernig getur, það er bara, þetta er svona liggu við eins og bara rökraða sólinn sé gul og tunglið og alls konar hluti. Heiminn er blár. Það er bara búið að taka þessa mynd og það er búið að afgreiða hana. Bara allstaðar í heiminum, skilur. Já, ég er ekkert sammála þeim. Þú sagðir í byrjuð þáttarins, ég má vera með mína skoðun. Nei, minna... Ég skal rökstuða eftir. Sko, ok. Komdu fyrst með þitt. Nei, ég ætla ekki eins og það, ég ætla bara ekki... Hvernig fannst þér hún? Ömuleg. Mér finnst hún alveg bara hreint útsagt ömuleg. Og ég bara, mér hefur ekki leiðst í bíó svona langa tíma. Ef ég hefði ekki verið á svona sérstakri boðsýningu, þá hefði ég líklega staðið upp og farið bara. Ok, þá það segja mig, hvað var svona leiðst? Allt. Sko, þessi óþólandi lög hérna, sko ég elska, sko, þetta voru allt léleg lög, byrjum bara á því. Þau verður ekki nóg góð, ég tekur það. Bara léleg, þú veist, ég meina, þú ert með, þú veist, ég fíla alveg Moulin Rouge, skilur og svona alvöru, þú veist, þegar kemur eitthvað, það var bara léleg lög. Það mátti ekki, þú veist, þannig að, og bara einhvern veginn, þú veist, byrjum bara þar. Okay, síðan bara hérna, bara aumingi. Hann er bara einhver almesti aumingi. Hann var það líka fyrstu. Nú, hann var það ekki þegar Heath Ledger líka neða. Já, þetta er ekki sami. Nei, þetta er ekki sami. Nei, hann er bara, þetta er bara alvöru aumingi og hann var miklu minni aumingi í, fyrstu. Já, ég menn, hann var geðveikur. Það var miklu geðveikari þar. Hann er mjög veikur maður. Já, hann er ekkert mjög veikur í þessari mynd. Já. Nei, hann er bara eitthvað svona, algjör grey. En var hann ekki bara settur á stall sem hann hafði engan áhuga að vera á? Stallur og stall. Hann er náttúrulega settur á okkur stall, í myndi í þessum heimi. Fólk lítur upp til hans. Já. Hann er Joker og hann er á móti kerfinu og hann er sko að taka til hann á. En hann var bara ekki alveg að höndla það. En já, ok, sorry, ég ætla að segja mitt að það. Já, en það, sko, ok, bara góðið punktar, en þá kemur eiginlega bara svona, skulum við bara fara sko, bara beintingar. Var einhver að biðja þetta? Er einhver að biðja það að sjá Jokerinn sem eitthvað og þú bara svona, já, næ, greið og hann er bara einhver aumingi, hann vildi ekki vera settur á stall, hann vildi ekki, nei, það var bara enginn að biðja það. Og það bara sýndi sig, bara í box office og öðru. Þannig að ég sko, nú var þú bara, sko, ég taka við? Já, bara, þú veist, Guð minn almáttugur. Í stuttumáli, ég held samt benda fólki sem hlusta þannig þá, sem er meira áhuga á því að hlusta á það sem ég vil segja Joker, og gerði með Teiti Magnúsinni, vinnu minn. Gerðum heilan Joker þátt. Af því ég vildi aðeins ræða þessa mynd, af því að ég var svolítið seinna að sjá hana. En mér langaði að sjá hana, af því sérstaklega, ég elsku þetta myndi sem er alveg bara svona, svolítið mikið
umdildar og umtalaðar sem þessi náttúrulega vissulega var og fekk rosa mikið hatur af því fólk var ekki bara að segja já, hún var vonbrigði eða hún er ekki nóg góð eða hún er allt í lagi. Nei, fólk var að segja mitt. Þú varst bara leiðileg og bara ömuleg, ég hati sem þetta er drast leiðileg. Þetta er drastlmynd bara, þú veist, allt og þetta var svo mikil hefti í þessu að ég alveg svona peppaðist upp bara, wow, ok, já, shit, er hún svona svakalega léleg. Já. En mér fannst hún ekki, þú ert að punta eitthvað niður. Já. Þetta var að sína einhvern þetta. Gæti við. Þú ert að skrifa ég kem ekki í þáttum 25, við tökum næsta árum út á það. Mér fannst hún góð. Er þetta uppáhaldsmyndin á árinu? Nei, alls ekki. En ég skil ekki alveg þetta hatur og ég vil meina það að hún fekk það ekstra hatur að því fólk vildi ekki söngleikjamynd. Já, það er náttúrulega líklega... En er það réttmætt gagnrýni, er það smekksatriði? Þegar þú segir, mér fannst ekki lögin nógu góð, ég er þetta sammála því, mér fannst þú ekki nógu grípandi, mér fannst ekki nógu skemmtileg, en svo hugmynd að gera þetta eitthvað svo söngleikjamynd, finnst mér ekkert galinn og mér finnst það svo skrítið þegar fólk byrjar átt á því. Bara hvað, þetta er eitthvað söngleikja drasl. Já. Ok, en eins og í endurtek, er það réttmætt gagnrýni eða er það smekksatriði? Bæði? Ég held að sé bæði. Ok, þá ætlum ég líka að spura á móti að því þessi mynd fannst mér alveg rökrið framhald á fyrstu myndinni. Fyrsta myndin, það er ekki Heath Ledger í Dark Knight. Nei. Langt í frá. Og mér finnst þessi karakter alveg að þinn, því ég er rosa mikil Joker maður, ég lesa margar teiknumdusögur, ég var sagt á öður, Joker er uppáhalds illumur mitt bara ever, eins og Batman er uppáhalds skáldsagnapersóna mín. Hann áða alveg inni að vera túlkar og mismundi hátt. Já, en það, sko, fyrirmyndin engar síður, að þú segir, sko, hann er ekki Heath Ledger sem Joker, skilur en sko, jú, hann verður það. Þú veist, fyrirmyndin er svo mikið, þú veist, sýnirinn einhvern aumingar sem að verður eitthvað meira, þú veist, síðan verður hann eitthvað meira, skilur, þú veist, hann, þú veist, í fyrirmyndinni er hann alveg til í að vera, skilur, en fyrirmyndin hort upp til hans og hann verður eitthvað og, þú veist. En þá ætla ég að koma á móti, fyrirmyndin er einmitt að því að hún var gagnrýnd fyrir það að vera bara bland af Taxi Driver og King of Comedy eftir Scorsese. Og ég er svolítið sammála því eftir ég sá King of Comedy og ég rifjaði upp Taxi Driver. Fyrirmyndin var miklu meira samhælt með Taxi Driver, svo Travis Bickle, karakterinn De Niro, heldur en gæjanum í Dark Knight, ímyndaði bankaránu í Dark Knight, hann gerir ekkert líkt því í fyrri Joker Phoenix. En sko, ég er ekki heldur að segja með, sko, mér þótti fyrirmyndin ekkert heldur eitthvað meira á þetta, sko. Nei, ok, en það er kannski fínt að koma því fram. Já, þannig að, þú veist, það er að segja bara mér, veist, finnst bara, veist, ég segi, menna, þetta er bara, þetta er svo að vera búin til einhver myndum, ég veit það ekki, bara eitthvað Bruce Wayne lítinn eða eitthvað skilur eitthvað svona sem væri bara skítsamið það, sko. Ég bara horfa á Batman, sko. En mér fannst cool hugmynd og náttúrulega raukstæði mynd okkur minnstu góð. Mér fannst eitthvað svolítið töff að það er að líta á því að myndin heitir Joker. Hún heitir ekki The Joker. Það er alltaf að líta á það eins og hvernig þessi endar að það sé Jokerinn. Gæði sem dreipur hann. Já, algjörlega. Það með þess að endar að því að maður sér hann í bakgrunn, hann sker sér bros og hann virkar rosa klikkað og hann er yngri. Og eins og hann sagði, Todd Phillips leikstur, hann sagði, hélt fólk í alvörinni að þessi gæi, sérst Phoenix gæin í Joker 1 og er að fara að berjast við Batman eða. Það er bara, hann er miklu eldri. Við sjáum Bruce Wayne í fyrstu myndinni, hann er miklu yngri. Þetta er hann ekki sá Joker. Mér finnst það skemmtileg pæling, mér finnst þessi að hafa eitthvað að segja, mér finnst mjög rökrétt að fara í eitthvað kortrum drama sem mér fannst skemmtilegt. Það má kannski fara rauk fyrir því að það verður svolítið mikið að rifja upp það sem gerist í fyrstu myndinni. Mér finnst alltaf að segja að það sé galli, fólk vildi það kannski ekki. Mér fannst það áhugavert, ég var að heyra þetta frá öðrum sjónarhornum, þetta er karakter sem lenti í mér finnst það líklega skásta í myndinni, það var þetta kortrum dæmi, sko. Og mér finnst líka grunnhugmyndin að þú ert með mann sem að gerir það sem að gerir í lokjana fyrstu myndinni. Fólk grípur það, setur hann á ákveðin stall og hann er ekki að höndla það og hann segir eins og í lokin. Hann er að reyna að halda upp þessu, ég er Joker. Svo brotnar hann bara niður og hann segir, ég er bara Arthur Fleck. Það var alltaf karakter. Þannig að mér finnst ekkert fáránlegt í númer 2 ef við bera saman fyrstu.
Ég bara nokkuð það að þetta bara allt þessu myndu fólk vildi. Já, sko, algjörlega. En það, eins og ég segi, er það gagnrýni eða er það smekksæti? Nei, það er bara kolröng kynningar herrferðir. Bara, og síðan alltaf vitum við, ég meina, þú er náttúrulega búin að kynna þetta greinlega það vel og ég meina, maður heyrst það líka eins og Todd Phillips, hún langaði ekki að gera þessa mynd. Nei. Hann er rauninni prýndur í að gera hana. Já, og veist. Og ég var ekkert að biðja Joker 2. Nei, einmitt, þannig að sko, það var enginn að biðja þetta. En hversu bólsi samt að gera þetta? Þessi mynd, henni gekk það illa. Þetta getur stútað hans ferli sem kvikmyndstjóra. Menn eru settir í leikstjóra fangilsi fyrir svona. Já. Það kalla það skilur, þetta Rector's Jail. Ég verð að bera virðingu fyrir því, eins og félag minn Teitur sagði, við vorum svona nokkuð til samanlúsmynd. Hvaða framleiðandi heldur þú að beða þessa mynd? Enginn. Nei. Og að hann hafi fengið frelsi til þess að gera svona mynd, mér finnst það virðingavert, auðvitað hittir að stundum og hittir ekki, en ég skil bara ekki alveg hatrið. Já, ég held að hatrið sé bara byggist eins og segi, þú vissir ekkert hvað varst að fara á. Ég meina að flestir sem voru með mér í salnum á þessari mynd, þau bara, þetta söngleikarögl, hvað? Já, fólk vissi það ekki. Hún vissi það ekki, og byrju, er ég ekki að fara á, Jokerinn bara, er ekki, þú veist. En hélt fólk að myndi brjótst út úr Arkham og fara frem í ykkur bankaran og samt. Já, það er ekkert í fyrstu myndinni sem gefur þetta til kynna. Það er sem ég að segja. Myndi brjótast eðalega út úr þessu fangelsi og gera eitthvað. Ég meina, hann Svo ekki með Batman myndi berast við hann og... Nei, kannski ekki það, en myndi svona sína skilur eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, en bara... Ég fór í bókina hérna. Þetta sko, já, fórst í bókina, fórst í hérna jailið hérna. Í leikstur hérna, podcaststjórnanda jailið. En mér finnst þetta er mjög góði punktar, já, mjög, sem sagt, góði punktar sem þú ert að tala en svona ef maður bara, víst, ég segi, hún er kolránt einhvern veginn markasett og kannski er það líka gert bara af því að ef hún hefði alltaf verið markasett í byrjun, kannski sem bara nákvæmlega þetta sem hún þá, og menn kannski hugsuðu fyrirfram að því að náttúrulega Hollywood er ekkit vittlust innan gerðslappa, það gerðar alls konar forsýningar og pröfsýningar og rýnihópar og hvað veist hér og eitthvað. Já, hversu geðið þetta er að hún fór ekki í neitt svoleiðis. Ég held hún ekki að fara í nein testskrýning, þessi mynd. Hversu geðið er það að leikstjórinn hafi fengið bara frjálsar hendur, bursið frá hver enda niðurstaðan var. Ég kýst þetta alltaf frekar en, eins og ég hef sagt þetta áður, svo kom við inn á þetta eftir, ég vil frekar, nú verður þú brjálar, þú lappar út núna, ég vil frekar mynda þessu Joker 2 heldur en Deadpool og Wolverine. Já, sko, ok. Mic drop, þess að henda hann hérna á borðið. Já, þetta er pínu mic drop, sko. Er þetta hot take? Heldur að margir sem sammála mér? Nei, bara engin. Hún er meiri uppáldið mér á afnu, heldur en Deadpool og Wolverine, þó mér að þótt hún fín og skemmtileg, en þetta ristir ekki neitt. Nei, en það gerir það heldur ekki með... Fyrir mig. Já, það bara, sko, ég þarf algjörlega að fara í þennan, sko, ég reyndi, því ég menna, ég elska alls konar, ég elska kvikmyndatökur hitt og þetta, horfa, fylgjast með einhver bla bla bla. Lady Gaga, ekkert spesíinni, gerði ekkert fyrir mig, það var sérstaklega að koma beint úr hérna síðustu mynd, Star is Born. Já, og í þetta, hún sýnir ekki neitt, hún gerir ekki neitt, hún er bara eitthvað hún fær ekki nóg að gera. Nei, döl persóna. Náttúrulega bara, Joaquin Phoenix náttúrulega bara geggjaður leikari, skilur, þú veist, fær samt í rauninni, þú veist, er það nóg að gera að þú tekur eitthvað hláturskast og hlægir rosalega mikið og sem brotnar hann niður og er bara eitthvað, þú veist. Hann er geggjar þessi réttasalunum. Já, en það er ekki, þú veist, eitthvað svona, þú veist, hann er bara geggjaður leikari. Þú veist, þetta er bara geðveikur leikari, æðislegur. En þannig að þú veist, einhvern veginn býst bara við, þú veist, hann verður, þú veist, það er ekki eitthvað svona, eitthvað, þú veist, hann er bara geggjaður eins og alltaf. Lady Gaga ekki, aðrir leikarar bara ekki, lögin ekki góð, þú veist, svona. En þú veist, hún er ógeðslega flott þessi mynd, tónlistin er þá geggjuð. Ég fíla hana, ég er ekkert sem sé betra en fyrsta, en ég er á því, nú ætlum ég bara að segja hana spádóma fyrir framtíðina. Ég held að þessi mynd eftir að lifa þokkalega góðu lífi. Þegar fólk er komið yfir það sem hún hélt að hún var það sem fólk hélt að vera að fá. Veist, ég er eftir þessu sjálfur. Ég hef kannski fyrir eitthvað mynd, bara, er það svona mynd? Svo horf ég kannski á hann setna, bara, nú veit ég hvað mynd þetta er. Já, ok, ég get alveg meðtekið hana betur núna. Ég held að sem svona double feature, Joker og Joker 2,
ég held að þetta sé flott heild og mér finnst þetta að vera flott heild. Þú situr uppi með léleg lög. Þau ekki nógu góð, ég sammála því. Og ég ætla að taka þá, ég ætla að loka þessar umræðu. Ég veit að þú lokar umræðinu myndir, en nú ætla ég bara að loka þessar umræðu. Loka þessar umræðu. En við vorum ósammála, ég vissi það. Já, en það gaman. Já, mjög gaman. En mér er góður aukjaður, sant. En ég er samt vissu það, að flestir sem hlusta á þá eru sammála þér. Ég myndi setja könnun á Instagram. Hvernig fannst þér hún? Já. Ég hugsa að sé svona 70-80% sem fannst hún ekki góð. Sem alveg góðu. En ég ætla nefnilega að taka svolítið svona U-turn í allt annað sem ekki hérna á skjánum einu sinni, af því að við varum að tala lélega tónlist. Og hvað tónlist þetta skiptir rosalega miklu máli í myndum. Ég sá núna jólin Moana 2, eða Víana 2 eins og heitir. Ég hef ekki séð hana, ég hef ekki séð fyrstu. Nei, og fyrsta geggjuð. Og bara ótrúlega skemmtileg. Og fyrst þú ert ekki með að sjá hana, þá ætlum ég bara að taka svipað þú tókst á hana Horizon. Hvað þú með smára? Ég menna bara fyrirmyndin bara æðisleg, þú veist, það einhver, þú veist, frábær lög í henni, mjög skemmtileg lög og, þú veist, það skiptir rosa miklu máli. Mjög miklu. Sérstaklega í svona myndum. Og, þú veist, Dwayne Johnson náttúrulega geggjaður í rauninni, sem talandinn í myndinni, hún er skemmtilega mikið að gerast, það hasar, þetta er bara, hún bara tikkar í öll box sem bara, þú veist, geggjuð, þú veist, Disney, Pixar mynd, skilur við, bara punktur. Sem kemur númer 2, það er ekkert lag í henni sem að stendur upp úr. Bara sem hún mannst vall eftir? Nei, ég bara er að rifja upp eitthvað núna, það er svona örugglega eitt eitthvað sem er svona bara allt í lagi, ekkert lag sem stendur upp úr. Ok, byrjum bara þar og maður bara svona, af hverju ekki? Teiknimynd, hún er lengi að byrja. Hún er svona örugglega upp undir hálftíma að byrja. Það er skrítið fyrir þegar markkópurinn eru krakka. Já, það er mjög skrítið líka. Það er einhver rosa vondugæi sem að síðan aldrei sýndur neitt aðmælega og gert neitt eitthvað aðmælega úr. Það er sko grínið sem var í fyrirmyndinni, það er ofta gaman þegar maður fyrir á teiknimyndir sem fullorðinn og með börnunum sínum, að þú heyrir sko þegar koma fullorðnis brandararnir og allir fullorðnir hlæja og síðan hlæja krakkarnir þegar einhver rekur sí eitthvað dettur og eitthvað prump og eitthvað svona. Brandar fyrir allar aldursóknar. Þannig og í fyrirmyndinni þá það eru tvær sérstaklega típur í henni, það er einhver hani sem er ógeðslega vitlaus og hann einhvern veginn bara alltaf lappar og allt og dettur og eitthvað svona mjög fyndin típa einhvern veginn og það er svona gæludýri hennar og síðan eitthvað svín líka og það er mjög fyndið og það er svona fullt af svona fyndnum elementum. Það er ekkert nýtt í þessari mynd, neitt svona nýja eitthvað fyndna, halda bara áfram að nota gömlu karakterina sem voru fyndnir og er ekki með neinn fyndin atriði með þeim. Þannig bara leiðilegt að segja það var aldrei einhvern veginn hlegið í salnum, einhvern veginn, hún rennur í gegn einhvern veginn, sagan er bara einhvern veginn ekki nógu góð, enda líka við í svona pínulausu loftum bara svona býtu, hann er svona ennþá kannski á lífi eða eitthvað svona, þú veist, fyrir myndi var bara svo geggjuð, bara mæli með og sérstaklega, náttúrulega, hún er ógeðslega flott, ógeðslega skemmtileg bara, þú veist, hún hefur allt, þú veist, hún er spennandi, hún er bara heartwarming, hún er, lögin, það er bara tikkar í allt, sem kemur 2 og bara svona, Þannig að þeir voru bara að sækja peninga. Bara? Já, það er og það er svo skrítið líka bara við, þú veist, eins og mikið og til að tónlist og annað, hvernig getur ekki verið með bara einhver lög. Skotelt lög í teiknimynd. Þannig að... Ég er sammála því. Og síðan voru þau meiri sér þannig sungin að ekki alveg þetta kenna þeim það, en þau eru þannig einhvern veginn sungin að þegar þeir eru að slaufaði með íslensku þá er það bara erfitt. Það er bara að ná einhverjum sko, þú veist. Þannig að, og það eru á ekki bara við Ísland og það eru til dæmis Disney að klikka á bara, þetta er döbbað í öllum löndum sko. Það þarf að geta fungerað. Það er bara rosa margt sem að einhvern veginn og bara óslega leiðilegt að ég er bara ég elska teiknimyndir, ég meðist teiknimyndir góðar. Ég meina mér að hugsa eins og til Frozen. Catchy lög. Og bara þú horfður á hana einu sinni og þú bara strax grípur lögin. Já, ég þarf að sjá Þannig að þú veist að sjá Moana. Veistu hvað hún heiti Víana? Já. Var það ekki einhver hress freka fáklæti á Ítalíu eða ekki? Klámstjarna. Ég vissi þetta ekki bara fyrir einhver samir til þætt sem ég var að taka upp að ég aldrei kynnt mér það. Ég bara, okkur heitir hún ekki bara Moana? Þetta er bara nafn.
það er eitthvað klámstjarnar sem heitir það, eitthvað evrósk klámstjarnar, eitthvað bla bla. Það er þetta pínufindi. En síðan hins vegar bara rétt úr einni í annar sem þú kannski heldur ekki séð, svo Mufasa líka sem teiknimynd. Já, nákvæmlega, nú kemur svipur á. Ég var að gera svona, ég var að gretta mig, ég er ekki fræðilur innan að sjá þetta. Er þetta skemmtileg? Er það? Eitthvað príkól þegar Mufasa hver var að byggja þetta? Það er nefnilega enginn? Jú, þetta, já, sko málið er það, þetta er ekki bara Mufasa, þarna færðu líka skýringun á því eitthvað Skari svona vondur. Okay. Skari dreipur hann náttúrulega í Lion King já. Og þú bara eitthvað Skari bróðir hans eitthvað, hann lítur allt öðru svo út og er eitthvað svona alls konar bla bla bla, þú veist eitthvað og ekki það skiptir máli. Nei, þurfum við þetta. Við þurfum ekki að vita það, en hún er sko, ég fór á hana með hugsaði, þetta verður eitthvað flop og ég fór líka á hana eftir Moana, þannig ég hugsaði svona þetta verður ekki gott sko, en bara svona bottom line, gott. Já. Og bara betur en Joker 2. Sorry, ég skal hætta að nefna Joker 2 hérna, Joker Foule Douche. Mufasa, þú sérst mæli með henni. Já, bara algjörlega. Ætlar að sjá live action. Það er komið núna leikin Moana mynd. Þeir eru að skjóta núna. Moana? Já. Dwayne Johnson leikur Skyan og... Ok. Ég vissi það ekki. Nei. Kemur hann á, sorry. Held ég alveg örgulega. Ok. Myndur þú sjá hana? Vistu það spennandi? Sko, það hljómar ekki spennandi, en... Af hverju að gera leiknar útgáð af ég veit það ekki. Hver er að biðja það? Já, það er bara peningakassin í Hollywood er að biðja það eitthvað, ég veit það ekki. Það vantar bara nýjar hugmyndir. Hvernig væri að setja frekar pening í það? Já. En af því að þú fórst í Deadpool. Já, ég ætla að fara að sinna hana. Þetta er eina stærstu myndum ársins. Tvær stærstu myndirnar eru Inside Out 2. Já. Sem ég er ekki, að sjá hana? Já. Er hún góð? Já. Ok. Ég var ekkert svakalega hrifinn á fyrstu. Var það ekki? Nei, er ekkert sjá 2. Ok. Ég held að hún hafi verið nummer 1 á árinu og ég held að Deadpool og Wolverine hafi verið nummer 2. Gríðarlega vinsæl, þriðja Deadpool myndin. Komdu með það. Hvernig er hún? Hún er ekki góð. Þið veist hún ekki góð? Nei. Ok, fannst þér fyrstu 2 góðar? Geggjaðar. Ok. Sko fyrsta náttúrulega bara sturluð og 2 líka skilur og bara, þú veist, þetta var svo ferskt inn í Marvel heiminn sko og þetta var svo, og ég man bara þegar við vorum að tala um þetta, þú veist, er hægt að vera með bannaða, sko bara 18 ára bannaða, sko, ofurhetjum minn sko. Og bara, já, og við gerðum það og það tókst og, þú veist, Ryan Reynolds náttúrulega bara geggjaður. Fættur í þetta hlutverk. Fættur í þetta, bara talandi þú veist, eins og með Bane og Tom Hardy, bara fættur í þetta. Ógeðslega góða myndir og ég var svo spenntur fyrir 3. Ég vissi, síðan bara, herðu, ég er með hugmynd, tökum bara multiverse elementið á þetta, hendum því bara á, hrærum eitthvað upp í þessu, og setur bara fullt af eitthvað og alls konar og bara let's go. Já, ég var ekki að segja að þetta er eitthvað frábær. Ég skemmti mér alveg í bíó. Ég hlóa alveg nokkur svona... Já, sko, ég hlóa einhverjum svona skrifnum dörfti bröndurum og svona sem við har sniðut, en sko djúðlur leiðilega þessi atriði þarna og þessi plánutu þarna eitthvað, alveg hræðilega leiðilegt. Á svona ruslahauð. Já, bara leiðilegt. Bara punktur, bara leiðilegt, ekki svona einhvern veginn, og maður svona bara hvenær hættir þess heldur struslahaugur, og bara einhvern veginn... Ég er enda sammála því. Bara, þú veist, mjög stila skemmtilega statri, þú veist, það er óksla fyndið þarna, hann á mjög skemmtilega senu þegar hann kemur inn, hann hérna, þegar hann er inn í hellinum og hittir hann. Já, Wesley Snipes og Blade. Já, og hann... Já, Channing Tatum. Já, Channing Tatum tekur hann. En þekkjur sögun á bak við það? Nei, ok, ég verð að segja stutt með það, því að það skiptir miklu máli. Ástæðan fyrir að Tatum leikur Gambit í þessari mynd, og það er svo mikið verið að, þú veist, einhver ævindir sem hann átt að gera og eitthvað svona. Það er því að Tatum er búin að reyna að gera í mörg ár Gambit mynd fyrir Fox. Og hann komst alveg mjög nálægt því á sín tíma. Hann er búin að tala um hann svo lengi sem Gambit. Þannig að það var svona ekstra joke fyrir það sem þekkti það. Bara hann fekk loksins að fara í búningin. Þess að gera svolítið mikið grína, eins og hann hafi ekkert verið eins og hinn. Nei. Hann aldrei sést áður, sko. Nei. En ég hafði alveg gana því, ég er líka mikill Wesley Snipes maður, gana að sé hann aftur sem Blade. Já, mér finnst þetta alveg skemmtilegt, en síðan kemur, sko, maður sá svona einhvern veginn, sko, það var talandi oft þegar svona expandar eitthvað og gerur svona einhvern heim stóran, það voru eiginlega öll atrið þarna, fór svona tróðið niður. Það er eins og hérna mitt í lokin, hérna lokabardaðin, þegar hún er hérna, veist, ón á einhverjum stalli eitthvað, stendur hérna vonda eitthvað, og þau eru bara niður í einhverju gryfju að berjast. Já. Það er bara svona eitthvað port einhvers staðar. Virkir svolítið cheap. Það er bara svona cheap og síðan hérna eitthvað atrið og undan þegar voru hérna einhvers staðar að
berjast út í einhverju eyðimörk enn og aftur eitthvað, það var svona lítið, götu dæmi henni í lokin svona lítið, þetta allt eitthvað svona twist. En sorry, ég líka hlæja því að, það má hlæja svona. Já. Hann að COVID kjaftaði. Og þegar ég kjaftaði, þetta var alltaf geðveiki á sínum tíma, geðveiki. Og þegar maður sér svona behind the scenes, allir með okkur grímur, og kannski langt liðin í fara, maður bara svona, hvernig nennið þessu? Nei. Hvern það plata með þessu, með þessar fucking grímur? Mér finnst bara fyndið. Mér finnst það að séð eitthvað með Deadpool og Wolverine, að það hefði líka mögulega, þú veist, maður bara svona, mér fannst þetta bara, þú veist, ég sé að húmor í henni og mjög fyndið þegar hann rifnar úr fötunum hann í lokin og hann horfir á hann og alltaf bara helmassaður og ríkala flottur. En hvernig fannst þér að fá? Af því að hann alltaf var búin að klára sig í Logan. Hann var búin að bara lokaði á bara Wolverine, þú veist, Sana sem bara búinn, ég ætla að einbæta með okkur öðru, svo kemur hann aftur þarna. Hvernig fannst það að sjá Hugh Jackman aftur? Ég veist að bara, þú veist, eins og hann stóð sér bara vel í, þú veist, vel pirraður og hann var alltaf að stinga hann og hann drepa hann og eitthvað gekk ekki og... Geta hvorið þetta á öðru? Já, og eitthvað svona. Þannig að mér fannst það alveg skemmtilegt, en síðan alltaf ég blanda hann inn í, sko, ég var að horfa á Loki þættina, skilurðu, byrjaði aðeins á því. Serið 2? Bara, já. Ég svo bara fyrstu, já. Já, ég veist, bara, en þar þetta kjaftaði Já, hann að TVA agent. Já, ég sá það. Þannig að það blandast inn í þetta og fyrir þá sem veit ekkert hvað það þá einhvern veginn það svona pínu skrítið, sko. Þá eins og gest ráð fyrir að vera búin að sjá hitt. Þannig, bara, þú veist, það var svo svakalega, þú veist, með 1 og 2 og sem kemur bara eitthvað, þú veist, ekki hvað að segja. Bara eitthvað... Fannst þú leiðinleg? Nei, en hún bara einhvern veginn, þú veist, það var bara allt annað. Já. Það var bara svo allt annað. Það var bara einhvern veginn, þú veist, og þessi multiverse, þetta svo vand með farið. Ég þoldi ekki, sko. Og þetta svo, mér finnst þetta geggjað og heila besta held ég bara multiverse dæmið var í Doctor Strange. Þú veist, þegar hann að safna og ég minna, þá var það inn í auðvitað Það var nummer 2. Nei, við höfðum hún var hræðileg. Nei, 1 þegar hann náttúrulega þú veist, leikar sem er steinana og það náttúrulega því það tengist inn í auðvitað náttúrulega Endgame og Infinity. Já, þegar hann leikar sem er tímasteinuna. Já. Þannig að, og það er hann að detta á milli og opna hann að hann fyrir og einhvern veginn svona og hún að sína honum hvernig það virkar og eitthvað. Þú veist, það var bara vel gert. Og síðan einhvern veginn bara svona, hei, þetta er sniðugt, notum við það bara í öllum myndum. Bara, nei. En hvað finnst þér ég verð að koma stuttlega inn á það? Að því við erum að tala svona MCU-mynd, það manveldæmi sem auðvitað fyrir utan Deadpool og Wolverine sem var mjög vinsæll, þá þetta búið að rapa svakalega fólk bara komið, held ég bara leið á þessu Hvað finnst þau það? Þú ert væntanlega búin að sjá fréttin þar að Robert Downey Jr. Koma aftur í MCU, hann að fara að leika í nýjustu Avengers-myndinni og leika núna Dr. Doom Hvað finnst þau það? Ég bara, sko eins og þú segir maður er búin að fá svo, þetta er búið svo lélegt að ég bara langar ekki að bara En þetta ekki allt og mikið desperation af þeirra hálfu, bara já, hann var Iron Man, hann var rosa vinsæll, fáum hann bara aftur Jú, en á móti Robert Downey Jr. Þú veist, það er einhver ástæð fyrir hann að tegur þetta Já, ég held að Það er bara það? Já, þetta er bara, ég skal lofa þér í hann sagði sjálf Langar hann bara enda ferilinn bara sem þó að skipti ekki moldríkur, ég er að segja þér ég skal lofa þér, þetta er bara peningar að hann vann Óskarinn fyrir Oppenheimer sem í rauninni karakterleikari aukahlutverki geðvegt, ég elska það hann var búin að segja það líka heila sjálfur ef ég maður rétt nú, ég ætla að fara svolítið kannski að leika með núna verð aftur leikari hann var mjög góður sem Iron Man en guð mjög góður, þetta var komið gott hann fæði líka geggjaðan enda í Endgame bara bye Robert Downey Jr. Takk fyrir þitt starf hérna að hann sé að koma aftur sem Dr. Doom og ég skal lofa hennu þetta er eitthvað svona vond útgáfa af Tony Stark úr eitthvað með öðrum multiverse heimi eitthvað kjaftaði ef það verður þá verður ég mjög pirraður af því það finnst mér umulegt ég vil fá bara Victor Von Doom karakter Nei, ég bara þér er bara sama Nei, sko mér er orðið eiginlega sama Já, mér er bara sama því lit að ég bara eins og ég vil bara fara í bíó og fá góða mynd það mikið til ætlast eða? Í dag, já Ég alveg talað höldum áfram við erum búin að fara eins og Deadpool og Wolverine mér fannst hún, já, eins og segja, bara fín skemmtun ristur ekki djúpt förum í
Við höldum okkur aðeins við. Ertu búin að segja Alien Romulus? Já. Ok. Já. Það kom eitthvað brosaði. Hvað? Kom brosa mig. Hvað á það? Já, mér fannst þú skemmtileg. Ok. Mér fannst hún Ertu mikill Alien maður? Já. Ok. Ég alltaf elst upp í Alien, sko. Þannig ég mjög mikill Alien maður. Það og ég horfði á Aliens daginn. Okay. Og ekki dullur hana. Nei. Þá var ég að hleypa þar út. Já, nei, ég ætlaði að segja, að ég hugsaði, sko, að það var svo langt síðan ég sá hana. Já. Og langt þar á undan sem ég sá hana. Og ég hugsaði, hvernig ætla hún eldist og ætla hún sér svona bara, að ég hugsaði svona, það var bara eiginlega aðalega þetta eina sem hann var að berjast við og eitthvað. Sem horfði á hana bara, nei, það var ekki þessi eina. Já, meinar barast við drottningunni í lokin? Já, einhvern veginn, það stóð svo upp úr í minningunni, sko. Herðu, síðan bara, vá, hún er svo góð. Hún er svo góð. Ég seti hann á topp 5 bestu framhaldsmyndir sem það var að gera. Bara, eina sem það getur sett út á sem er bara því að tími var þannig, að þess að gameskipin er að fljúa og svona pínu gerfilegt, sko. En ákvæðan er góð og skrimslin góð, ekki gerfileg, bara geðveikt góð og bara, vá. Og það sem ég fann skemmtilegt við nýju myndina er það að það er bara tekið basically, hann bara tekur sko bestu hlutina úr hinum myndunum. Það sem ég þoldi ekki. Já, það er það sem ég fannst. Ræðum það eins. Já, og sko ástæðan fyrir segi að því ég hugsaði bara, því áðurinn fór á myndinu, hugsaði, hvað nú, hvernig verður þetta eitthvað búið til og hvernig ætlar að gera þetta eitthvað meira spennandi, við vitum alveg hvernig þetta dýr virkar. Það er bara eitthvað ælir síru og það er svona og stórt og þú ræði, bla bla bla, skilur eitthvað svona. Og hvað nú? Og var alveg spenntur að sjá það. Síðan af því að það var ekki farið einhverja svona nýja frumlega leið, og þá er ekki að segja, já, í eitthvað algjör aðra átt sem hefði geta verið ömuleg eða frábær og líklega erfiðar að gera frábært í svona, hvað ætlar að fara? Getur þú gert þetta skeri? Af því við þekkjum þetta núna svo vel. Þetta er svo Freddy Krueger. Heldur þú að gera nýja Freddy Krueger mynd og hann ekki eitthvað skeri? Nei. Þetta er allt mikið pop culture dæmi. Þetta er það, sko. En það fannst mér skemmtilegt, sko, og nú kemur svona spoilera löst einmitt fyrir þá sem hafa ekki séð Alien, að, sko, það er einmitt eins og orður mynd hérna, þú færð þetta dýr. Já, mjög cool plakat. Þú færð þetta dýr, skilur Já. Þú færð hérna fólk fast inn í veggjónum, skilur, sem er búið að taka og verpa inn í. Þú færð drottningana, skilur þú færð einhvern veginn síran er að bræða eitthvað, þú eða svona leikstjórnum fer bara einhvern veginn í, og þá mynd má alveg gaggrina það sem slíkt, eins og þú segir, að bara, og síðan brýtar hann þarna eitthvað í lokin, skilur sem að svona orðið skrítið, en tekur bara einhvern veginn hvað sem virkar, fólk elskar að sjá þetta dýr, elskar að sjá hitt, elskar að sjá þetta, bla bla bla, tökum þetta bara saman, hrærum þetta og búum til einhverja spennumynd úr þessu. Og það var alveg það sem ég fannst svona gott að því það var ekki ef þau eru farið eitthvað annað og að lélegt, þá er bara léleg. En þarna fékk ég allavega mynd sem bara svona... Hún er vel gerð. Já, hún er vel gerð. Ég 100% af því. Hún er flott. Og og svona sagan einhvern veginn, af hverju fara út í game til að gera þetta og eitthvað svona, það er alveg svona, áhugavert. Mér finnst þessi heimur, framtíðar heimur, svona, ég er alltaf eitthvað ömurlegur í öllum þessum myndum. Það var að meina að allt farið til andskotans og þú sem er samt að lögregla sem við erum að stefna. Það var að glata í framtíðinni. Einhverjum kreditum að bara fá að borða og hitt og þetta. En svona, þannig ég hefði gaman að henni og mér finnst þú skemmtileg og hún endaði og síðan held hún áfram og ég hafði oft gaman að því myndum þegar þú heldur hún sé búin og en það gerði það líka í hinni myndin. Þannig að þetta er rosa mikið copy-paste úr fyrirmyndunum sem gerir bara svona fín aðþreyingu. Sko. En af hverju gerir það? Já, í rauninni bara þetta að þess að segja, fyrir nýju kynslóðina, ég meina, það er yngra fólk sem að, ég þekki, sem bara svona... Sem kannski hafði ekki séð hérna. Já, betur Aliens, hvað er þetta? Er þetta eitthvað sniðutökar? Sem ferða á þessa, fær bara best of the best. Já, þannig að ef það kemur ný Alien mynd, eini viðbótið eitthvað, þá, já, ég sá þessa, ég veit hvað þetta fjallar, þetta er þessi dýr og þessi dýr og þessi dýr og eitthvað ódreipandi, bla bla bla, eitthvað. Þannig að ég held að þess vegna kannski hafa verið gerð. Já, ég held því mér þetta sé bara peningadót. Bara, herru, þetta er þekkt, þetta er IP sem með en Alien, gerum eitthvað. Það er náttúrulega alltaf svona... Já, það er svona svo leiðilt þegar það virðist bara verða. Já. Af því með þessa mynd, ég er mikill Alien maður, ég man nokkuð vel eftir þeim öllum.
og ég teka svona reglulega. Mér var svo leiðilt að horfa á þessu mynd, ég bara sá, þetta eru fyrstu myndinni, þetta eru 2, þetta eru 3, þetta eru 4, hún endar alveg eins og 4, 4, ég veit ekki hvort þú mannst þetta í, endar með Human Alien Hybrid, sem að berjast við aðalkartirinn. Þessi endar nákvæmlega þess, aðeins og þessi hönnun er basically það sama. Þannig að mér líður eins og ég er búin að sjá þetta allt. Þú ára bara á best úr hinnu. Já, og það er auðvitað að færa líka alveg rök fyrir því að þetta hefur gert áður. Force Awakens, Star Wars. Til leið svolítið sem svo, já ok, þetta er bara hann að taka besta úr gömlu og að búa til eitthvað svona safe framhald. Þessi mynd er með í sammála fyrir fólk sem ekki séð hinnar, eitt félag minn sem er ekkert mikil eiginmaður, ég held að það sé ekki mjög neina, sá þessa, fannst það bara þrjusu fín spennumynd. Allt í góðu. Hún var ekki fyrir mig, ég var fyrir vonbrigðum, af því að ég fíla hennar leikstjóra, hann gerði með Don't Breathe sem ég var skeggið. Ég held eitthvað hann er svona í yngri kantinum, hann er örugglega með eitthvað geggjaða hugmynd maður. Hann er örugglega með eitthvað geggjað tek, hann er að fara að gera eitthvað öðruvísi. Bara jafnvel svipað eins og Cameron gerir með Aliens. Ef þú ber saman Alien og Aliens, allt þessu myndir. Hann tók bara mynd sem var einu bara hryllingspennumynd og gerir hasar stríðsmynd. Geðveikt. Hann sá bara eitthvað möguleika í fyrstu myndir, eitthvað potential, ég ætla að fara í þess átt. Þú getur ekki satt þessu eins. Nei, alls ekki. Og þú fær líka eitthvað nýttar. Þessi meira því sama og ég hugsaði til hvers að gera þessa mynd. Kannski á nýju kynslunni eins og segir, þá vil ég frekar fá nýtt. Komdu með eitthvað nýtt. Alien er búið. Indiana Jones er búið. Predator er búið. Já, ég veit það. Die Hard er búið. Komdu frekar með, í staðan fyrir að gera fucking Die Hard, ég hef búin að venda á við, Die Hard 7 eða eitthvað, þá kom bara John Wick. Og þú getur alveg sagt í grunninn, já, þetta er bara skjóta og einhver harður gaur og eitthvað. Já, þetta er samt allavega nýr karakter. Komdu bara með nýtt Alien dæmi. Ég er hann pirraður. Já, ég heyri það. Það er bara pínu smekur hérna, sko. En hún er velgerð. Ok, höldum að það fram. Klárum bara hérna sem voru á skjánum. Við erum búin að sjá þetta. Beetlejuice, 2 búin að sjá hana? Já, sá hana. Ok. Það var enginn að spyrja eftir henni. Það byggðum hana. Hver var að byggja framhald af þeirri? Já, bara... Hvernig fannst hún? Sko, ég fór á hana með guttanum og hann hafði ekki séð fyrri og eitthvað svona og bara veit það ekki bara var þetta ekki bara meira í sama? Jú, það var bara svona eitthvað og þetta er náttúrulega þeir líklega að taka þetta, ég minna náttúrulega Wednesday er náttúrulega voru vinsælustu þættir eitthvað á Netflix bara eitthvað efer og eitthvað og þetta er náttúrulega pínur svona sá fílingur eitthvað inn, þannig að það er ekki ástæðin fyrir að þetta stær ekki af þessu og ég held að hann gengir hendur ágætlega. Hann gekk vel, mjög vel. Og hérna, en þú veist, já, þetta hefur verið fyrir yngsta liðið og svona, já, þetta er alveg svona svolítið það. Ef það er einhver mynd sem þurfti ekki framhaldsmynd, þá var það Beetlejuice. Já, bara algjörlega, þannig að, en ég held að þetta sé bara líka stundum, þetta er bara auðvitað að dusta ríkið af einhverju sem að, þú veist, það er svo mikið liti. Já, það er liti. En það er sko... Er þetta bara í alveg það bestið að hafa upp á bjóða? Nei. Að gera framhalda mynd frá 1988? Nei, þetta er bara... Það er ekki skamast í mér. Líka Áskir, hvað er í gangi? Já, ég veit það ekki. Það er næsta stjórnarfundi hérna. Ok, við erum ekkert að reyða miklum tíma Beetlejuice. Förum í Substance. Já. Það er ekki framhaldsmynd. Nei. Það er ekki endurgerð. Nei. Allan er nýmynd. Já. Vakti mikla athygli. Já. Ég vonast að þú ert búin að sjá hana. Ertu búin að sjá hana? Heldur ég sé búin að sjá hana? Þú ert alveg horrorgaur. Ég er horrorgaur. Ég held að þetta ekki búin að sjá hana. Ég er ekki búin að sjá hana og ég er viljandi ekki búin að sjá hana. Af hverju? Ég nenni ekki að sjá hana. Af hverju ekki? Þetta er uppáhaldsmyndi mín á árinu. Eða það? Já. Ég vil bara segja það opinberað þessu þætti. Já. Hún er númer 1 hjá mér af öllum myndum sem ég sá þessu. Eða það? Já. Ok, af hverju? Bara hún góð. Segi ekkert meira. Nei, ég vil ekki spoilinni. Nei, en sko... Mér er þú gegn. Já, ég hérna... Þá skal ég kannski gefa henni breyk, en sko ég heyrði bara svo mikið að hún sko væri bara, veist, þetta er skemmtileg pæling og þetta er svona einhvern veginn og síðan farið þetta bara út í einhver algjöra steipu. Ég ætla að segja þetta núna, ég held að þetta sé ekki mynd fyrir þig. Nei. Ég held, og með fullir virðingu, ég held að þetta sé ekki mynd fyrir þig, að því að þessi þvæla svo kalla var það sem ég elskaði. Ég elskaði á þess að fara til spoil, ég vil ekki spoila þessari, að þetta er svona mynd sem hún vill svolítið fara út í blind. Ég var ekki búin að sjá trailer, ég bara þekkti hennar leikstjóra, þetta er kona sem gerir aðra mynd sem heitir Revenge, hún er, ég held að hún er frönsk þessi leikstjóri,
Mér varst hún svolítið töff, þú veist ekki geðveik svolítið töff, það var eitthvað svona, ég fíla myndir það sem ég finn fyrir það er eitthvað svona attitude, það er eitthvað svona, það er eitthvað sýn, þetta er ekki bara gert fyrir peninga. Nei. Þessi mynd, tónlistin, lúkið, kvikmyndatakan, leikonnar, mér finnst það báðar æðislegar, það er svona practical effects, það er ekki mikið svona tölvudóti, þú veist, með bara make-up og svona, ég elska það, það er náttúrulega stór þáttur af þessi svo kallar body horror, ég elska svoleiðismyndir og mér finnst ég sjá svolítið svona smá nýtt spinn á það. Stærsta sem ég fíla á þessu mynd er að þú kemur einhverja hugmynd. Ég elska þegar fólk fyrir með alla leið. Að ég var oft hort kannski á okkur myndir sem bara svona, vantaði herslumynd. Það var kannski cool hugmynd, en þú þorður ekki fara alla leið með hana. Eða hafðir ekki áhugaðið eitthvað svoleiðis. Þess að þú talar þvælu, ég skil vel að fólki finnst það að þvæla, en mér var bara svo gaman að sjá að hún var alveg óhrætt við að fara þangað. Alla leið. Og hún hafði eitthvað að segja líka sem mynd. 100%. Mér varst hún geðveik. Ég skal horfa á hana. Ég skal setja hana hérna á listan. Sett hana á listan. Ég hugsa samt þessi ekki mynd fyrir þig. Já, sko, akkur ekki. Út af síðasta hálftímanum. Sko, mér finnst ekkert af þvælu ef að þvælan, sko... Mér finnst ekki að þvæla, en ég skil hvað fólk er að tala um. Já. Af því að... Og þá er ég ekki að tala um þetta, veist, skildi nú ekki í þau, að tala um að fólk hefði kastað upp og farið út úr bíó og eitthvað, hvað, ekki hlæði með þig. Þetta hafi nú bara líka verið eitthvað markarstönd, sko. Af því að, en, já. Veistu hvað hún er? Já. Ok, þú veist hvað hún er? Já. Ok. Já, veit hvað hún er og er svona næstu því byrja að horfa á hana, sko. En síðan er líka, sko, annað, af því ég veit hvað hún er mikil steypa og síra og annað, skilur hef heyrt, og það er til dæmis annað dæmi sem ég er bara búin að upplifa núna svona svolítið þegar maður er að horfa á, sko, og hefur ekki mikinn tíma til að horfa á myndi kannski eða dót og annað, þarf að velja svolítið úr. Sko, þetta er svona típisk mynd sem þú vilt ekkit endilega horfa á klukkan 10 á mánudagskvöldi og fara sem bara beint að sofa. Sko, og þá er ég ekki að meina út af hryllingnum, skilur ég bara meina, suma myndir festast bara í höfðunamanni og ég hef alveg fundið það með bara og þú verður að hugsa um hana eða hún er eitthvað að gerjast og eitthvað svona, skilur og þá bara hugsaði maður, heyrðu, ég skal bara freka horfa á hana bara klukkan 7 á eitthvað laugardegi eða eitthvað, skilur hefur ekki lent í þessu? Jú, auðvitað það er réttum gýr frá ákveðna myndir. Þannig að ég hef svona stundum alltaf að fara í þetta, hefur ekki haft neitt áhuga að horfa á hana, þannig ég er svona... Þú ert að taka neitt? Þannig já, kannski og eitthvað svona og þá er þetta einhvern veginn farið í eitthvað bull, sko. Þannig að ég er svona... En þetta er ógeðslega skemmtileg pæling varðandi eins og fegurra standarda og hvernig mikið að konum verður hrætt að vera eldast og sérstaklega sem er leikonu, það er eldast oft bara út úr Hollywood, ekki þeim að kenna bransin er bara svona, það getur oft miskunnalaus sérstaklega við eldri konu þannig þessi pæling, hvernig hún blandar sér saman við þetta body horror mér finnst það bara briljant mynd, mér finnst það briljant eins og uppáhaldsmyndin mín á árinu eiginlega bara by far það er ég er að hæfa þetta mikið upp það er svakalegt herru, klárum ég ætla að sjá hérna nei, er svo listan hérna sko ef að klára þetta sjónvarp það er ein myndin eftir, Smile 2, sást hana? Já þú ert náttúrulega horrorgæði, þú svo Smile 1 Smile 2 er uppáhaldsmynd mín á árinu mér finnst þú náttúrulega drullu góð líka mér finnst þú miklu betri fyrsta miklu betri ok, hvað er með það? Akkur? Já sko, koma með það er bara, ég er búin að vera eins og bara í markasteldinni fyrir Smile 2 sko, fyrsta lagi þá hérna, sko, að því við vorum að tala um á það, þess vegna var ég svo íðað í mér að geta fara að tala um Smile 2, vegna þess að, sko, þessi leikstjóri, Parker Finn, sem gerir þessa mynd og er tiltölulega nýr að nálinni og hann hérna, sko, og ég veit ekki hvort þú vissið það, en þetta er byggt á, sem sagt, stuttmynd, 11 mínútur. Sem hann gerði? Já, sem heitir Laura Hasn't Slept, eða Sleep, eða eitthvað svona. Ok. Og er bara 11 mínútur. Og byggir á rauninni þessu, það er einhver stelpa sem að verður eitthvað skrítin og getur ekki sofið eitthvað blabla. En þetta er ekki að tala um henni fyrsta myndin? Nei, ég er bara undan Smile 1, sko. Hann gerir stuttmynd, svo gera Smile 1. Já, einmitt. Þannig að það var eiginlega svona, þú veist, pælingin á bakvið þetta og að því að ég fílaði myndina svo vel, þá fór ég svolítið að horfa á svona behind the scenes og annað hjá honum og það þú varst að tala um áðan, þú veist, það eru djúpar pælingar með myndina og með hlutina og af hverju, ég menn það kemur Smile 3 og örgulega 4 og annað, spurning hvernig tekst til með það allt saman, en og svona, sko,
þetta bara svona pælingar, þetta bara strax eins og, það er kannski ekki mikið spoiler en eins og í byrjun á myndinni, hún alltaf tengist fyrstu myndinni, fyrsta atrið úr síðasta atrið úr fyrstu myndinni og ég vissi það ekki, þannig ég byrja að horfa á hann, ég bara svona, þá kom eitthvað 6 days later eða eitthvað, og ég 6 days later. En var það í fyrst, mér minna það ekki verið í fyrst myndinni, var það ekki bara sami gaur og það bara heldur áfram? Jú, en að því að hann var orðinn, hann var hann, hann var hann í lok. Hann var orðið fórnarlamb. Þannig að þessna byrjar hann 6 dögum seinna því að þetta tekur þennan tíma yfirleitt einhvern veginn. En bara mér er svona skemmtilegt eins og hann segir það, að hann keyrir á einhvern aðeila og það kemur svona blóð sem er svona bíllinn fyrir út af. Og eins og hann sagði bara, þetta var alveg pæling að því að smæl þetta smæl, þessna fór bíllinn svona út af og blóðið kemur í, þannig að það var svona, rosalega mikið af alls konar svona pælingum hjá þessum leikstjóra og að því við vorum að tala um unga nýja leikstjóra, þannig að þú komið einhvern sem að er ungur og ferskur og sko, þessi leikona, Naomi Scott, hún leikur sko 85% í myndinni. Þú veist, bara... Og sjúklega vel. Sjúklega vel. Þú ert ekki vana að fá svona framistu í hryllismynd. Nei, sko, bara... Kom svo óvart. Kom og óvart. Sko, hún alltaf fyrir þá sem veit ekki, og ég vissi það ekki, bara byrja, hver er þessi leikona? Og hún leik hana Jasmín í Aladdin. Og í Charlie's Angels, hann að endurgjörna. Já, og eitthvað svona, og ég bara svona, vá! Og þannig að, þú veist, mér, sko, að leika, þú einhverju hræðslu paranóju, þú ert alltaf einhvern veginn hérna og bregða og það er hóra leik og nefn á þér og þú ert einhverju, þú veist, þetta er bara erfitt. Ég sagði, ég vil ganga það langt að ég vil hún fá Óskarstilnefningu bara fyrir hlutverk því að sko hvað hún að... Ég er ekki ósammála. Nei, bara hvað hún leikur þetta vel og hún sagði það síðan sá ég hann einhverju Jimmy Fallon eða eitthvað skilur einhverju viðtali að því hún drekkur mikið í myndinni af vatni sko, hún sagði, veist, ég þurfti að drekka ekki eðlilega mikið því ég er alltaf einhvern veginn grenjandi eða svitnandi eða hórleikandi eitthvað bara að ná fílingnum og annars skilur en hvað hún leikur vel og ég held að fólk fattar líka ekki þetta er eins og sagður á með bara Furiosa hvað leikur hún mikið í myndinni kemur ekki inn fyrir því klukkutíma í myndinni og eitthvað, þannig að þú veist leikur 50% í myndinni, 40% eitthvað þarna leikur hún, þú veist, hún líkuð í einhverju einast atriði, alla myndina þannig að hún heldur uppi allir í myndinni. Það er rosa mikið á henni bara rosa pakki á henni og bara, ég er bara svona, vá, hvað hún er og bara leikur allt frá því að vera bara hræðs og skemmtileg yfir í alls konar paranójur og hitt og þetta og bara gera þetta ógeðslega vel. Hún er bara komin að því að tala um svona framtíðar einhverjar ædolsleikonur bara, ég ætla að vona að hún haldi áfram að stígu upp skilur og verða einhver stjarna. Þetta er líka framista sem opna dyr sko. Ekki spurning sko. Og síðan meiri sé að gera þér sko það sem það finnst geggjað því hún að tala um Móana 1 áðan og geggjað tónlist sem kemur 2 léletónir. Það er slík góð lög í myndinni sem poplög og það er mér eitt þarna í byrjun sem er bara sko... Já, sem er saman fyrir myndin. Já, að því að þú veist, það er ekkert spoiler í því að hún er sem sagt popstjarna, hún er bara Britney Spears eitthvað á þessum tíma, þannig að hún er og þá nota þér og þetta er rosalega sniðugt og ég sakna, ég meina bara Take My Breath Away með Berlin og Top Gun og bara, þú veist, myndir hérna áður fyrr, það var lagið og myndinni var líka við stórt og bara myndin. Já, ef ekki starra. Bara, þú veist, þetta var ekki eðlilega vinsalt og mikið og ég skil ekki að hverju menn er ekki að gera þetta í dag. Það er bara einhvern veginn, þetta er dottið niður. Það er svona... Það er kannski, eða Star is Born kannski gott dæmi, þá varstu með alveg svaka hittar. Já, en þá náttúrulega bara, er það líka sunga mynd, sko. Já, rétt hjör. En svona eitthvað lag sem er lagið úr myndinni, þú veist, það er bara teljandi á fingur mannara handar, sko. Þetta er ekki hug. Nei, þetta er ekki eins og hug. Það er rauninni, jú, núna því að ég var svo ánað með Joker, en þá er til dæmis lag í dag með Bruno Mars og Lady Gaga sem er í spilinu í útvarpinu, sem er rauninni úr myndinni, kemur upp í lokin. En er samt einhvern veginn engin tenging við það vegna þess að... Það er ekki sjálfur myndina þar í lokin. Nei. En bara svona yfir höfu og þannig til þess lag sem að, þú veist, og er svona, þar sem hún er eitthvað að koreografa og veist, eitthvað að gera skilur og er bara, og það er vinsælt lag og það er bara, og þá, veist... Já, er það? Já, heitir eitthvað New Brain eða eitthvað svona skilur. Já, ég verið að spila það í útvarpinu og eitthvað svona. Já, þú veist, það hefur ekki verið spilað hérna, en það er bara í einhverjum 6 miljónum á Spotify og bara, þú veist... Ég þarf að tjekka það, því mér fannst það alveg catchy, sko. Já, og það er skemmtilegt, og hún heitir, Scott Prescott eða eitthvað þannig í myndin, held ég. Nei, hún heitir hún ekki Sky Riley. Já, nei, fyrir ekki á, Sky Riley, Scott var úr Screamy,
þannig að og hún síðan söngkona sjálfskilur bara in real life, þannig að þetta Já, hún getur sungið. og bara, og síðan sko, að því, ég menn, þetta hryllingsmynd og ég menn að fyrir þá sem að vil ekki hrylling, þá náttúrulega þetta alltaf ákveðið úr, en plottið í henni og runni dýftin í því hvað þessi ófagnuður sem að fólk fær bara geggjað og þarna þegar fyrir að líða undir lokin og það bara svona, býttu, var þetta bara svona og var þetta allan tíma þetta og eitthvað og þetta bara svo vel gert og síðan bara ógeðslega vel gerð og ég elska svona, þetta eins og í 1911 17 fyrir ekki? Maður klikkaður þegar þessi ein myndataka Já, eins og þessi ein taka og þetta það ekki einn en lúka þannig til að bara byrjunadrið þessari mynd bara svo leiðis. Það bara ein taka lappar eftir gæjanum inn í húsið, allt þetta skilur og bara þannig að hann sem leikstjóri að gera geggjaðar hluti, fær meiri pening fyrir 2, klárlega hún ógeðslega vel gerð, það eru flott hún flott koreogröfuð, myndatakan flott, það flott hljóðinni, það plottið vel hugsað og það alveg hugsað inn í og hann sagði í viðtali, hann sagði sko í 3 fyrir við að vita meira hvað þetta og af hverju þetta nú eru þessi vera eða hvað þú vil kalla þetta lítið parasæt þarna sko og hún bara ógeðslega vel gerð og því að horfa á myndin, hún bara satt í mér líka mér og ég var bara svona, wow ég var svo hissa sko mér varst eitt góð ég að fíla hana ekki en sko þessi bara hún bara miklu betri og ég var búin að heyra það hafa búin að segja það með þetta 2 og ég bara, það áhugavert ég var búin að heyra það líka en ég var svona, það ég var mjög efins ég var ekkert spenntur 2 nei, sko ég var bara spenntur fyrir henni út af þessu ég hugsaði bara, ef hún betri það sjálfgæft og mynd nummer 2 sig, þú er búin að uppljóstra oft úr fyrir myndinni hvað plottið en það eru rosalega ólíkar Það eru mjög ólíkar. Það eru miklu fleiri aðilar í fyrirmyndinni, hún gerist hraðar, það svona öðruvísi kynning á öllu, þetta miklu meira mitt bara, hana og, Það sem ef ég má koma með mitt innlegg í þessu umræðu, að ég eiginlega samanlega sem þú sagði, mér fannst þú bara geðveik, ég hef sjálf verið jafn hissa, að því eins og segi, ég fíla ekki eitt, mér fannst þú bara ekki góð, mér fannst þessi geggjuð, nefnskott, geðveik, allt þetta. En það sem ég elskaði mestu þessa mynd að mér fannst leikstunum fatta hvernig það átt að nota grunnhugmyndina. Að því í fyrstu myndinni, það meiri svona straight forward hryllingsmynd. Og fyrir mig persónulega, þá virkaði ekki að því mér varst koncept ekki skeri. En þegar hann tekur þessu grunnhugmynd og lætur henni, en ég læt bara myndina snúast næst í bara það að þetta manneski að missa vitið. Það finnst mér geðveikt. Og mér finnst það passa svo vel við smæl hugmynd. Það þarf ekki að vera skeri, en það auðvitað skeri að vera að missa vitið. Kjörsanlega. Og ég sökk miklu meira inn í þessa mynd, já, miklu meira með henni, heldur hún fólkin í fyrstu myndinni og sérstaklega aðalkonunum þar, að ég gæti alveg bara, ok, greið stelpa maður, þetta hræðilegt, og svo fer þetta ógeð að noti með, hennar að spoila, hennar svona baksögu það sem hefði skeð. Mér varst bara leikstjórinn vera miklu betri, mér varst handritið miklu betra, mér varst hann að lært greinlega mikið af fyrstu myndinni og ég var svo ánægð með að mér varst hann að fá fatta, svona smæl myndu vera. Þannig að mér varst hann geðið. Já, þú eru rosalega investaður í aðalleikarinn sko, aðalleikurina. Ég var það sko. Og þú heldur rosalega með henni og þú einhvern veginn, á sama tíma veist einhvern veginn líkuð, þetta getur ekki enda vel. En þér ekki saman að þetta er karakter einmitt, og þetta verður svo mikill karakter og þú svona meira sér bara eins og ég hugsaði maður myndi lenda í þessu bara, þetta er bara svo rosalegt hræðilegt að vera í þessum aðstæðum svakalegt sko en það er að besta við henni, þér er ekki saman þú hugsaði með bara, vá, ef ég var í þessum aðstæðum þetta er hræðilegt, hvað myndi ég gera og svo líka koma, því ég vil ekki alveg spoila þessari svo koma svona atriði sem maður er bara svona ó nei, þá er ekki þannig að því að það sé lélegt, þetta er bara svona, þetta ekki að djók greiðist þetta líka og já ok, og þetta er svona Já, og sérstaklega líka hérna undir lokin sko, þegar það púslar saman fullt af hlutum sko. Já, ég er svolítið að tala um það sko. Og maður bara svona, var þetta bara svo, þetta er bara maður, Ég hef sjaldan séð hryllingsmyndir, sérstaklega þessur kaliber
að því mér varst fyrst að vera rosalega svona einföld, eitthvað svona Hún var alltaf miklu einfaldari. Já, og það svolítið mikið svona þú veist, eitthvað svona jumpscare kjaftaði sem mér finnst persónulega að vera fyrir kannski bara líka úlingar sko, frekar svona öskri bí og eitthvað. Þetta var miklu meira fannst með multilayer, trillismynd og fer miklu, eins og segir, fer svona dýbreikunin í þetta og þetta er miklu meira character-based. Já, og líka náttúrulega kannski bara að því að síðan sko, þú veist, það kemur nú kannski ljós bara, svo sem við byrjum myndarinnar og þú veist, það er líka bara þessi mál sem hún er að díla við, persónlega, og þú tengir kannski við, sko, að því að horfum allir á, þú veist, eins og við að tala aðan bara, þessi er svo frábær og horfum á Instagram með einhverjum, hann er geggjaður, allir að setja upp einhverja grímur, sko, og bara sem sérmar þarna, veist, einmannaleiki og það er alls konar einmannaleiki, hvernig hún leikur það líka bara og hvernig hún er að díla við bara lífið veist, en þarf að halda þessum fronti og annað og þess vegna verður sko karakterin svo rosalega stór og þetta hefur svo mikil áhrif á því að þú verður svo involverar í þess vegna bara, veist, ég bara sagt við fólk og sjá Smile 2 bara Smile 2, nei og bara, það hefur verið mín viðbrögð ef þú hefur séð og sagt mér þetta, ég hefur svona það ásker bara sjá þarna í alvörunni gef henni séns þú ekki fíla fyrstu, bara gef henni séns já, þeir sem er ekki búin að sjá hana það er bara, eins og hún er bara setur svo mikið í mér og eins og ég bara mér er svo gaman að sjá þessna, ég vona þessi leikstjóri líka eigi eftir að þú veist, sé bara svona flottur overall sko, þetta sé ekki svona one hit wonder hjá honum einhvern veginn detti í eitthvað svona Smile dæmi og síðan sé bara búið heldur hann einhvern veginn og mér fannst gaman sko, veist, hann var að segja einhverju viðtala og hann að tala með mitt þú veist þetta þú veist, hugmyndina bak við þetta þú veist, hvað, þú veist, fólk verður þú veist, geðveikt af einhverju eða þú veist, obsesta, þú veist, eitthvað bara, eða væri í alveg eitthvað sem að gæti fokkað þannig í hausnum að þér að þú ræður ekki við það þetta er svona, þú veist, þetta er svona þannig að hann fór, þú veist, hjá honum var þetta svona, þú veist, pælingi var svolítið skemmtileg og djúp, hann fer svolítið svona langt inn í, þannig ég er svona vonað að hann eigi eitthvað meira í, sko, fyrir bara framtíðina. Já, í pókanum sínum. Já, ég er sammálaður. En ég er spenntar núna fyrir 3 heldur en ég var fyrir 2. Já. Þú veist, ef hann gerir 3, en ég er líka sammálaður, ég vil ekki fá bara, hann gerir 4 og 5 ykkur Smile-myndir. Hvað getur hann gert einmitt meira? Já. Að því mér fannst að finna fyrir í fyrstu myndinni, það kom inn það líka, þú veist það er stuttmynd. Mér finnst þess að ég hafi einmitt verið búin að heyra það, en allavega, mér fannst ég svolítið finna fyrir það að mér fannst hugmyndin sjálf, mér fannst þetta væri stuttmynd sem væri teygð. Mér fannst hún ekki sérstaklega vel útfærð, en strax flottir í 2. Já. Og ég er bara það er svo gaman að sjá þegar leikstjórar svona levela upp. Já, en það raunni bara make a sense, sko, þú býr til þess að 11 minna stuttmynd sem er kannski svona bara geitvill að bara, hæ, hér er ég, sko. Sýnirðu einhverjum og þeir stökkva þarna á þetta, hvað var það, já, Paramount eða hverju. Það eru Paramount. Já, held að það eru Paramount sem að stökkva einhvern á þetta og byrju hvað ætlar að gera. Ég ætla að taka þess 11 mínútur og ég með hugmyndlega expanda það, sko. Þannig eins og þú segir, hún verður svona svolítið, já, þú fær nú ekkert mikið pening, við erum ekkert bara fara eitthvað og það bara ekkert máli, ekkert bara, þú veist, þetta er pælingin og, þú veist, gerum eitthvað með hana, en síðan er ég alveg með meira, þú veist, mér langar að gera. Og eins og hann sagði, með 3 skilur að fara dýp, veist, það er ekkert búin að koma skýring almennilega á því, veist, hvað þetta er og af hverju þetta byrjað og eitthvað og þetta geti það verið eitthvað ömulegt eða það er frábært eða það er eitthvað sem við munum aldrei vita. Eftir 2 mun ég leyfa hann að njóta af hans. Já. Ég er alveg til að sjá hvað hann hefur. Já. Sérst leiksturinn og bara ekki spurning og ég hann definitely fær sumu pening ef ekki meiri fyrir 3. En mér er bara svo gaman að sjá að þið 2 er svo mikil karaktermynd. Eins og þú sagði sjálfur, hún leikur næstu bara í öllum atriðum. Myndi stendur og fellur með henni. Já. Ef hún hefur verið léleg, er ekki nú að vera skrifaða karakter, ekki nú áhörur, þá skiptur einhver máli hvernig plottið er. Þá hefði hún fallið. Þá væri við ekkert að tala svo mikið um hana. En mér er svo geggja hann að fatta og ég er alveg viss um það, ef ég myndi spurja hann hefur sett potið rosalegt púður í handriti og í hana. Sérstaklega hana og hennar sögu. Mér leið þannig, eins og það væri svakalega vel skrifað. Já, og mér finnst bara líka svo bara geggjað, sko, ég veit ekki, maður veit aldrei, ég minna, var það hún sem stökk á hlutverkið eða hann stökk á hana eða hvernig það nákvæmlega var, sko, en þetta er bara svo hárrétt kastað. Við alveg perfect. Því eins og vorum að tala með Gladiator, skilur, það veist, bara margir sem er ekki að leiki þetta hlutverk, skilur, þarna er bara, og hún sýnir bara
geggjaðan leik, hún sýnir bara hvað hún ógeðslega góð leikona, hún bara næra grípa þig, hún svo sannfærandi og í öllu. Hvað svona grátandi, hrædd eða eins og einmannleikin. Það hún eini í íbúðinu sinni, þú þarft líka að leika það og hvernig hún næra, mér finnst þetta bara, þetta er upp á framistað mínu ára. 100%. Sammála. Þetta er ekkert annað í hausum, bara svona, wow. Nei. Wow, Þú bjóst ekki við þessu. Ekki verið svona sammála. Nei. Ok, höldum að, erum við hættir það? Nei. Þetta er bara, við byrjaðum maður. Þetta var langt maður. Sko, listin hjá þér hérna, af því að nú við erum búin með hennar sjónvarpið, það voru nokkra myndir hérna, það er alltaf miklu fleiri sem koma út. Er eitthvað sem dettur í hug? Við getum farið... Longlegs, það var svona... Longlegs, ok, ég er búin að sjá hana. Hvernig fannst þér hún? Mér fannst þú skemmtileg. Ég hef gaman að... Ég er sammála. Ég er samt haldið að það var kannski ekki myndur sig. Hún er rosa hæg. Hún er mjög hæg, en ég hef gaman að, sko, ég er mjög gaman að einhverju svona yfirnáttúrulegu og einhverju svona, þú veist, eitthvað, þú veist, svona veist ekki hvað þið er og eitthvað anda, eitthvað... Svona djöfla, eitthvað skilur. Mér finnst það ógeðslega skemmtilegt og það er vel gert og hvort sem það er ekta eða hvort það er bara, veist, eins og í Seven skilur sem er bara einhver svona morðingi sem notar eitthvað The Seven Sins, eitthvað skilur eitthvað svona, þú veist, eitthvað bara svona mér finnst þetta rosa skemmtilegt og eitthvað svona aðeins meira en að bara drepa fólk. Já, og mér fannst mér fannst hún góð þetta... Ég ánægður að heyra það, mér fannst hún bara góð líka og ég var búin að heyra gott að henni og gaman fyrir Nicolas Cage þó svo hann leikir svona skrítið hlutverk í henni. Þetta er skemmtilegt. Það er gaman að horfa á hann. Það er það. En hann hlað lúkkar, þessi gæi gæti ekki að fara í maturubúð af því hann lítur út eins og bíómynda fjöldamann. Já. Skilur við? En mér fannst það gaman. Já. Ég elskaði útlitið hans í myndinu. Það var mjög skemmtilegt og þetta er einhvern veginn hvernig þetta var og þú veist, bara, já, ég fíla hana. Ég held að sé bara, þurrunni kannski ekkit eitt stutt frá mér varður Longlegs. Það sem ég elskaði mest við hana, þegar að líra þessa myndina, hún er svolítið hæg, hún var ekkit alveg að grípa með 100%, en svona síðustu 25 minnar, það er gerðu myndar. Sammála. Ég var svona svolítið að bíða, þetta er svolítið svona spes, en 25 minnar í lokin er alveg bara... Það er einhvern veginn setti myndin í annað ljós, og ég er svolítið spenntur að horfa setna á hana aftur. Já. Mér varstu góð, ég fíla hana. Já, og ég held meiri sér að ef maður horfir á hana aftur, þá að því að maður veit núna hvernig er þá mun maður kveikja á einhver úr fyrir. Já, og ég held að við munum örgulega kunna meta betur fyrir helmingin, með gruna. Já, ég gruna. Þannig að ég var mjög hrifin að. Já, ég var mjög hrifin að Longlegs. Ein við sem langar að koma með hérna, við erum kannski ekki að fara í einhver réttir röð, af því að mér langar að þetta tengi Smile 2. Já. Sástu Trapp? Já. Ok. Já. Sko, ég bjóst við meiru, þú veist, þetta er skemmtileg hugmynd og ég gef alltaf sjálfmann, sko, hann far alltaf alveg sama hvað hann gerir margar lila skiptir engu máli, hann far alltaf, ég hugsa alltaf hvenær kemur bara aftur Sixth Sense, skilur hver er síðast mynd sem hann gerði sem þér fannst að vera alveg bara helvíti góð? Þú veist, ef við tökum Sixth Sense, fannst góð Unbreakable, Signs já. Hvernig fannst þér Split? Mér var Split góð. Já, hún er 2016 einhver rétt. Já, mér var Split góð og það var fannst þér Old góð? Fólki á ströndinni? Já, nei. Sástu Knock at the Cabin? Nei, just, ég hef ekki með að sjá hana. Ég er svolítið spenntur að sjá hana. Já. Af því að ég, heyrt, Ég held hún heiti það, Knock at the Cabin. Jú, einmitt. Og hún er á listanum með mér, mér langar að sjá hana, ég held hún sé... Ég er mjög spennt að heyra hvernig finnst hún. Já. En ok, Trapp, sorry, ég ætla ekki að... Já, mér Trapp skilur mér svona góður í henni. Hartnæð? Já, hann var svona eitthvað leiðilega óþægilegur. Það var svona óþægilegur, sko. Kannski einna helst í henni var einhvern veginn að hún svona bara einhvern veginn gekk ekki nógu vel upp. Þú veist, þú ert með svona rosalega stadium og þetta dæmi, þú veist, þú lokar því í fyrsta lagi ekkert svona einfallega, sko, og hún einhvern veginn er að trakka hann down og eitthvað svona, og hann eitthvað, þú veist... Heldur að löggan takið sénsinn á þessu? Það er hann að króa af eitthvað algjörna sæk og... Bara aldrei. Það sem eru 20.000 manns? Aldrei, sko. Þannig að, Grunnhugmyndi bara virka ekki fyrir mig. Nei, ég er að segja það, hún, sko... Hún er skemmtileg sem, sko, þetta er rauninni bara eins og myndir, sko, taka þetta væri bara hús.
og það er bara búið trappað inn í húsinu. Já. Nema þarna ákveðna bara að taka, bara stadium, skilur við. Og, þú veist, já, þetta gekk ekki alveg upp. Ég hef alveg gaman að henni. Ég skilur, ég horfði á hann og hún bara svona, þú veist. Það horfði ekkert aftur á hann? Nei, ég nota tíman í eitthvað betra en það. Ég þoli ekki svona. Sko, Þetta auglýsing fyrir dóttur hans sem söngkona. Já, það málið. Ég meina þetta dóttir hans sem leikur söngkona. Mér fannst bara 80% af myndinu verið hún að syngja ykkur lög upp á sviði. Það er reyndar rétt hjá þér, svona nefnið það. Þetta var rosa mikið. Það var svolítið mikið það. Mér fannst hún drepleðileg. Mér fannst hún illa gerð, mér fannst hún hræðilega skrifuð. Og hún er svo léleg leikona. Þessi dóttir hans sem leikir svo söngkona. Þetta er allt eitthvað svo skrítið. Þetta er allt rosa skrítið. Og þarna finnst mér til dæmis, hann hefur fengið eitthvað svona hugmynd meðleið þannig. Hörðu, fjöldum hann ekki, fór tónleika, en það er gildra. Svo sem hann ekkert hugsað meira það. Nei, það var mín tilfinning. Það náttúrulega eru svona svolítið þannig held í myndirna hjá honum, eða sérst, hann fæ náttúrulega einhvern veginn svona... Ekki gömlu, nei, en það er bara, þarna kemur aftur eins og vorum að tala með þennan leikstjórn í Smile 2, að þú veist, hvað nærða að draga mikið út úr hattinum, sko. Og hann finnst mér, þegar hann gerir gott verk, góð verk, sem hann gerir geggja karakter. Hugsaði strákinn í Sixth Sense, hugsaði Bruce Willis í Unbreakable, hugsaði Mel Gibson eða Joaquin Phoenix í Size, eða krakkarnir, það skiptir ekki máli. Þegar hann gerir góð mynd, þá er þetta bara svona góðir karakterar. Eru góðu karakter í Trap? Nei. Mér að drullu saman með svo söngkonu. Já. Hann er ekkert að myrta hann í þessu húsi mér vegna, sko. Svo varst mér vera að segja með Hartnett, að ég fíla hans að leikara. Mér finnst þetta rosa skrítið framist það. Að því að stundum er hann bara eins og sé bara að leika Joker, sko. Því að þegar ég segi, finnst hann góður, þá var það kannski vitlaust orða, sko. Ég var alveg að meina þetta, mér fannst hann svona andlits óþægilegur, eða skilur, hann svona einhvern veginn var, þú veist, þú einhvern veginn svona, hann gat einhvern veginn verið svona hálfbrosandi dóttur svona þess að var hann einhvern veginn döður einan. Og svona góðu hvað það var það, en bara myndinni sé og síðan þessi hérna tracker, þessi hérna FBI-kona eða hvað hún var, sko. Svona profiler eitthvað. Já, profiler einhvern veginn, mér hörði alltaf svo skrítið, hún var einhvern veginn svo svona hávar karakter einhvern veginn we are searching for eitthvað the character we are looking for eitthvað út í bíl eitthvað þetta var eitthvað svo það var svona eitthvað skrítið og maður var alltaf einhvern veginn að bíða eftir einhverju meiru og þetta einhvern veginn svona ég var bara betur þetta klárast þess að ég bara svona rann einhvern veginn í gegn og þetta, mér varst það anstæðið Smile 2 þess að mín upplifun Smile 2 en popstjörnur í báðum algjörlega. Ok, förum að segja listan. Hvað eru með meira? Sko, þú varst með Twisters hérna. Já. Hún var alltaf kom snemma. Myndi ég ekki sé. Nei, ég ekki sé hana. Hún kom snemma á árinu og hún hérna... Hún kom óvart. Já, er hún góð? Hún var bara mjög svona, þú veist, bara skemmt. Sko, hún komir óvart, ég hugsaði Twisters, einhverju fellibílir, eitthvað, þú veist. Varstu vel til fyrstu? Nei. Það var svona stór 90s. Já, ég sko... Hann fara mynd. Sko, ég var allavega ekkert spenntur og það auðvitað hjálpar alltaf, en hún var bara fín, þú veist. Fín afþreng. Já, það var mikið þú veist, það var mikið að gerast, það var ekki bara einhver einn twister, þú veist, það voru margir og mismunandi mikið sem gerðist í hverjum að einum og síðan í saga og þú veist, þarna svona einhver ástarsaga líka hann blandast í þetta og eitthvað og veist, og af hverju þessi að gera þetta og eitthvað svona og bara fín, bara pop og kók, fín. Já, ég get alveg trúið sér þannig, Já, skilti ekkert svakalega. Hún er ekkert eitthvað, þú veist, þetta er bara svona eins og maður kalla pop og kókmynd, hún er bara, þú veist, það er ekkert, þú veist, ég meina, auðvitað er engin heilvita maður eitthvað að fara eitthvað elda einhverja tvistera, skilju, bara. En mér finnst bara pínu leiðilegt, eða ekki pínu, finnst það svolítið mikið leiðilegt, þegar þeir eru að fara bara eitthvað svona, herðu, já, gerum bara aðra twister. Nei, gerið bara eitthvað nýtt. Já. Hættið þessu. Já. Að fara eitthvað í einhverja 90s mynd, herðu, já, alveg, gerum hérna framhald, hver var að byggja það? Já. Ég hef aldrei heyrt neina mannesku segja, djöfull væri gaman að fá Twister 2. Nei. Ég er bara ekki eina mannesku sem byrða það. Svona þú nefnir það, sko. En það er svolítið þemið sem þætti í okkur, það er svona hver var að byggja þetta. Já, hver var að byggja þetta. Það er, ég hef búið að vera svolítið mikið hver var að byggja þetta, sko. Ok, höldum áfram. Abigail. Já. Ég hef gaman að henni. Sammála, mér varst hún æði. Já, hérna, þú veist, það var svona með talað tónleika versus hús, þau læst í húsi. Alveg 1000 sem betrum. Já,
og, Fannst mér. Já, ég að segja mitt, en þú veist, stæðan fyrir að skeila það upp í eitthvað, þú veist, og bara búið skalaða niður í hús, skilur, og stæðan fyrir að séu tónleikar. En mjög svo skemmtileg, og ég hefði gaman að því. Það er svona, fannst mér, grunnhugmynd sem ég fór allar leið með. Já. Að því hún fer alveg, ég meina svo í lokin, Já. sumir myndi kannski finnst það þvæla, sumir myndi finnst það kjánlegt, ég elskaði það. Já. Mér fannst það mjög skemmtilega. Og mér fannst bara líka, þegar ég var að horfa á bara leikarana og þú veist, það er mikið blóð í henn og svona, ég sá bara fyrir mér, leikstjörnir voru baka kameruna í hláturskasti. Bara gaman, ég get alveg trúið að það verið mjög gaman að gera þessa mynd. Og þetta er líka nýtt. Þetta er ekki ykkur framhald af ykkur vampírmynd, eitthvað bla bla, þetta er bara nýtt. Og nörglega ekki kostar mikið pening. Nei. Mér finnst það þræskemmtileg. Já, þræskemmtileg, sammála. Abigail. Sammála. Svo þurfum við líka smá tíma fyrir sjónvarpsþætti. Já, en þá náttúrulega Venom, Last Dance. Bara næsta myndið það. Ég sá hann ekki. Ég nefndi ekki að sjá hana. Þetta eru umulega myndir, þessar tvær, sem ég sá. Ertu búin að sjá þriðju? Já. Og hvað? Sko ég náttúrulega bara því ég er með 10 ára heima, þá horfi ég á þetta. Og nei, þetta er bara hræðilegt, sko. Bara öllu leyti. En þú þyrftir svona... Sko, Venom 1 og 2, þú veist, eitthvað svona, það eru ekki góðar. Nei, betur samt þið 3. Já, bara þetta er alveg gjörsamlega, sko, búin að taka þetta núna. En fyrir þú aðeins yfir þetta Sony Marvel, hennan Marvel heim, sástu Kraven? Hún er frekar svona nýleg. Sá ég Kraven? Hún er ekki á listanum. Nei, ég veit það, ég bara, þú veist. Viltu bara mána gömul eða eitthvað? Já, sko, annarkvæmst svona léleg eða bara... Já, ég held að það sé umuleg. Já, byttu. Þannig þeir eru að taka Spider-Man vondakalla. Já, þetta. Nei. Þetta heyrði ég bara, sko, það bara, ok, Marvel, Sony, þú veit ekki, nei. Þess er ég ekki að fara að sjá. Sástu Madame Web? Já. Hræðilegt. Trailerinn var geggjað. En hvor er verri, Madame Web eða Venom 3? Ég sé hvora. Ég nenni ekki að sjá þetta. Sko... Hvor er leiðilegri? Hvora myndir þú horfa aftur á? Ég myndi alveg örugglega horfa þá aftur á frekar Venom, sko. En Madame Web svo léleg. Já, hún er bara ömurleg. Hún er bara, sko sástu trailerinn? Já, en þú veist, var hann svona eitthvað góður? Hann var bara góður. Eða það? Já, að því þá bara var búið... Myndin var bara, hún hefði ekki þurft að vera lengri. Já, bara 2 myndur. Já, þá eitthvað, bara einhverju bílar að fljúa og eitthvað drasl og eitthvað, veist, bara. Öll myndin, basically Madame Web, gengur út á það byggja upp karakterina fyrir sko eitthvað tíminna lokaða dæmið eitthvað fyrir það að það sé síðan að koma eitthvað meira. Það er engin hasar, það er ekkert að gerast í allri myndinni. Í þóleiki. Nei, hún er bara, veist, þetta er svona ekki vonbrigði vegna þess að ég horfði á trailerinn og sagði, herðu, ok, þetta geti verið eitthvað. Myndilega konur og bara eitthvað svona, sem bara, nei, og ég ætla ekki að ræða þetta meir. Og það bara, og Venom var bara guðmengóður. Ég ætla ekki að ræða þetta. Nei, ég ætla bara ekki að ræða þetta meir. En ég sá núna, þetta er bara tími sem ég fæ ekki aftur. Ég sá núna bara fyrir stuttu. Það var að tala um eitthvað svona stóran gæi á Sony. Já. Að því ég veit ekki hvernig datt í hug að gera. Þeir að taka svona, þetta er margir svona vondikallar, svona Morbius og eitthvað. Já. Og þeir að búa til eitthvað svona standalone myndir með Spider-Man vondukallum. Það sem Spider-Man er ekki svona í myndunum. Nei. Hverjum fannst þetta góð hugmynd? Ég skil það ekki. Hann er búin að segja hann bara, já, ég held að við séum eiginlega bara búin að slúta þessu. Já, er það? Nú. Er það alveg vissir? Búin að gera drastlmyndir, trekk í trekk. Ég skil þetta ekki. En af hverju komið 3 Venom-myndir? Fyrsta var umuleg. Sko, ég held að ástæðan fyrir því sé að því að þegar maður horfir á þetta eins og með þessum 10 ára, finnst það bara gaman. Ég finnst hún á það. Já, en hann er 10 ára. Já. Og þannig ég held að sko markhópurinn í raun og veru sko og það sem er samt líka skrítið að því að hann er náttúrulega, þú veist, þetta er skrimsli og hann getur heila, þú veist, hann var að fá heila til að borða, þannig að þetta er svona dans á línunni, þetta sé ekki of skeri fyrir krakka, en ég held í rauninni að þetta sé svona bara eitthvað 15 mínus sem maður myndi segja, þetta er bara krakkastöf og sem krakkastöf þá bara, þú veist, sleppur þetta bara. Ég veit ekki hvað hún tók hún gaman bara að googla hérna sko. En ég gekk alveg þokkala, hún gengur alveg alltaf frekar vel. Já, þannig að þessna segir sko, veist, þetta er svona... Hvað er hardið að leika í þessu?
gæða leikari. Já, það bara pinningar, sko. Það klárt. Viltu ekki freka fá hann í Marvel heim að leika kannski eitthvað góðan, góðan, það ekki að tala endalega góðakallinn. Vandaðan karakter ekki... Nú, the film review, þetta mixed reviews. Really? Bara mixed. En okkur var það mixed? Bara eitthvað sem varst að góð? Sko, já, 476 milljónir worldwide, sko. Það ágætt. Ég held að fyrst að þetta ekki 800, sem galið. Það var með lista, við náðum ekki að ræða eitthvað drast. Nei, við erum búin að slupa þetta hratt yfir drastlið. Sko, Kingdom of the Planet of the Apes. Ræðum hana þess. Sástu hana? Yes, já og nei. Sástu hana ekki? Já og nei. Já og nei? Já, byrjað þú. Sástu hana sérst ekki? Já og nei. Þetta að taka mig á þetta. Nei, þá hefði ég alltaf ekki sagt já og nei. Já og nei, byrjað þú. Já, sko. Þú gesturinn. Já, mér fannst þú fín. Ok, en málið, þegar maður segir þetta, já, það er svo fín. Já. Stundum finnst mér það vera verri myndir heldur en að segja bara hvað þessi var hræðileg. Skilur hvað við? Já. Þegar þú fín. Sko. Aldrei horfa hann aftur. Sko, mér finnst þeir náttúrulega taka þarna sem að plotta inn í þetta, með stelpuna, skilur við. Mér finnst það svona skemmtilegt. Einhvern veginn að, þú veist, hún gerist náttúrulega, þú veist, þetta er allt öðru í sér myndin hinnar. Tekundu það? Allt öðru í sig, sko, og Og þú segir hinar, þá tala um þess að 3 nýjustu. Já, sem voru góðar. Sammála. Já, þannig að, þú veist, er hún jafn góð og þær? Nei, hún er einhvern veginn allt öðru kategóri, þetta er svona launin, svo hún tala með Gladiator og ætlar að bera saman 1 og 2. Þú veist, er bara einhvern með nýja mynd, hún er einhvern veginn allt öðru í sig. Ég er að rifja þetta upp núna, þannig ég man eiginlega ekki allt og ég man bara mér þetta skemmtilegu karakter sem þessi stelpa lékir í henni og hvernig hún kom sér inn í, þú veist, og þessa pælinga með bara, er maðurinn eða er það abarnir? Þú veist, horfði á hann einmitt aftur, horfði á með stráknum og þú veist... Ég sé bara lífið fjár úr augum með það. Já, mér hafðist hún ekki, sko, því ég horfði á hana, fór á hann í bíó, þá bara svona, þú veist, það bara svona... Fín aðfring. Já, bara... Miðlungsmynd? Já. Aðeins róman kannski? Já, bara svona miðlungsmynd, skilur. Ég segja miðlungsmyndir séu svona 665, svona MDB-dómur. Já. Þannig sem þýðir að, þú veist, já, horfði á hana, en þú veist, þegar hún er komin í 7, 2, 3 eitthvað svona, þá, já, það er eitthvað meira að hana. Já. Og hún dettur niður fyrir 6, þá er einhvern veginn svona, oftast er það ekki. Þannig ég myndi segja að hún sé einhverstað rokki hérna, 665 kannski svona, þú veist. Það er svona ekkert frábær einhvern. Nei, alls ekki. Alls ekki, sko, ég meina... Og ég útskýra hvað ég meina með já og nei. Já. Ég byrjaði á henni. Já. Þá skil ég samt sko einmitt að því að hún er hæg í gang. Sko, það var ekki sem truflaði mig beint. Málið er, eins og ítrekka tala um þessu þætti, það er tími, maður hefur bara tíma frá hvað efni. Ég byrjaði að horfa á hana og sérstaklega ljósið þess að við hún fara að hittast. Og ég hugsaði mér að þú var nú búin að sjá hana. Og ég var með þess að búin að fá mig að kaupa bíó með það. Og ég þurfti að hætta að fara að því að strákur minn einmitt kom á undan áætlun. Þannig ég sá hann ekki í bíó, sá hann bara Disney Plus. Og ég sett hann í gang og búin að heyra frá félögum minnum svona að skipta skoðun. Eitt á búin að segja, þetta er bara fínasta mynd. Anna á búin að segja, ég gafst upp bara til korter. En fílaði samt þessar fyrir 3 myndir. Því mér veist það er mjög góðar, mjög skemmtið 3 myndir. Og sem César, karakterinn það, hann geðveikur. Svo byrjaði þessar mynd. Og ég ít að play. Og mér finnst það bara að horfa á teiknimynd. Já. Og mér finnst það ekki að ég horfa á teiknimynd. En þetta er sem ekki teiknimynd. Mér finnst það allt, þau bara eitthvað fljúandi líka þarna, eitthvað hátt uppi. Það er engin jartenging við þetta. Og ég bara fann sjálf að mig, horfa okkur apa tala saman hana. Og ég er engin apa á hóma. Nei. Að ég bara hugsaði mér, akkur ég horfa á þetta? Já. Ég nenni sig ekki. Þannig ég sá ekki þessu stelpuna. Nei. Þannig að ég veit, ég get ekki gagnrýnt myndina því ég horfði ekki á hana. Nei. Kannski er ég bara hann gamall, ég nenni sig ekki. Þannig ég bara slökti. Ég ætla bara að loka þessu umræði þetta. Planet of the Apes. Já. Hvað er með næstu? Mynd sem ég er ekki búin að sjá. Monkey Man. Ég sá hann ekki, ég sett hann á listan því ég ætla að úrpa sjá hann. Ég nenni ekki sjá hann. Nei, ég nenni alveg ekki að sjá hann. Eitthvað John Wick wannabe, eitthvað. Nei, takk. Já, ég er svona, heyrði ekkert einhvern veginn sérstaklega en Roadhouse remake. Ertu múið sjá hana? Var einhver að biðja Roadhouse remake eða? Var einhver að biðja? Ræðum aðeins þessa mynd. Að því, ég vil segja það strax, ég dyrka fyrstu Roadhouse. Mér finnst þú æðislega skemmtileg.
auðvitað kjánuleg, en það er svo mikil sjarmi í þessari mynd, elskar hana. Ok, remake með Gyllenhaal og Conor McGregor. Ræðum aðeins Roadhouse. Ég vildi setja hann á listan, því að mér langar aðeins að ræða hana. Sko, þetta náttúrulega bara, eins og þú segir, eins og við talum á hann með söngkonuna, hún hefur verið tróðin að því hún dóttir hans. Sko, þetta náttúrulega bara Conor McGregor reyna að koma sér eitthvað á framfæri í einhverju kvikmyndadóti. Og auðvitað fær myndin, sko, mesta plöggið í kringum myndina út af honum. Já. Og fólk veit bara, hann í bíómynd og veist, eitthvað og einhverju bardagar senum og drasl og dóti og hann keyrði og þeir keyrði bara inn á ungu strákana, skilur við, bara 18-25 ára stráka sem bara vissu náttúrulega ekkert fyrir myndina. Ég bara, í kringum mig bara, fyrirmynd, hvað er hún? Patrick Swayze, Patrick Who? Og bara, var eitthvað varðið í hana? Geggjuð, skilur við. Finnst okkur. Já, bara, það er bara karakter og það er bara hjarta og veist, bara mynd. Síðan er bara, og síðan er mitt, fekk maður svona, já, veist, jú, þetta er svona svolítið eitthvað, veist, Conor McGregor eitthvað, en maður bara svona, ok, þetta er, þér finnst hún ekkit einu svona spes, sko. Ég veist, bara, jú, bara svona, spennu, eitthvað. Og það bara, vá, ég verði eiginlega að horfa á þetta, ég vil bara sjá hvaða hryllingur þetta er. Já. Og? Já, bara, ekkert varðið í þetta. Fannst þú leiðileg? Sko, já, eiginlega. Eiginlega bara, fyrst. Já. Bara... Hvernig varstu Conor? Bara... Lærð? Kjánalegu bara, eiginlega. Hræðileg. Bara, þú veist. En mér fannst hún ekki leiðinleg. Nei, ég hef búin að heyra hræðilega hlutum hana, sett hann í tækið, fín af þeim. Mér finnst hún ekki góð. Nei. En ég skemmti mér alveg. Ég er alltaf til í einhvern harðhaus, hann kemur í einhvern bæ, hann þarf að taka til á einhverjum pubbarna, rústar einhverju liði. Hún þarf að vera rosalega léleg til að ég hef ekki gaman að Já, ég samála því. En ég bara, hún rúlaði bara í gegn og ég bara svona einhvern veginn... Skilur ekkert eftir sig. Nei. En mér finnst bara Conor hræðilegur. Og ég var mjög spenntur, ég var alveg spenntur fyrir henni, það var mikið umtali kringum henni. Hún alltaf var gríðarlega stór, kom bara út á Prime, var það ekki? Jú. Einhvern veginn, þannig að þetta var svona... Leikstur fyrir fílu og átt að koma í bíó, það hættu við það, eitthvað. Þannig að, en bara... Ekkert sérstök. Nei, ekkert sérstök. En mér fannst hún alveg, þið fannst hún ekki hræðileg. Nei, þetta bara... Nei. Bara eins og þú segir, það er gaman að svona, þetta er bara Fast and Furious og eitthvað skilur, það er bara að vera berja menn einhvern veginn og fljúandi bílar og eitthvað sem að bara, þú veist, þetta er... En þessi framist af Conor, mér fannst hann líka bara verið, hann var að leiki annari mynd heldur en bara tónnin og allt, fannst bara ekki þessu passa, hann var svo over the top. Já. Það sem ekki eitthvað adultun! Já. Hræðilegt. Haltu bara við það að berjast ekki í búrunu, þegar þú talaði mörg ára, ég er að koma aftur. Já. Allavega. Næsta mynd. Sammála. Hvað er þetta meira hérna? Hún er ekkert með eitthvað miklu meira hérna. Við erum búin að ræða slata. Já, við erum búin að ræða helling. Sko, það er ekkert hérna... Það þarf að vera pláss fyrir sjónvarpsþætti og það þarf að pláss líka fyrir, ég ætla að spyrja aðeins út í, með list ef við myndir sem kom út á árunni. Já, þá held ég að lokum þessu bara og förum bara í þætti. Förum í þætti? Já. Því listin þinn er allavega búinn, sko, sem að... Já, ég með þetta bara... Ég veit, við getum alltaf ekki rætt alla myndir. Nei. Erum við ekki búin að stikla stóru? Við erum búin að taka svona helstu. Jú. Ég held það. Jú. Sjónvarpsþættir, förum bara annarkvort hratt yfir þetta ekki, sjáum hvað við erum búin að sjá. Sko, ég er ekkert búin að vera... Dulur. Ég er ekkert allt of mikið. Ég er mjög pikki á sjónvarpsþætti. Ég nefnir ekki að byrja á einhverjum 10 þáttum eitthvað og ég svona... Ég rek strax augun hérna í eitthvað sem að mér finnst alltaf skemmtilegt og það er Dark Matter. Ég hef gaman að öllu svona vísinda, eitthvað, sci-fi, shit eitthvað. Þannig að ég var hrifinn af Dark Matter. Geggjuð. Mér varst hún gegg. Það var góð sería og og það, þú veist, þetta einhvern veginn þessi pæling. Góð pæling. Mjög góð pæling. Góða pælingar, vel útvægt. Já, flott, vel gert, einhvern veginn. Færið til að hugsa? Já. Já, algjörlega, færið til að hugsa. Þannig að Dark Matter voru þættir sem að ég mjög hrifinn af. Sama með Three Body Problem. Sammála. Sammála. Og ég hlakka til að fá seríu 2 þar. Ég líka. Og það er búið að segja, víst, að þeir ætla bara, þeir fá klárasöguna. Já, ok. Að þetta er byggt á 3 bókum, sem auðvitað bara geggjaðar,
sem er reynda döðlangur að lesa, þeir breyttu svolítið mikið fyrir seríuna. Þeir fá að klára. Netflix er búin að segja að það verður ekki cancela áður en að sögunni líkur. Mér varst mjög skemmtilega pælingar í þeirri seríu. Já, mjög skemmtilegar. Og alveg svona nýjar. Já. Vist ég ekki að þáttur allt sci-fi sem eru séð, mér varst ég fá nýtt að það. Já, sammála. Þannig að mér varst þú mjög góð. Já. Og þarna þarna erum við meðurinn í 2 seríu sem eru svona í þessu sci-fi geiranum einhvern veginn. Veldu mig það sem þú kannski þú búið að sjá. Já, ég ætla að gera það. Svo kannski kem ég inn á eitthvað sem að mér langar að nefna svona í þættum. Sko, það er ekki hérna á listanum, sko, þetta er rauninni kannski ekki á síðast ári, alltaf Silo, sko, slakaði inn í, svo sem byrjun í sás, held ég. Já, hún er ekki alveg búin. Silo, sem sagt, fyrir serían. Já, bara fyrsta. Já. Nei, hún kom hún var alveg, 22. Var það ekki? Já. Þannig að við erum ekki... Ég fílaði fyrstu seríuna. Já. Ertu... Ég er ekki byrjar á 2? Þú ert ekki byrjar á 2? Nei. Okay. Ég byrjar, en hún er ekki alveg búin. Sko. Nei. Þannig, og síðan var sería sem kom í lok síðast ár sem að helviti góð. Day of the Jackal. Ég veit sko, ég byrjar á henni. Ég búin bara með fyrsta þátturinn. Já. Svona ekki lúka? Sko, fyrsta þátturinn, drullu góður. Þannig ég set svona disclaimer, ég get ekki dæmt seríuna, ég er mjög spennt að halda áfram. Og það er önnur seríða það, sko, þannig að þetta er... Fyrsti þátturinn var það sem ég Já, rosalegur, sko, og Byrja vel. Já. Þannig að þú ert búið með hana? Ég er ekki alveg búið með hana. Ok, en þú komið það langt inn í hana þú treystir þess að segja hún sé góð. Já, ég er bara, þetta er flottstöf og ég meina geggjaði leikarar, allir. Og Eddie Redmayne hann kemur á óvart hvað hann er góður í þetta er alltaf góður leikari, en ég myndi aldrei setja hann sem eitthvað svona leigumorðingi á. Hann er drullu góð. Drullu góð. Ég er spenntur að halda áfram hana. Ég ætla að klára þá svo. Stundur lendir mér í vesinni. Ég byrja að horfa okkur með kærustunni, svo hvað dettur það út, svo litli strákurinn eitthvað, skilurðu. Það er eins og það að pásu. Lífið er erfitt maður. Wow. First world problems. Ok. Síðan er sko, ég sko, það er á listanum hjá mér mikið af þessu sem er hérna hjá þér. Hvað ætlar að horfa á? Já, sem ég ætla að horfa á. Svo með dæmi, hvað er það sem þið langar að sjá og ert ekki búin að sjá? Sko, ég byrjar á Penguin. Ok. Ég tók rauninni bara fyrsta þáttinn. Mjög langið þættir, rúmið klukkutími er þetta, sko. Og það var mjög ánægð með hann, fyrsta þáttinn. Mjög góð sería. Já, og ég fimm testa, þannig að ég Góð bara svona krimma. Já, akkurat. Komin eiginlega óvart, sko, að því aftur með það, svona dæmir einhvern veginn svona Penguin eitthvað, hvernig getur hann eitthvað verið svona, en það tókst vel að gera hann, og síðan lókislegur í þessu, sko. Hann er sjúklega góður maður. Sjöföld hverfur hann inn í bara... Já, hann er ógeðslega góður leikari, sko. Þetta er ekkert Colin Farrell. Nei. Þetta er bara önnur manneskja. Mér finnst þú mjög góð, þú er botgana henni. Já, ég byrjaði ekki, ég ætlaði að byrja á Fallout líka. Já, mjög spennt að heyra hvernig finnst þú. Já. Hún er alveg pínu out there. Já, og ég svona... Heyrtur svona, já, blendna tilfinninga með það. Ok, hvað er fólk að segja? Ég bara byrja rosa vel og síðan einhvern veginn dettur niður og eitthvað og síðan einhvern veginn bara eitthvað. Og var þetta official gaggrinni frá okkur? Já, fyrst ná svolítið eftir líka hvort þú ert að tala um einhvern sem var að spila leikina eða hvort þið voru eða þekkti bara, eða kom alveg nýrinn að heim. Já. Ég hef spilað leikina. Já. En kærist mín ekki. Nei. Mér fannst hún mjög góð. Já, serían. Já, kærist fannst hún mjög skemmtilegt. Já. En þetta er alveg svona, að því leikirnir eru líka svolítið svona out there, svona öðruvísi, svolítið svona flippaðir. Og ég var pínu stressaður að sýna í rauninni kæristunni seríuna, hún spila ekki töluleiki. Þetta hefði alveg getið að vera svona hard sell fyrir mig. En hún fílar eitthvað svona post-apocalyptic dot, og ég svona, tjekkum kannski á þessu. En það er svona okkur húmor í svona, henni varst það þrælskemmtilegt, þannig að... En, sko, þú ert Last of Us. Já. Mjög góður. Já, góð. Ég er spenntur fyrir seríu 2, en ég held að byrja bara núna í janúar. Þannig að, þú veist, þú myndir bera þær saman til dæmis, svona sem... Mér finnst, hvað er betri? Já. Last of Us. Já. Þó ég hef verið pínum ábrúið síðast áttunni þeirri serju, en bursið frá því, þá myndi ég segja Last of Us fyrir ofan Fallout. En mér finnst Fallout mjög skemmtlir. Já. Mjög vel hefna. Síðan síðan eiginlega held ég, sko, ég byrjaði á, sko, það sem allir byrjaði á, ég byrjaði bara á Baby Reindeer. En ég kláraði allans ekki. Fannst það leðilegt? Nei, alls ekki. Ég bara, Akkur klóraði það ekki? Það er ekki svo langið þætt? Nei, ég veit að ég bara, Engin afsökun, Ásgeir? Nei, ég raun ekki. Eina er bara einhvern veginn að ég, sko, með mig, ég,
sko, þetta er byggt á einhverju sönnu og eitthvað svona dót eitthvað og sem hann gekk svolítið í gegnum. já, og eitthvað svona blá blá og það er mjög misjæmt í hvað gýr ég er í því að horfa upp á eitthvað svona human tragedy skiluru, þú veist, þarna er eitthvað grey, þessi kona skiluru sem er eitthvað og hann er líka grey. Hann er eitthvað neginn grey eitthvað og þá, jú, þetta er svona eitthvað neginn sem horfur á þetta og þú svona hún er góð. Já, ég bara, eins og ég þarf að klára henni, það var svona einhvern veginn, þetta var eitthvað tímabil og þá datt inn einhver önnur seri og svona bara pásum þetta eins og En eitt með Baby Reindeer, því að það tók mér svolítið tíma að horfa á hana, það var allir búin að sjá hana undan mér, kærasti mér bara, þú verður að horfa hana, hún horfði bara eina á hana, og ég hugsaði mér, ok, ég þarf að fara að kíkja á þetta, ég meina það er allir að tala um þetta, það tók mér samt svona 3 þætti, þegar ég var búið með, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var, en það er ákveðnir hluti sem gerast í ákveðnir þætti, en upp á því, þá var ég alveg bara, hvað er fólk að tala um? Okkur er fólk eitthvað að missa hefur þessu? Já, ég man ekki hver ég hætti, hvort það var bara 2 eða 3 þættir eitthvað svona. En þegar það fer ákveðið sem gerist, það svolítið setjar allar seríunni nýtt ljós og þegar hún enda, mér finnst það rosa góð sería, mjög góð. Ok. En The Gentleman, þú hlýtur að sé það. Nei. Ég held að það sé sería fyrir þig. Ég veist hún gegn. Og alveg mjög góð. Hún er bara algjörlega, hún bara fer aftur inn á listan. Ég verð, þú ert örugglega Guy Ritchie maður, þetta er alveg svona svipað fílingu, sko. Já, ég sá einhverjar senur úr þessu, mjög flottar. Þetta er gott. Þannig, þetta kemur aftur aðeins, eins og þú vorst að segja á hann, með, þú veist, þegar þú horfur einn eða horfur með konni eða hvernig það er, sko, og stundum kom einhverjar serjur, og það er bara, eins og fyrir mig, allt í hennu bara eitthvað 3-body problem og dark matter eitthvað í gangi eða eitthvað, þá er það bara eitthvað sem við erum bæði sjúk í, klárum það, og þá einhvern veginn fór hitt eitthvað aftur á listan og síðan gefum bara eitthvað nýtt og eitthvað svona. Þannig að þetta er eitthvað sem ég á eftir. Ég séð út með House of the Dragon hérna, season 2. Já. Hvað? Ég er ekki byrjaður á því. Nei, ok, þú sást fyrstu sinna. Já. Þér fannst hún góð. Ok. Sko, þú ert að byggja á Game of Thrones. Já. Ég gaf fyrir seríunni bara allan slaka. Kynna karaktera og... þér fannst, ég man ekki alveg hvernig þér fannst, ég held þér þetta góð. Mér fannst það bara, þú veist... Lala. Eða lélegt. Nei, sko, það bara gerist ekki neitt, en maður hugsaður á móti, þú veist, ok, það er ekki að gerast, það er samt að kynna einhverja sögu og með sískynnu eitthvað og dregana og eitthvað svona dót eitthvað og síðan endar þetta náttúrulega mjög dramatíst þarna og maður hugsaður bara, nú bara, þetta setur tóni fyrir seríu 2. Síðan einhvern veginn kemur þáttur 1 í seríu 2 og ég er svona einhvern veginn, ég ætla aðeins að bíða með þetta, ég ætla bara að eiga þetta inni, ég ætla bara að geta tekið þetta á hort á þetta. Ég gerði það líka, ég horfði á alla seríun í einu. Og síðan voru bara aðeinar í kringum mig sem eitthvað bara horfði á fyrir og sögðu bara, það er bara eitthvað lítið meira að gerast í 2. Þetta er bara einhvern veginn... Ef þið fannst fyrst að vera þannig að það var lítið að gerast, þú myndir detta niður dauður og horfa á 2. Þetta er svo mikil filler-sería og ég segi þetta sem aðdæmandi fyrst seríunni. Það gerist eiginlega ekki neitt í 2. Þeir geta sleppt henni og farið í 3. Já, alveg. Þetta er vonbreið. Rosalega vonbreið. Já, ég bara, þess vegna ég bara, hann er ég að spara mig fullt af tíma. Það er Rings of Power, sér þetta. Hvað sér þau? Það er Rings of Power. Nei, engan áhuga því. Og bara hafði ekki áhuga fyrir seríunni heldur. Ég hefði bara, það var bara hver alveg hræðilegt. Hver var að biðja sjónvarpsþætti og komið aftur í það. Hver var að biðja þetta? Ég horfði á frábæra myndir sem heitir Lord of the Rings og The Hobbit og ég var ekki að biðja þætti. Nei. Hvað er það búin lengi? Er þetta ekki alltaf góð? Jú. Er það nálgast 30 tíma? Já. Þannig að... Rings of Power, það er ekki á listanum því? Nei, bara fer ekki á listan. Er það ekki bara fínt? Sko, ég horfði á, ég er búin að sjá báðar, ég horfði á 2 meira svona, þeir kosta svo ógeðslega mikið þettir, og ég var að segja félag minn, ef þeir myndi kosta minna, þá myndi ég ekki horfa á það. Þú veist, þeir gera svo lítið fyrir mig, það er lengi karakter sem ég held með, ég bara horfa á þetta sem bara svona veisla fyrir auga, þeir eru mjög flottir, en þeir eru ógeðslega kjánalegir. Ég stóð mig oft að ég bara hlæja, hvað eru asnalegir, og það er líka stór kannski ástæða fyrir ég held áfram, að ég bara svona, hvað? Af því að málega ég var að segja eitt stutt varðandi Rings of Power. Það sem mest áhugaverðast við þess að þætti er þetta fólk sem er að eyða ógeðslega miklum peningum. Amazon eyðir rosa miklum peningum að kaupa réttin, þeir eyðir rosa miklum peningum að búa á til og leikarnir svona reyna sitt besta, þú veist, þetta er hræðileg casting til dæmis. Þetta er andstæðan við Naomi Scott í Smile 2. En þú sagði það sjálf, bara fullkomlega valin í hlutverki.
Mér finnst eiginlega engin velvalin í hlutverki í Rings of Power og mér finnst svo áherslu að fylgjast með þessu seríu að þeir ætla að gera, þú veist, 4-5 seríur en það engin með þeim í liði. Nei. Fá hræðilega dóm oftast og aðdáendahópurinn búin að snúa algjörlega gegn þeim. Þannig að mér finnst svona áhugavert og pínlegt á köflum. Þú veist að horfa á leikara, fara með eitthvað hræðilega línur og þetta bara eitthvað svo pínlegt að þeir að gera þetta fyrir engan. Finnst mér. Höldum áfram. Þessar umræðu loki. Þetta var alveg rætt Ring of Power. Ég er alveg gaman að þið. Þannig séð. Sko, það eru þættir sem ég langar að sjá. Ég held að það eru Shogun. Ok. Ég hef ekki séð þá, en ég hef heyrt mjög gott að þeim. Ok. Búin að sjá það? Ég er búin að sjá 3 þætti. Já. Ok. Mér fannst þið bara ekki skemmtilegir. Nei, ok. En þeir eru ógeðslega flottir, allir að pissi í sig við þeim og bara verður að tjekka á þessu, þeir eru unni ykkur velunu daginn, bara seri ársins og ég elskar Samurai-dót. Mér finnst það mjög spennandi. En akkur þarf þetta að vera svona ógeðslega leðilegt. Okay. Og ég bara hætti. Ég ætla að pína mig gegnum þetta. Mér finnst það bara hundleðilegt. Sorry þið sem er að elska Shogun. Heyrðu, annað, Já. Dark Horse. Dark Horse? Nei, ekki Dark Horse. Hvað er það áttur? Gary Oldman hérna? Já, Slow Horses. Slow Horses, fyrir ekki. Ég er ekki bara svo neitt það. Ekki? Ekki út af því ég held að sé lélegt. Ég hef bara ekki komist í það. Er þetta serið að 4 eða 5 Jó, það eru bara eitthvað, ætla bara endalist aldrei sáfram. Og þú? Já, ég tók eina seríu, ég er búin með eina. Já, fyrstu? Já, okay. Ég var ekkit vola spenntu fyrir þessi eitthvað. Já. Gott. Eitthvað. Já. Slow Horses, gott stöf. Já. Allar að sjá til serið 2? Ok. Er þetta ekki Apple? Þetta er Apple. Já. Þeir eru að gera alveg lúmska þætti. Apple er að gera góða þætti. Já. Þeir vel gerði líka, þess að góð gæði í því sem ég gera. Við erum líka að eiga tími að skrifa handrit. Nei, ég meina, í alvegni, þetta sé vandað. Sástu Presumed Innocent? Með Gyllenhaal? Nei, 2? Nei, sem sagt, ég er ekki að hafa þessu Ford-myndina, það fór 1990. Nei. Þetta er sama saga. Hún er byggð á bók. Jú, já. Apple gerir seríu. Já, akkurat, já, ég sá það. Já. Gegg. Já. Það er ekki góð. Jú. Sko, yfirleitt bara, veist að það sem hefur búið að koma frá Apple, það er bara, ég meina... Það er nokkuð solid. Það er bara mjög solid. Já, það er sammála. Það er ég er bara að review upp núna frá síðasta ári, það voru... Ég meina Silo, Dark Matter, ég veit að Silo er hans eldra, Presumed Innocent, þetta er Hijack, ég meina okkur fannst hún. Já. Þó að... Algjörlega, og það er bara mjög solid stöf sem kemur á Apple TV, það er mjög, Þeir gera vandað stöf. Já. En það verst er að það er enginn að horfa á þetta. Er það ekki? Nei, ekkert miða við stóru veitnar. Apple alltaf sanda seðlum. Já. Þetta er sant. Þú sér þetta eiginlega ekkert auglýst? Nei, er það ekki bara einhvern veginn búið þetta til fyrir, fyrir sjálfans? Hvað eru margir með Apple? Það er alltaf ekki eðlilega margir. Og þú færði þetta sko... Já, en með Apple áskriftina held ég sé ekki það margir. Ekki með að því Netflix eða Hulu. Já, tjekka það, googla það. How many? Subscribers, Apple TV eða Apple Plus eða hvað það kallast. Já. Ég geti trúið að þessu frekar neðala. Kannski þvæla. En sko, en síðan eru þeir sko, estimated 25 milljónir. For comparison, Netflix hefur 283 og Prime 200 milljónir. Þetta er ekki sambarlegt. En náttúrulega, sko, eins og með Prime, þá náttúrulega fylgir sko Prime frítt með, ef þú ert með Prime, sko, bara byrja í Bandaríkjunum og notar Amazon. Já, en ég held að áhorfstölunar séu samt hærri það. Þannig ég held að Hvað er Hulu? Prófa, getur þú googlað það? Subscribe Hulu. Hulu er orðið í dag. Þið keyptu held ég Hulu. Hverju keyptu Hulu? Disney, jú. En Disney er alltaf átti stóra hluti. Já, þannig að... Er það búin að eigna sér alveg? Það er alltaf að sína svolítið mikið Hulu-efni á Disney Plus fyrir allavega evrópskumarka. Já. En ég held að Hulu sé ennþá til. Já. Ekki? Já, ég er ekki viss. Prófaðu, hvað kemur? How many Hulu subscribers bara. Hulu. Sjá, hvað kemur? Ég get að trúa sig að herra en kemur ekki neitt. 50 milljónir. Já, sér það. En samt. 25 Apple og 50 Hulu. Já. Allavega. En ég held að það séu bara... En því miður. Já, en ég held að það séu bara, sko, Apple er líka svona, þeir eru oft svona lúmskir í, þú veist, þeir byrja bara svona að koma sinn sem bara... Já. Og það er ekki dýrstæður með Apple, sko.
Nei, þetta er eina ódýrstu minnum með streymisveitum. Já. Ég tek þetta reglulega, ég er ekki alltaf myndi í gangi, sko, en ég tek þetta reglulega. Og síðan gott, sko, það sem að Apple hefur og Disney að þeir eru með mjög gott streymi. Þeir eyða greinilega miklum pening í það og gæðin eru langt best. Og borgar ekki meira fyrir það. Nei. Þú þarft að borga meira fyrir það á Netflix. Já, og meiri sé að 4K hjá Netflix ekki mjög eins gott. Nei. Það alveg, sko, supreme gæðin í, sko, Apple og Disney. En ég verða aðeins að koma við erum að tala um sjónvarpsþætti og streymisveitur og gæð og svona. Hefur eitthvað verið með, án þess að henda fólki inn undir róðuna, þegar nú er þetta að fara að koma nærri okkar landsteinum. Hefur eitthvað verið með, þú veist, eins og Stötu Plus, Síman, Premium? Já. Ok. Já. Hvernig finnst þetta? Þessar streymisveitur, þó þessu íslenskar, þær að keppa við Netflix, þær að keppa við Disney Plus, Apple. Hver er þín reynslaðum? Þú þekkir ekki bara alltaf. Já, ég get ekki... Viltu ekki kommenta? Vil ekki kommenta, sko. Ekki gott. Þarf ég að kommenta? Ok, þá ætla ég að kommenta. Og ég auðvitað byrja vinningu fyrir þeim og þeir að reyna að komast inn í svolítið nútíman, vera með streymisveitur og allt það, en mér finnst persónulega galið, eins og með Síman, þú borgar 8.000 fyrir mánaðar áskrift og það eru auglýsingar í appinu. Já. Mér finnst það galið og þetta virkar ekki sem það vel. Af hverju ég sé neytandi, að því að núna er internetið, þetta er svolítið opið, þetta er stærra svæði, af hverju ég borgar 8.000 fyrir þessa streymisveitu þegar að Apple kostar hvað? 15 kall? 20 kall? Já. Af því það er eitthvað íslensk döbbaefni sem er afstæðan fyrir ég fekk mér til að byrja með. Já. Ég er ekki nú sáttur. Nei, ég heyri það. Það er, sko... Þú vilt ekki kommenta? Jú, sko, ég kannski bara kommenta á það, að það sem að mér persónulega finnst að íslensku stöðvarnar eiga að gera meira og eru náttúrulega að gera svo meira, það er náttúrulega bara íslenskt efni. Þú getur ekki keftið það. Nei. Þú getur ekki, þannig að, en gallinn á móti er að íslenskt efni er líka mjög dýrt. En þetta er alltaf samt samkeppni. Dýrt að framleiða það. En þú veist, það bara eins að hugsa, finnst mér, þessi módel svolítið öðruvísi, það þýðir ekki að vera með 1 eða 2 risastóra þætti á ári, það réttlætir ekki að kaupi 12 mánaða áskrift, sko. Nei. Þannig það þarf bara að gera meira og það þarf að framleiða meira og hvernig það er gert. Eigar ekki að lækka verðið. Það sem ég meina með því, eigar ekki frekar að treysta bara á að fá það inn meiri fjölda af áskrifendum? Sko, nú þekki ég ekki bara hvernig sko, þetta módel virkar og mig grunar að það sé bara erfitt að lækka, þú veist, þetta er bara dýrt. Það er dýrt, þú veist, það efni sem við kaupa er dýrt, að framleiða þetta efni, þú veist, að senda þetta út og allt saman, þetta er bara dýrt og þetta snýst ekki það að við þurfum að græða svo mikið, sko. Það hefur sýnt sig að þau eru ekki að græða mikið þessi fyrirtæki. Nei. Ekki á þessu, sko. Nei. Það lá einhverjum öðrum hlýðar þjónustum og annað, sko. Þannig að, já, auðvitað, ég meina, ef þú hugsa bara, ég meina, nú er Netflix til dæmis komið alveg upp í, sko, með dýrasta Netflix-pakkan sem að þannig að, þú veist, með HD og eitthvað svona, það er 225 komið upp í. Ekki 8.000. Nei, en ef þú hugsar, hvað eru margir með Netflix? Hvað var ég að segja þann? 260 miljónir. 80 miljónir. Já, 280 miljónir. Versus hvað? 40 manns. Já, ég auðvitað gerir mig grein fyrir því. Þannig að en ef þeir var að segja bara, ef að business, núna þekki ég þetta ekki alveg, ég er að tala um raskat en samt sem neytandi, ég lítið með að hafa sko. Já. Og ég er ekki að sakfella Síman eða Stötu Plus. Ég er með báða streymisveiturnar og ég hef haft gaman að þessu. Það eru þættir sem að Stötu er framleitt sem ég hef fílað og líka auðvitað Síminn. En það sem ég er að hugsa, ok, ég veit ekki hverja áskriftartölunur af þeim, segjum 40.000. En gæti að vera 80.000? Ef þeir fara kannski aðeins læra verð? Held ekki. Þú heldur ekki. Þú heldur að sé bara eitthvað þak á þessu. Þá segir ég líka mótur, þú segir, já, þetta er bara svo dýrt að kaupa inn efni og svona. Þá segir ég líka móti, já, markaðan er bara miskunnarlaus. Algjörlega. Og ef þið geti ekki keppt... Ekki keppa. Nei. Og ég meina, Síminn er fyrirtæki sem gerir líka annað. Nei. Já, þetta sést náttúrulega, maður sér það bara vel á því, ég meina það sem er vinsalastöð, þetta eru, beinar útsendingar, fótboltinn, sportið, allt þetta skilur og það er náttúrulega, veit ég ekki eins og þessi verð, þessi 8 ára skall sem út að tala ég meina, er til dæmis bara boltinn inn í fallin í því, eða þetta kaupa auka lóna á það. Nei, það er ekki. En, þetta er bara, en þetta er erfitt umhverfi og þetta er ekki bara hér, ég meina, sko, Norðurlöndin er að díla líka við þetta og þau eru nú töluvert stærri en við, það er bara Noregur og Danmörk og Svíþjóð og þetta eru þetta eitthvað sem að
þú veist, bara markaðurinn í sig, hann bara ég vil þetta eða vil ekki hitt og þeir þurfa aðlaga sig. En hvað finnst þér að borga áskriftargjald og fá líka auglýsingar? Sko, bara svo grunn hugmynd að þú borgir áskriftargjald. Þetta svo þú getur borgað fyrir YouTube þá fara auglýsingarnar. Skils mér, ég er ekki með YouTube Premium, en það er hægt. Hulu býður upp á eitthvað svona, þú veist, þú getur borgað svona mikið pening, það er með auglýsingum, en svo að borga svona þá sleppur auglýsingum. Það er ekkert í boði hjá Símonum. Mér finnst það rosalega gróft. Sérstaklega þetta kostar 8.000. Ef þetta væri, segjum bara 2.900, 3.000 kall með auglýsingum, mér finnst það svolítið annað. En 8.000, það er 4.000 dýrar en Netflix. Mér finnst það rosalega sérstakt. Allavega. Já, nei, ég bara... Neini þín að reka... Nei, ég er alveg sammálaður, þetta er bara, aðalmáli held ég sé að þetta er bara erfitt og það kemur, svo sem neytandi getur sagt bara mér alveg sama, hversu erfitt, finnur bara lausn. Vertu sniður og það er bara svolítið það sem að ég get alveg gagnrýnt báðar stöðarnar fyrir, að það er rosa mikið bara, þú veist, bara eitthvað æskæs einu svona ári, skilurðu, það er bara eitthvað bannað að hlæja bara eitthvað einu svona ári, þú veist, þetta er bara svona einu svona ári eitthvað og síðan hvað koma mánuðir sem er bara ekkert og þá segi, af hverju ég að borga þessa mánuðir sem er ekkert, ég meina, kannski bara betra snúðu sem mótili við og hafa bara hennilega að borga fyrir það sem þú horfir á, sko. Já. En það er örugglega verðlagt. Já, en eða það væri bara... Leia æskæst, það er 4.900, það er eitthvað fáránlegt, skilur við. En eða það væri bara, ég meina, þú getur keypt sér æskæst bara eitthvað, þú veist, 990 kall, skilur við. Bara eitthvað, ætla að kaupa það. Já, ég auðvitað veit ég líka, eins og bara áskrift að, bara Stöð 2 í gamla dag, þetta hefur alltaf kostað svolítið, en þetta er bara svo breytt landslag. Í dag, þú sem neytandi, þú hefur svo mikla möguleika. Þetta var ekkert fyrir 20-30 árum. Nei. Það var bara, þú veist, langaði ég eitthvað aðeins meira, Stöð 2, skilur, eða, ég man ekki, ég fór ekki Skjáreinn eða Stöð 3 eða eitthvað, eitthvað svona áskipt á módel. Það er bara rosalega erfitt fyrir að keppa við þessar stærri. En þetta er eins og ég held að sé náttúrulega, þetta er eitthvað sem að þarf að díla við vegna þess að þetta er, sko, þeir sem kaupa mestu áskriftir í dag er náttúrulega eldri hóparnir, sko, og eldra fólk. Heldurðu það sé að kaupa svona streymisveitur? Þegar þú segir eldra fólk, er það að tala 70 plus, ég meina mokkin kemur eða það út daglega, sko, í blaðaformi. Heldur hann komið daglega eftir 10 ár? Já, ég veit það, en heldur hann komið daglega út eftir 10 ár? Kannski 10 ár, já, en ekki séðan fer þetta fjara undan því, af því að ég meina að það er... Hver er að kaupa þessu áskrift? 45 plus. Sko 45 er ekkert gamalt. Nei, en hefur þú prófað, sko, nú dreifaði mokkanum, sko, hann kemur frítíðin á 50. Ég les hann aldrei. Nei. En bara hver til að prófa það? Ég hef prófað það. Þú veist hvað, er gaman að opna blað og lesa blað staðin fyrir að skrolla eitthvað. Ég vil lesa bækur fyrir að skrolla á síma. En þessi morgun... En þetta er bara, þetta er eins og að sitja upp í sófa með bóki eða spjaldtölur, skilur, eða eitthvað. Þetta er allt annað feeling. Þetta er næs. Þetta er hlýtt út með kaffi, bara eitthvað, þetta flett í blaðinu og það er eitthvað grein hérna og einhver á tuða og sérðu auglýsingar líka? Sérðu svona bara blaða auglýsingar? Já, mér finnst þetta svo gamaldags. Já, þetta er gamaldags. En þetta kostar fullt af peningum. Já, en þetta greinlega borgar sig. Ég set spurningmerki við það. Ok, við erum ekki alveg hættir. Erum við hættir? Nei, við erum ekki alveg hættir. Við hefum smá tími viðbót. Það er hérna, nei, þetta er áhugaverst allt saman. En það er náttúrulega bara, og það kemur aftur að þess eins og þú ert að segja með bíómyndirnar og stjörnurnar og annað. Ég meina, þú veist, stundum þarf líka bara aðeins að fara tilbaka til að geta, þú veist, í rauninni farið áfram. Þú veist, þegar þú ert með í dag streymisveitu, bara, þú segir þetta eins og Disney, og þú ert með þetta mikla tekjur. Ok, hvað þurfum við að gera? Við þurfum að búa til eitthvað. Bara hérna. Búum bara til drast. Búum til hérna, bara fullt af stöffi hérna. Og hvað eru streymisveitunar að lendi í nú? Það eru að lendi í vesinni. Það eru lengið eins og streymisveitum sem er að sko skila hagnaði. Nei, því að allir tóku þátt í einhverju svona gullæði. Já. En það eru bara alltaf mjög fáir sigurvegarar. Þetta er bara pítsustasyndrúmi, skilja. Þetta er bara sama. Þetta er alltaf það sama og ég meina, og hvað þýðir það? Það hlýtur að vera fækkun. Hljóta að vera samrunnar og annað og ég meina Disney til dæmis og Apple eru farin, ég meina þeir eru að vinna saman í svona glerugum hana. Já, það. Já. Og ég meina, af hverju eru þeir ekki bara saman?
þú veist, kombina þeir ekki bara einhverjum tímapunkti saman? En svo spyr maður sér líka á móti, er það gott? Ég meina Disney kaupi Fox, var það gott? Ég held að sé ekki þegar nú lítið tilbaka, það var hræðilegt. Það er ekki gott. Við verðum að hafa líka eitthvað skonar, samkeppni, en þá kemur það svolítið inn á það sem að langa að ræða mitt í þessum þætti. Og það er bara í sambandi við mitt kvikmyndahús, kvikmyndaiðnaðinn, þessi aðsókn, þetta er að draga saman, fólk sérstaklega eftir COVID, núna hugsa fólk með þessi, ég er ekkert í bíó, ég ætla bara að bíða að það kemur á streymsveitu, eða ég geti leikt þetta, eða ég ætla bara að torrenta, bara stólið þessu. Það sem mér finnst rosalega sérstætt við þetta, er að mér finnst kvikmyndaiðnaðurinn, þá er ég auðvitað að tala um þessar stóra myndir Hollywood, þeir eru að skemma svo mikið fyrir sér. Þú ert með mynd, tökum dæmi, það kom út ný Lord of the Rings svona teiknumynd, og þeir setja henni í bíó. Hún var 2 vikur í bíó og hún kom á streym, á leiktana, online. Það sem það þýðir líka bara að þú getur stólið henni. 2 vikur. Gladiator 2 var ekki lengi í bíó. Með þess að Beetlejuice, sem gekk vel, hún kom freka fljótt á iTunes og getur leiktana á netið. Fólk var að velta fyrir sig, hvað er það að pæla? Henni geta gengið betur í meðsynni. Sem verður þetta bara til þess að fólk bara, hún kemur bara til 3 vikur. Hvað er að pæla? En það er alltaf líka, það sem þeir þurfa á streymisveiturnar, efni. Þannig að streymisveitur kjaftaðið pluss þessi stutt í gluggi, að því í gamla daga, ekki svo þannig að segja, þá var 3 mánaða gluggi á flestum myndum. Kom í bíó, kemur 3 mánuðum setna, en í COVID styttur bara er ekki neitt. Og þeir eru svo mikið að súpa segja það í dag. Mér finnst það galið. Það er galið og ég skil ekki, ég bara hef ekkert svarhandaðir í rauninni með af hverju þeir gerir þetta, því þeir eru bara að skjóta sjálf á sig í fótinn, sko. En mér finnst þetta ekki útskjara líka stór leita okkur fólk fer ekki eins mikið í bíó. Jú, en sko, sérstaklega núna náttúrulega, ég held í vonin að þetta sé að lagast núna mitt 2025 og inn í 2026, bara með frambóð og annað og að því að það er gaman að fara í bíó, það er ekkert sama að fara í bíó og horfa heima á sér. Ég er sammála því. Og ég held að sé nú flestir sko sammála því og flestir eru náttúrulega bara með eitthvað venjulegt sjónvarp eða lítið sjónvarp og það er hátalaran í, hvað ertu að horfa á? Ertu að horfa á heimildamynd? Já, bara, getur horft á hana heima hefur. Ertu að horfa á einhverja spennumynd, þar sem eru, hvort sem er jumpscare eða hvað það er eitthvað bregðu. Og því bregður ekkert vegna þess að þú bara horfa á þetta í fartölunni og kemur bara þú veist, veit það. Suma myndir bara eins og með Kristoffer Nolan, menn hann býr til myndir fyrir bíó. Það eru bara hugsaðar fyrir bíó. Já, algjörlega. En hann er í miklu minniluta upp á líka bara valdi svona hefur. Auðvitað. En það er svona hlýtur að koma, sko, þetta er svona svolítið það sem fyrir upp að fyrir aftur niður, sko. Streymisveitna voru, það fóru allir inn í þetta og allir með streymisveit og voða heitt og sér allir bara, þetta virkar ekki, fyrir niður. Þú veist, bara, búin til hérna, allar þessar Marvel-myndir og dót, upp, aftur niður. Það er bara hvað er næsta skref í þessu og auðvitað þurfa þeir bara að taka sér saman í andlitinu og bara meiri gæði lengi þess að glugga, þetta er alveg gali eins og þú segir. Allt og stutt. Ég meina, þetta er bara að þú ná myndin eftir 2 vikur, 3 vikur í bíó og hugsaður bara að hún er komin á streymi eftir. Og meiri þess að ég er fann að hugsta, ég er mikill áhuga maður, mér finnst gaman að fara í bíó og allt þetta. Þetta er svo núna í bíó Nosferatu. Ég er mjög spenntur henni, ég er mikill vampirukall, ég fíla hann leikstjóra, ég er mjög spenntur henni. En ég er bara ekki alveg að tíma til þess að stökkva á hana. Nei. En hvað, ég meina, ég síðan bara að fara í bíó, segjum bara viku og þá bara stutti hún kom bara, get ég alveg bara, þá bara horfa hann heima. Ég veit. Af því að það er ekki nóg að við, og þeir sem er að hlusta að horfa þennan þátt, væntanlega þeir sem hlusta á þennan þátt, þetta er fólk sem hefur mikinn kvikmynd áhuga. Það er ekki nóg að við sem fyrir bíó. Þú veist, Jót í bæ, hann þarf líka að halda frá bíó. En það fólk, það hugsa bara með sér, til hvers? Mér er alveg sama þó eins og þú ert mikill soundgur. Það skiptir því máli að sjá, geggja sound í John Wick, eitthvað. En hinn almenni borgari, honum er eiginlega slétt. Hann horfður bara á þetta þessum í símanu sinn. Og núna fær hann þetta bara í síman sinn, bara eftir stuttan tíma. Reiður. Já. Nei, þú veist, hvar eru bransast í 20? Já. En svo þú segir, þetta koma tilbaka. Ég er ekki eins bjartsýnn og ég var. Því miður. Sko, það er náttúrulega það sem að því ég segi kemur tilbaka, það er þessi líka félagslegi þáttur þetta að fara í bíó, skilur við. Fyrir okkur ímynd í bíó og það er einhver sem hlægir út í horninu og hann smitar í alla salin og allir fara að hlæja og þú veist, eitthvað svona og það er einhver sem bregður og öskrar og þú veist, ert með fólki,
ert innan fólk. Veist, við erum að fara svolítið inn í tíma þar sem að einangurinn fer að verða meiri, fer að verða með glerun og drasl og allt þetta. Bara versna. Það versnar og versnar. En það, síðan, hvernig kemur turning pointið í því, skilur. En heldur þetta skáni svo þegar þetta AI er komið á fullt power og ég tala ekki segjum bara, eins og með gaura. Ef þú getur keypt ykkur að kynlífsdúkku og hún er með eitthvað AI heila eða eitthvað. Er framtíðar kynslóð, er það að fara út úr húsi? Já, sko, ég get alveg deilt þessu með þér, ég held að þetta fari mjög mikið niður áður en að fyrir aftur upp. Síðan opnar allt í einu fyrsta kaffihúsi aftur og bara, af hverju? Förum út og hittumst, fáum okkur bjór og spjöllum saman. Ekki gegn gleraugun? Nei, prófa það. Já, þetta er svona bara Matrix-rebúlið, sko. Ég var bara svo mikið að vona, sérstaklega eftir COVID, og ég nefndi þetta í podcastunum, að ég saknaði svo mikið. Það fara alveg í bíó og nýjamyndir í COVID. Að tóku sér sjálf sem hlut. Ég held svo einhvern veginn að fólk kemur sterkar tilbaka. Sko, mér fannst það koma svolítið sterkt tilbaka og sérstaklega svona yngri kynslóðin sem að ég þekki inn í. Það var bara, sunnudagum, sundarsbíó, alltaf í bíósundum. Það var eftir COVID, bara datt þetta rosalega mikið inn. En síðan bara eins og núna, þegar það er ekkert í bíó, það bara vantar myndir og þær myndir sem eru jafnvel lélegar. Þú veist, þess vegna þeir verða að taka sér saman í andlitinu, það verða að vera betri myndir. En hvernig gera það? Skilur þú? Það bara farið að búið til betri myndir. Já, þau þurfa þá ekki að hætta þessu eins og Disney. Tökum bara Disney dæmi. Hætti hann að dæla bara efna á svo streymisveitu. Einbyttu ykkur frekar að gera vandaða myndir. Ég bara taka sem dæmi, þeir eru með sín eigin streymisveitu. Mér finnst bara svo undarlegt í þessum bransa, þú veist, þetta er svo mikið, sko, eins og segir, sérstaklega maður horfður tilbaka allar þessar góðu bara spennumyndir og bara myndir yfir höfuð, bara geggja myndir. Síðan í dag einhvern veginn er þetta orðið svo hrátt og lélegt og Beetlejuice 2 og bara 2 og 2 og 2 og 3 og veist eitthvað. Það er alveg magnað, maður hugsa bara, ég skal bara setjast nú að niður, gef mér bara friði í 3 mánuði og ég skal komi geggja handritandaðir. Og hvað eru margir sem geta gert það? Það eru bara ógeðslega margir. Þannig að hvar er þetta að stoppa? Hvar er flöskuhálsinn, sko? En svo líka það orðnar allt og dýrar. Mikið að þetta er allt og dýrt og þá er þetta miklu meiri séns og þá verður þetta að tikja ákveðin box. Þá ertu bara þá myndið fann í gegnum stúdíóferlið, eins og ég tala með Joker, það er svona hvað finnst hana, það hljótur að sammála það er engin framleiðandi sem bara eitthvað svona, þetta er gott, söngamynd og þú veist, allt þetta. Þá fer þetta í gegnum eitthvað svona nefnt og þá er þetta svo sterilt, vantar alltaf sáli í þetta, en þeir verða að gera þetta því þeir þor ekki, eins og með Alien, við tökum ekki að sensa. Nótum bara það sem er gamalt og gott til þess að fá peningana, þetta er svo dýrt. Fönufekar í aðeins ódýrari myndir. Þannig var það. Eins og bara á 10. áratugnum, fullt af flottum myndum. Seven kosta ekkert mikið. Nei. Ég bara taka eitthvað dæmi. Forrest Gump kosta það mikið. Nei. Það er svona stundulegur. Herru, ánum fyrir að slúta þessu. Bara stutt. Við erum ekki bara að fara að slúta þessu búin? Jú. Við erum búin að vera í 3 klukkutíma. Herru, förum stutt yfir 2025. Sem er nú komið. Ég klikka á þessu. Ég ætlaði að taka mér þátt hérna 4 árum og það klikkaði hjá mér. Bla bla. Loksins að gera þátt. Stiklum bara stóri, ég ætla bara að koma nokkra titla og þú bara segja mér hvort þið spenntur. Captain America, Brave New World. Bara það voru komin aftur í þetta, veist þetta, kjaftaði. Já, spenntur, ferða á þetta? Nei, já, alveg örugglega, veist það, því að maður er með 10 ára, sko, þannig að, þú veist, þá bara örugglega, sko. Snow White. Næsta mynd, eins ég er spenntur fyrir, Mickey 17. Já. Ég er spenntur henni. Ok. Leikstjóri sem gerir Parasite, suðurkorsku myndina. Já. Thunderbolts, Marvel myndin. Já. Næsta. Lilo og Stitch, ekki komið svona leikir mynd? Lilo og Stitch er frábær teiknumynd. Já, en er það ekki bara nóg? Jú, já, ég bara... Þú fer á þetta? Ég fer á þetta, en þú veist það bara for a reason, sko. En það var enginn að biðja Lilo og Stitch, sko. Leiknamynd. Nei. Mission Impossible, The Final Reckoning. Já, loksins. Þú ætlar hana? Já. Heldur hún verið vinsæl? Já. Að því að fyrri, sem hún síðast, hún datt svolítið á milli Oppenheimer og Barbie dótið og það. Þannig að það verður spennt að sjá. Það gerst náttúrulega ekki aftur.
Sko, Ég held hún verði ekki vinsæl. Sko, það sem ég finnst gott... Ekki eins vinsæl að vilja. Heldur ekki? Nei. Nei. Sko, það sem ég finnst gott við þarna verður afturfærðar að tala um bíó. Tom Cruise bíókall. Hann bíókall, hann kann að búa til bíó. Hann býr til bíó. Hann kvikmyndastjarna, hann býr til bíó. Þú veist, þannig að, þú veist, bara, ég myndi, sko, alltaf fara á þessa mynd bara af því að þetta bíó. Þetta bara, þú veist, þetta það sem ég vil. Geri fleiri svona myndir, skilur við. Þannig að ég sá trailerinn daginn og... Gerðu það eitthvað fyrir þig? Nei, ekki neitt sem ég finnst frábært. Heldur þess að game og fullt af góða efni? Já, ég held það. Ég held það ekki. Heldur ekki? Ég laki þetta að ræðina við 2025, að ég held að við verðum báðið svona... Þetta síðasta myndin. Já, þetta hefði mátt enda fyrir maður. Ég hafði alveg gaman að síðustu, en þetta ekkert sérsta. Já, sko síðasta náttúrulega var svolítið undirbúningu fyrir þessa, en veist, ég sammálaði, það var svona glits í henni líka. Þessi mynd, það með svona mynd hérna á henni. Nú að koma, við erum að báða miklu John Wick menn. Já. Ballerina. Já. En ég heldur þetta að myndin heiti, og sorry, þetta svo ræðilegur titill. Ég held að myndin heiti bókstaflega From the World of John Wick, Ballerina. Já. Þetta örugglega lélega, ef þetta official titillinn, sem ég held þetta sé, þá þetta lélegasti titill sem ég man eftir í bíómynd. Já. Spenntur? Já, mjög. Þú ert mjög spenntur. Ég mjög spenntur. Úff. Ég mjög spenntur. Ég frekar Joker 3, sko. Nei. Viltu John Wick mynd? Sko. Það sem að John Wick í. Jú, hann í henni. Já, ég skal lofa þér í. Það sem sér í trailinum. That's it. All you got. Hann ekki að gera þetta action. Nei, en sko málega, sko þessi atriði sem þú séð í trailinum. Já. Aftur, það hefur verið að eyða góðum tíma í undirbúningi barndagatriðum. Þetta eru flott atriði. Þetta sko, þegar maður hugsa stundum, eitthvað nýtt í skiluru barndagatriðum, eitthvað tung, tegur brúsan, lemur hérna, gang, eitthvað svona. Þú veist, stutta sem hefur verið sýnt töff. Þetta ekki fyrir mig. Þetta sama eins og rauninni, það voru flott barndagatriði mörst í henni hérna, með Charlize Theron, Atomic hérna. Atomic Blonde? Já. Ekki fyrir mig. Nei. Nú hljómar ég sjá móti konum. Já. Nei, ég er spenntur fyrir henni, þess að velverður hún sé lélega að það verði ekki nógu góð. Ég næst í 100% sé lélega. En ég En ég skal geta svo alveg. Já, Þú ert mjög spenntur. Ég er mjög spenntur. Ég bara, kannski er það bara því að einhverja leifar, þetta er eins og einhverja hafi dáið, skilur, John Wick dó og þú vilt bara, þú ert bara svona, ég heldur sett bara að grípa ykkur strá. Þannig að en, ég meina, þú veist, ég veit ekki, er pælingi að vera með fleiri, ef þetta virkar, eða hvernig er það? Alveg örugglega, ekki ballerina 2 eða eitthvað. Já, ég veist. Það kemur ekki á John Wick. Nei, en ég meina meira ballerínu stöf, skilur. Af því að maður hugsa... Hver er að byggja þetta? Þetta er sömu framleiðendur. Hver er að byggja herru, mig langar í nýja John Wick mynd, en ekki með honum. Mig langar með einhverju konu sem er ballerína, hún lærði eitthvað. Nei, sko, nú þarf það að geta ofan í, sko. Við vorum að tala um að gera eitthvað nýtt. John Wick er eitthvað nýtt. Þetta er ekki nýtt. Þetta er að blóðmjólka sama franchise. Þú veist það ekki? Nei, ég skal geta þessu orðan í mig, en mér finnst rosalega óþægilegt þegar maður les fréttir það, baku tjöldin, þeir frestun ár, skils mér. Leikstjórinn sem gerir þessar, ekki sami og gerir John Wick myndinar, þetta er annar leikstjóri, og Stahelski sem gerir John Wick myndinar, og er fenginn til þess að taka við myndinni, til þess að betrumbæta hana. Já, ok. Og ef þetta er heilt ár, það segir mig það að myndin var rusl. Já. Hann er fenginn til þess að gera hasardri, til þess að láta þetta lúka betur. Þetta er það sem ég er alveg vissum. Ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema þess að frett sílas. En þú veist, akkur frestur svo lengi? Og akkur breyttu titlun? From the World of John Wick. Þetta við farið í gegnum eitthvað ég var búin að sjá From the World of John Wick. Frá byrjun? Ekki sem heitið á myndinni, en sem sagt From the World of John Wick kemur. Það er í trailerunum? Já, ég er að segja að þeir eru búin að... Þetta er titilspjald? Já, þeir eru búin að bæta því líklega inn. Þetta var alltaf, þetta var svona eins og bara frá Disney kemur, skilur, Moana eða eitthvað, þú veist. Þeir notuðu það alveg frá byrjun, sko, en kannski eru búin að íkja það ennþá meira núna þá. Ef við erum geggjast mynd, að ég mun sjá hana,
þá mun ég skal bakka með þetta allt. Já, eðlilega. En mér finnst þetta rosalega skrítið og mér finnst þarna fara bara viðrunarbjöldur hausnum og niður á fulli í gang. Ég þetta sammálaður ef það þarf að gera svona breyk, svona sko. mikið. Já. Og hann þarf að koma inn hann væntanlega, ég skal lofa þessi Hazard svo sást í trailinu, sem er töff, hann pottit hann. Þetta er ekki hinn leiksturinn. Nei. Og hvað, myndi bara ekkert mess. Og þeir setja Keanu Reeves í teaserinn, eða í trailerinn, breyta held í titlinum, það er svo mikið verið að selja okkur, þetta er John Wick. Þetta er ekki John Wick. Þá líður mér eins og þegar við enga trú á sjálfur myndinni að því hún er ekki góð. Já, nú er þú að slaka. Nú er þú að róa þig. Það er svo látt sem tók upp. Hvernig kemur það þér? Þetta er svo, ég er með þetta... Veistu það? Birgit upp. Nei. Sumar eða eitthvað. Alveg það langt í hana? Ég held það, sko. Ég maður ekki. Herru, bara stiklum á stóri hérna, svo þurfum við að klára þetta. Superman. Bara næsta. Nei, sko... James Gunn, byrja nýjan DC heim. Já, sko... Á maður ekki gefa henni bregg? Jú, sko... Náttúrulega geggjaður, skilur við, en hann hefur klikkað. Hann hefur klikkað, já. Og, sko, Superman, sko, þegar ég sá þetta, sko, gamli góðu Superman, er svolítið... Er það bara Christopher Reeve? Já, bara, þú pælir bara heiminu, þetta er bara svona svolítið einhvern veginn kemur einhver Superman og eitthvað svona bla 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 eitthvað. Þarna, sko, í trailernum byrjar á því að hundurinn, þú ert komið hundinn. Krypto, hann er partur af þessu. Síðan hvenær? Mörg ár, ég held að það sé mjög gammalt karakter. Já, ég veit það. Ég veit hann er karakter. Já, ég veit það. En er hann búin að vera hingað til það? Var hann í bíómyndunum? Var hann heist? Nei, hvað er það? Einmitt, var einhver að biðja krypto? Þú vilt nýtt. Var einhver að biðja Robin í Batman Robin? Þú vilt nýtt. Þetta er í, þú veist, sannlega í teiknimyndunum, skilu, var einhver að biðja einhver fljúgandi hund. Herðu. Sko, það sem ég horfði á í trailernum, þegar ég sá þetta, ég hugsaði, af hverju þarf alltaf, sko, eins og varst að tala um áðan, bara með minna, ekki alltaf stærra og meira. Þannig finnst mér svolítið, herðu, nú setjum við allt inn í þetta. Það er alveg bara vondi kallinn og það er fljúgandi hundurinn og það er bara þetta og og eitthvað hrúa alveg svoleiðis krydda og setja í opnin á 200, sko. Bara fullt. Tekst það, vonandi. Af því ég held með James Gunn og þú veist, en mér finnst rosalega mikið átt að fara svo, ég meina, Superman hérna áður fyrir runni, þú veist, bara svona gæi sem felur sig og bjarga fólki og þetta er bara svona, þú veist, þessi heimar í dag er allir orðnið þannig að það bara, við erum hérna núna í einhverju podcasti og það er bara ekki til einhverju ofurhautu, síðan labba ég út og plana á eftir og það eru bara einhverjar, bara allt vittlust í einhverjum ofurhetjum og drasli og dóti og samt er fólk bara eitthvað, nú, ég vissi ekki um þetta. Þú ert að tala um í þessum bíómyndum? Nei, ég bara meina að þetta er orðið svo ykt allt saman. Nú er ég alveg, ég datt alveg út, ert að tala um... Ég bara meina að Christopher Reeve hérna áður fyrr, bara Superman, þá bara einhvern veginn, það var bara ein hetja, það var ekkert eitthvað fullt að gerast í heiminum, það var bara bara hann lent á jörðinni og bara svona... Það svona í bíómyndinni sjálf? Já, bara eðlega, bara, veistu... Ég ætla að tala bara í okkar heiminu og horfa á bíómyndinni. Nei, hann var tekinn og hann er bara one of its kind í heiminu. Já, nú er svona margar. Nú er bara orðin einhver Superman og að því er einhver Superman, þá er orðin einhver vondukall og hann er líka eitthvað og þessi er orðin líka eitthvað og þarna og síðan fljúandi þetta og þetta og fara að blanda inn í og munið þegar Spiderman kom og það er bara svo mikið. Af hverju þarf þetta svona mikið og svona flókið, þú veist, af hverju getur þetta ekki verið, þú veist... Ég vil samt, bara, ég er alveg spennt fyrir henni, mér finnst trailerinn svona ekki alveg góður, en ég er mikill Superman maður, en það er eitt sem ég fíla við Gunn, því hann er sjálfur leikstur, hann er kvikmyndagerðarmaður, handritshöfundur og leiksturi, og hann er settur hann yfir, þeir eru 2 yfir DC Studios, og þeir fá held ég svolítið frjálsar hendur. Hann er búin að segja sjálfur, og mér finnst það mjög gott að heyra, hann er búin að segja, það fær ekkert grænt ljós hjá okkur fyrir en handritin eru góð. Af því oft eru menn að setja bara mynd, það er kemur Transformers, júli 26 eða eitthvað, og það er ekki sem byrja að skrifa eitt staf. Hann er búin að segja það sjálfur, það verður ekkert, þeir eru búin að kasta fram einhverjum hugmyndum, en það er ekkert búið að gefa grænt ljós, það verður ekkert í framleiðslu, fyrir en handritin eru góð. Mér finnst það rosalega skemmtilegt viðhorf frá manni sem virkilega ræður hjá þessi DC núna. Þannig ég til að lefa hún út á vafast og trailin hann ekki eitthvað sprengt allt til loft upp hjá mér. Herru, ég verð að koma einni mynd án og hættum. Sko, líka, veist, aftur, stórstjörna. Það fíla hennan Superman eða? Ég þarf að sjá meira á honum. Hann segir alltaf bara, þú veist, Crypto, Home, einu sem segir í trailinu. Já, en sko bara... Svolítið pókalögu búningurinn, en
sjáum til. Ég held að sé alveg góður. Ég náttúrulega elskaði gamla... Kavel? Nei, ég er það eru að tala um Ríf? Já, Kavel. Mér er það lengur góður. Geggjaður. Í sammála. Ein lokamynd sem fór að slúta þessu. Mér er orðið heitt hérna og við erum búin að tala saman í 3 tíma. Það er að koma mynd á þess ári. Apple mynd sem mun fara í bíó og ég er bara drullu spenntur fyrir henni. F1, Formule 1 mynd. Bara pitt. Leikstur sem gerir Top Gun Maverick. Já. Hvað segir það? Veit ekki. Ég meina, hann er að skjóta þetta á alvöru bílum og ég held að þetta getur töff, sko. Já. Sko, hún var mjög góð, tölum hann á síðast ári, hvernig dóttur út formúlu myndin, sannsögulega, hvað hétt hún aftur? Já, ertu að tala með Hemsworth? Nei. Ekki hún? Nei, hinn með, strákinn sem að vann, hann var heimsmeistari í PlayStation, í að spila... Gran Turismo? Já. Ég sá hann ekki. Nei, þú sást hann ekki. Var hún fín? Já, hún var góð. Já, hún var góð? Já. Ok, síminn að hringja. Ef að slúttu þessu, Ásgeir, þarftu að svara símon? Nei, þetta er ekkert verkilegt. Já, jú, þetta er þessi 10 ára að hringja, sko. Ef við ekki bara slúttu þessu? Já, ég... Eða hvað, viltu bara halda hún að skalla? Nei, ég held að séum bara orðnir nokkuð góðir, sko. Erum við ekki búin að cover þetta þokkalega? Jú. Lokaspurning, við erum búin að ræða svona nokkrar myndir sem koma þess ári. Já. Ertu spenntastu fyrir ballerína? Ef þú getur horft okkar að mynd bara í kvöld í bíó, væri það ballerína? Já, ég bara myndi þurfa að standa og falla með því. Þetta er bara eins og manstu Matrix 4. Já, við báðum ekki hversu spennti voru við fyrir því, skilur, síðan bara þurftum að taka það skell. Það er svona eðilega þetta fyrir mér sem er á móti, gott líka, maður draga þess niður væntingar. Mér finnst þetta bara skemmtilegu heimur. Já, ég er samanlega. John Wick heimurinn og það er verið að blanda hann inn í og hann er ennþá lifandi eða aftur lifandi eða hvernig þú orðaði það. Hann hótelstjórinn og gæinn í lobbyinu og það er svona... Nei, hann er dáin. Nei, ekki þessari, ballerína. Nei, já, því hún gerst fyrir. Já. Þannig að þú fær svona, eitthvað af einhverju fyrri, hversu gaman er að sjá það eða, veit ekki. Sagan eins og segir, ég minn, þetta er svona típisk saga eitthvað, hún er eitthvað munaleysingi og tekin og þjálfuð upp eitthvað og bla 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 og eitthvað svona, hitti John Wick og hann segir henni bara eitthvað no mercy og let's go, fara út í heiminn, ég veit ekki. Þannig að, ef við ná að vera, ef þetta er mikill hasar, flott atriði, cool atriði, svona eins og sýnir í trailernum, Algjörlega, ef að hún er eitthvað rosa góðu karakter, auðvitað í tilja, en ef þetta snýst bara að gera kvenkins John Wick, þá er ég átt. Mér finnst það bara svo óspennandi, það voru að tala á tíðan að gera eitthvað kvenkins John McClane, hvað erum við að tala um? Eða kvenkins James Bond, hvað erum við að tala um? Nei. Mér finnst þetta svo mér finnst líka bara óspennandi. Því að við horfum bara aftur í tíman, ég minna svo mástu Salt til dæmis sem allir Jolie. Ég nefndi ekki að sjá. Þú nefndir ekki svona? Nei, ég elska, mér finnst ekkit að, konum með mitt í svona hasar, mér finnst það bara geggjað, Mér finnst það stundum geggjað. Já, þá er að meina, það var einhver sem sagði eins og, hvort það var ekki bara með ballerinn mitt, ég menn, með einhverja svona 1,62 og hæð stelpur, skilur, sem tekur bara, Hafþór, og lema hann í klessu. Ég get það ekki. Það bara... Ég get það ekki. Mér finnst þetta ofkjánlegt og ég menna það er bara smekksætt. Já. En þegar þetta kom út í slagsmál, ef hún til dæmis í myndin, ef hún er bara skjóta gæja, allt í góðu, fullt af konur sem er geggjaða skittur og þú ert með byssu, þá skiptir engum alveg hvað þung. En ef þú ert 60 kíló og þú ert að berja gæja sem er 120 kíló, sem kann líka sitt, þú átt ekki breyk. Nei. Það er bara nóg fyrir að horfa á MMA, skilurðu. Það átt ekki breyk. Þannig að það er heilmynd snýst bara þetta er ekki fyrir mig. Þannig að þannig eru að koma smekksætti. Akkurat. Mér finnst það bara ekki spennandi. Akkurat. En, eitt ég ætla að segja, tvennt, svo hættu við. Mynd sem ég er miklu spenntari fyrir, sem er í svipum geira og er svolítið tengt John Wick, það eru svolítið sumu gæjar sem útfara hasardurinn, það er Nobody 2. Já. Ég er spenntur henni. Það er þetta með gæja og þetta er svolítið svona nýbyrja, bara ein mynd búin að koma, ekki búið blóðmjólkina. Miklu spenntur henni. Loka, og við verðum að koma inn á þetta, sjáum hvort við getum þessi orð hérna og við sem að fara að taka eitthvað Matrix 4 dæmi. Avatar 3 á þetta að koma. Desember. Það er rétt. Hvað segirðu við því? Klárum þetta bara með Avatar 3 spjalli.
Sko, ég held að við rætt það síðast, náttúrulega Avatar 2 voru náttúrulega vonbrigði. Mikil vonbrigði. Og eina sem að horfði þar á var í rauninni það að hún væri að byggja fyrir 3 og 4. Og þess vegna væri hún, þú veist, var rauninni góð hvað það var það, skilur við, uppbygging að því að hún að fara í eitthvað annað, en á móti kemur að þú þarf bara að söffera að horfa á eitthvað umulegt í, skilur við. Í 3 klukkutíma. Já, þannig að bara svona, ég ætla bara að horfa þá á 1 og síðan 3. Þannig að ég bara veit það ekki, þetta er leiðilegt að það er búið að skemma svona fyrir manni. Þú ert ekki spennt fyrir 3 og 2? Nei, bara með 0 spenntur, sko. Já, þannig að vonandi verður það bara gott einmitt út af því. En þetta sko, þetta aftur þetta, mér veist svona þegar það er búið að sýna þér einhvern heim og það er búið að búa til eitthvað, ég meina, þú veist, Mad Max, þú sérð heiminn, þú veist, bara first impression. Það er ekki first impression, skilur, fljúgandi drekar og sjórinn og þú veist alveg hvað þetta er, þannig að þú verður að koma eitthvað nýtt. Já. Komdu með góða sög og góða karakter. Já, komdu með eitthvað nýtt. Það er klassíst, það er tímalaust. Já, þannig að og það er, ég veit ekki, og það er svona bara ef við fyrir aftur í smælskilum, það er bara geggjað, hversu sjaldgæft er í rauninni í dag að mynd númer 2 sé betri en 1. Það er sjaldgæft. Það er bara mjög sjaldgæft. Og sérstaklega þegar eitthvað svona koncept eins og þetta, eitthvað smæl, eitthvað brosandi, eitthvað, búin að sjá það. Nei, það er ekki búin að sjá það. Nei. Það er alveg ekki lofa því, þetta er next level í því. Saman. Þannig að já, ég menna, sko árið verður, ég held að verður mjög góður næstu þáttur hjá okkur. Þú ert bjartsýnn? Nei, sko, nei, ég verður ekki. Ákvæmt að það verður góður. Nei, bara, sko, ég bara held í vonina, ég er svo... Eigum að stefna ballerína þætti? Já. Eigum við? Við gerum John Wick 4 þá. Já, sko... Með þessi stóru orð sem ég er búin að láta falla. Eigum við aðtöku hvernig hún er... Ætlum sé ekki eitthvað í sumar eða eitthvað. Jú, byrju. Ballerína released. Ég man ekki hvort það var búið að koma. Ég get alveg trúið að það getur verið skemmtilegt. Hvað sem okkur finnst hún lélega eða ekki? Já, sko 7. júní. 7. júní? Já. Ég er bara að pæli, sko, ef við getum... Og þú sett í útlöndum eða eitthvað? Nei, hvað meina? Nei, ég er bara að pæli hvort við getum náð, sko, þætti sem væri 2 myndir, sko. Ballerína og einhver, að þetta er 7. júní, þá hlýtur eitthvað annað, sko... Reyna samin að gera svona... Já, en þyrfti það ekki að vera þá eitthvað svona svipað, eða er þetta bara eitthvað alveg svart okkur? Eru það ekki bara eðilega fyrir okkur næsta árum? Nei, sko, hvað varst það, sko... Nobody 2. Já. En hún alltaf ekki hún kom í febrúar og svo þessi júní. Við bara, sko, búin svo vel að vera með netið í símónum okkar. Það getur verið gaman, það verður eitthvað svona double feature sem make a sense. Já, nei, sko, hún er 15. ágúst. Já, það verður seint, sko. Já, það verður seint. Nei, við tökum bara ballerínu. Nei, ég segir svona. Mér er það skemmtilegt. Já, við erum miklu John Wick-gæjar, ég er búin að láta falla stór orð hérna í þessu þætti. Stór orð, risastór, var það þessu mynd sem ég ekki séð. Ég skal bakka með þetta allt. Við getum verið sammála það. Skiptir engum máli hvaða mynd það er. Ég bara óska þess svo heitt að ég þurfa að bakka með allt sem ég tala neikvægt einhverja myndir. Því að þetta vil ég bara gott bíó. Já, ég veit það. Ég vil bara góða mynd, sko. Já, ég veit það. En bara þegar maður fær rusl eftir rusl og, veist, það var svo leiðilegt. Ég veit. Það var mikið vombriði. og ástæðan líka, svona kannski í lokinu, bara hugsaði núna. Sko, af hverju er þetta búið til svona mikið af góðum þáttum? Betra handrit. Já, þannig að handritin eru grannlega til. Já, en er ekki topp fólki bara að vinna í sjónvarpi? Já, en maður spyr sig. Ég ert ekki bara á þessari skrifstofu og síðan er bara einhver annar á næstu hliðina. Já, getur bara stokk inn og hjálpa. Já. Ég skal laga þetta fyrir þig. Já. Sjáum til. Og líka, sjáum til með James Gunn. Ef að Superman gengur vel, segjum að Superman sem mjög góð og henni gengur vel, fólk er að fíla það, svo kemur önnur í þessum heimi sem hann er að gera og hún fær góða dóm og eitthvað. Kannski mun hans motto, kannski mun það smitast inn í bransan, bara herðu, nú erum við hættir þessu að eldast ykkur útgáfudegi, nú gefum við þetta bara út, þetta er tilbúið. Já. Hvernig væri það? En sko það er, ég held að sko það sem spila líka svolítið mikið inn í bara svona loka punktur með þetta er að sko, þú er alltaf heyrst þetta from the visionary Christopher Nolan, þú veist, eitthvað svona
þegar þú, sko, handrit bara eitt. Þú veist, ég get látið fá handrit. En það stórpartur. Já, sko, það er erfið að gera góða mynd úr lélugu handriti, heldur hann að gera slæma mynd úr góða handriti. Já, en sko, sér getur þú samt bara klúður að, þú veist, og þess vegna kemur þetta, þegar þú ert með einhvern visionary, þú sérð fyrir þér, sko, hvernig þessi sena? Hún er þarna, hún inn í þessu, það svona timbur, það þessi litir, það þetta, þú veist, eitthvað bla bla bla, því að hvað stendur í handritinu, þú veist, eitthvað, þeir eru að berjast inn á veitingastað sem að þú veist, indversk fusion staður í eitthvað bla bla bla. Já. Hvernig bardagatrið? Gladiator 2, já, hafa búið til á 2 vikum. Þannig að bardagatrið bara lélegt versus það að þú sjá þetta fyrir sem bara þetta atrið, skilur. Og hvað spilar þar inn? Það kemur labbandi inn, þú sér bara, wow, það breytist lofti, þeim sem sitja inn í salnum, þú veist, það bara ógeðslega mikið sem að eftir að handriti kemur sem skiptir auðvitað máli, en hvað heldur við sem oftast að gagnrýna í dag? Erum við oftast að gagnrýna þetta og lélega tænubrillur? Nei, það oftast bara sagan, personar, flöt, heldur ekki með neinum. Já. Það handrið. Já, sko, þá kemur castingið aftur. Já, það er akkur heldur ekki með manneskjunni, bara, þú veist, hann ekki likeable eða hann nær ekki til þín eða, þú veist, þetta þú veist, af hverju nær Naomi Scott til okkar, skilur vel skrifuð. Hún vel skrifuð. En líka vel leikinn. Og já, svo, hún algjörlega. Karakterin sem hún verður bara, hún geggjuð. Algjörlega. Þannig að, og það bara svona, veist, og það sama bara eins og með þessa frábæru leikonu. Anya Taylor-Joy. Hún hlá bara geðveik í skák þáttunum. Já, sína ekki hóla. Nei, ennþá? Ekki búin að sjá þetta? Nei, ég hóla fyrst þáttinn. Burst Gambit? Nei, það var ekki eitthvað Queen's Gambit. Queen's Gambit, já. Geggjað. Ok. Hún bara, þetta rosalega, þetta góð leik. En geggjuleik, ég elska hana, mér finnst hún geggjuð. En það kemur aftur að þessu með rétt hlutverk, og ég hef sagt þetta áður, Christoph Waltz, hversu geggjaður hann í Inglourious Basterds? Geggjaður. Það svo geggjaður. Og sér hann Monty kallinn í Green Lantern. Nei, Green Hornet. Green Hornet, törgjuðu. Hversu ömurlegur. Það var líka bara slöpp mynd. Já, en hann svo glataður vegna þess að það allt svo glata og hann getur ekki gert neitt í því. Hann getur ekki púlið upp því að bara... En fekk hann ekki bara lélegt efni? Jú, en ég að segja þannig að, þú veist, ég veit að tengist allt, góðu leikari, þar var hann með gott handrit, þar var hann með gott tím, þú veist, góðu leikstjóri. En það sem ég elska líka við bíómynd, mér svo gaman þegar það kemur góð bíómynd og þegar þetta heppnast. Þetta svo mikið samvinnverkefni. Þú getur málað myndið, þú getur saman lagið, eða eitthvað, þú getur skrifað bókið. Það enginn sem gerir bíómynd einn. Það að fá alla þessa persónuleika, alls konar fólk, jafnvel 1000 manna, að búa til eitthvað verk sem verður sér kannski gott. Fólk tengi við. Mér finnst það magnað. Það stór ástæður ég dýrka bíómyndir. Já, en síðan kemur gallin með þar á móti að þetta eins og, ég meina, það ástæður fyrir að þetta director's cut. Þannig að þú tekur upp eitthvað, býr til eitthvað sem hendur þið í hausina á einhverjum klippara, þú bara veðið að hann klippið það rétt og hann bara stytti eitthvað atrið og lengdi eitthvað atrið og þú bara og líka að framlendi sig kannski ekki að skipta sér að hann getur skipt sér að og þú þurft að lúffa og eitthvað svona, jú, ég veit það kostar að galla við það. Þannig að þetta mjög trikki og þess vegna alltaf kemur henni eins og varst að tala með substance, skiluru, þú veist sem ég skipna að sjá, en þú veist, hún greinlega bara involveru í allan prósessin á myndinni, leikstjórinn. Já, ég meina, það leikstjóri á bakvið þessa sín. Já, þú sérð bara það að ekki verið að hleypa þessu og... En hún kostar líka ekki mikið. Nei. Af því það bara, þú veist, en það alla leið og ég mun tala um þetta með Kristofur Nolan, menn hann situr yfir bara hans í tónlistinni, ég meina, hver fær leyfi til að sitja yfir hans í tónlistinni og skipta sér að tónlistinni? Nei. Bara enginn, skilur við. Og ég meina, og hann bara situr yfir klippinu, hann situr yfir öllu, hann bara hefur skoðun á öllu. Bara öllu. Já, en þú veist, það sem margir þannig. Nei, ég veit það. En þess vegna held ég, en það er bara pointið það, þess vegna held ég að sé svo mikið að klúðrast. Ridley Scott með eitthvað, þú veist, eitthvað hefur gert svona og svona og svona og sér held ég kemur bara stúdíu og segir, farið bara 100 milljónir. Já. Fokk, hvað með bardagsirna, það kostar bara einar og sér þetta mikið. Já, þú eru bara eitthvað, tóna það niður. Æja, ok. Tóna þetta niður. Af hverju hann fengið í þetta? Ódýrari leikari. Veðjum á það að fá frekar á Denzel Washington og hann hýfur þetta upp að því hann þekktur. Óþekktur leikari.
Þannig, hann er að koma upp. Já, en Hann er að koma. ekki nógu mikið. Ekki. Hann er ekki orðin... Nei. Hann er ekki orðin Það er rétt sér. leikarinn, sko. Hann er svona... Þannig að ég veit ekki. En ég veit það allavega bara út frá íslenska markaðnum. Þannig að þekki ég tölvöld inn í það. Bara bíómyndir og þættir og annað á Íslandi. Og þá heyrum að því að þú bara skeila niður. Hvað þetta er, það er verið að kasta í eitthvað. Það er bara, þú leikur þessi leikar að leika fyrir framann og þessi smer að leika fyrir framann. Er hann bara nógu góður til þess að já, ég ætla að fá því hlutverki. Eða er það bara eins og með Sjalamann, þetta er bara dóttir mín og ég ætla að koma inn að. Já. Ég ætla að taka þennan og gera eitthvað úr honum. Já, hann er ekkit spesjá, mér er bara sama. Þú er bara sættaði við það. Þú er bara sættaði við það. Herra, við getum talað endalaust, Óskar. Ég held þetta sé mögulega lengsti þátturinn sem við hefum gert. Þetta nýjasti. Nýjasti. Þetta er að verða svo bíómynnar, þetta er lengra og lengra alltaf og bara, En ég vil segja það líka bara við þig, að ég er oft rukkaður, sko. Já. Og sérstaklega núna, því ég er að gefa út aðeins seinna, sko. Já. Bara, hvað, er ekki Ásgeir að koma í það? Er ekki Ásgeir að koma? Hvernig ætlar að gefa út ánum? Ég er ekki að djóka. Og þetta er eiginlega alltaf vinsælasti þættinum mín. Já. Yfir árið, síðasta árið, vinsælasti þátturinn var með þér. Og þú, ég get sagt þér eitt líka. Þú átt sko af top 5 sem bara hlusta mest á. Að ég er alltaf líka með YouTube og þeir eru mjög vinsæli líka þar. Margir sem horfa. Þú ert bara með, þeir eru bara 3 í röð, sko. 21, 22, 23. Það er geggjað. Gaman að því. Þannig að það er alltaf gaman að fá þig. En er þá, allir fólk sem svona sammála mér eða ósammála mér eða hvað ætla að sé? Ég held að finnst bara skemmtilegur. Skemmtilegur. Ég hugsa að það sé bara stóra málið í þessu. Það er bara gott að sé eitthvað, sko. Já, herru, Ásgeir, þetta var geggjað og ég langar bara til að sjá þig í mögulega þá júní. Já. Ekki nefnir við erum búin að eigna standardblað. Ég ætla að segja, þú mátt ekki eigna standardblað þá. Nei, þau verður ekki fleiri. Ásgeir, þetta var geggjað. Takk fyrir. Takk fyrir.